Fundur settur í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis. Ég vil byrja á því að bjóða gesti fundarins velkomin. Fyrstu gesti fundarins sem eru Þórólfur Halldórsson, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, Þuríður Árnadóttir, sviðsstjóri á fjármál- og þjónustusviði og staðgengill sýslumanns og Brynjar Kvaran, sviðsstjóri fullnustusviðs. Efni þessa fundar vernd tjáningafrelsis en fulltrúar Pírata í nefndinni óskuðu eftir að nefndin héldi fund málið sem var samþykkt. Og Vinstri grænna. Og nefndin hefur líka samþykkt á fundi sem var haldinn skömmu fyrir þennan fund að fundurinn yrði opinn og sendur út í beinni útsendingu. Málefnasvið nefndarinnar afmarkað í lögum þingsköp í 8. tölulið 13. greinar tilgreint að nefndin fjalli stjórnarskrármál en tjáningafrelsi stjórnarskrárverndað og því rétt að nefndin fjalli almennt þá vernd sem tjáningafrelsi búið í löggjöf. Og það rétt að geta þess að í gær fékk nefndin afhenta skýrslu sem hún lét útbúa fyrir sig og var tekin saman af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands sem fjallar dóma Mannréttindadómstóls Evrópu tjáningafrelsi fjölmiðlafólks á Íslandi á árunum 2012 til 2017 og nýkomin út. Það gert ráð fyrir að fundurinn í heild sinni standi það bil til klukkan 11 og formaður biður nefndarmenn og gesti að hafa í huga reglurnar sem gilda opna fundi og það þá þannig að í upphafi fundar gefst gestum tækifæri til þess að flytja svona örlítinn inngang, svona lýsa örstutt sínum sjónarmiðum málefnið og síðan gefst fundamönnum tækifæri til þess að spyrja spurninga. Og ég held að okkur sé þá ekkert að vanbúnaði og við hefjum fundarstörf og ég býð sýslumanni að hafa smá inngang af málinu og lýsa sínum viðhorfum en öllum ljóst auðvitað hvert tilefni fundarins Gjör svo vel, Þórólfur. Já, takk. Já, við náttúrulega horfum á fundarboðið að efni fundarins vernd tjáningafrelsis. Það hins vegar alveg ljóst að tilefni fundarins ákveðin gerð sem átti sér stað hjá embætti sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu og ég tel rétt að það komi fram strax í upphafi hvaða hömlur eru á tjáningarfrelsi embættismanna og þeirra sem að höndla með málefni af þessu tagi. Við gerðum það að við sömdum yfirlýsingu sem við sendum til allra fjölmiðla til þess að lýsa í meginatriðum því hvernig lögbannsmál fara fram hjá embættinu og hvaða lög tilgreina framgang slíkra mála. En þannig að í raun og veru má segja að í þeirri yfirlýsingu sem einnig var send hingað til nefndarinnar komi nánast allt fram sem að við teljum okkur með góðu móti geta tjáð okkur opinberlega. Ég tel hins vegar áreiðandi að nefndin sé upplýst það jafnframt að í tvennum lögum sem að hér kannski varða þetta sem við erum að fjalla í dag, þá sérstaklega tekið fram, þá það fyrst upplýsingalög, þar sérstaklega tekið fram að þau lög gilda ekki þinglýsingu, aðfarargerðir, kyrrsetningu, löggeymslu, lögbann, nauðungarsölu, greiðslustöðvun, nauðasamninga, gjaldþrotaskipti, skipti á dánarbúum eða önnur opinber skipti, né heldur rannsókn sakamáls eða saksókn. Megnið af þessar upptalningu eru verkefni sem að embætti sýslumanna út land hafa með höndum. Samskonar grein að finna í stjórnsýslulögum. Þannig að ég vil bara vekja athygli á þessu af því að þetta eru mikilvægir þættir og ég vek jafnframt athygli á því að í starfsmannalögum þar þagnarskylduákvæði sem að starfsmenn hins opinbera þurfa jafnframt að hafa í huga. Takk.
Ég gef Jóni Þór orðið. Já, takk fyrir. Þingmenn Pírata og Vinstri grænna óskuðu eftir þessum fundi og við erum hérna í dag til að sinna eftirlitshlutverki stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar með ákvörðunum og verklagi sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Við samþykkt þessa lögbanns við fréttaflutning tveggja fjölmiðlafyrirtækja sem hefur mikið verið gagnrýnt af fjölmiðlastéttinni, hagsmunaaðilum þar og ÖSEM sem er Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu og þá fjölmiðlafrelsisdeildin þar. Svo við tökum saman að því hjá sýslumanni höfuðborgarsvæðisins fengu lögbannsbeiðni 13. október síðastliðinn frá Glitni Holding Co. gegn útgáfufélaginu Stundin EHF og Reykjavík Media EHF. Svo í bréfi til fjölmiðla 17. október sem að sýslumaður nefnir hér, það er fyrir 2 dögum síðan, segir sýslumaður með leyfi fundarstjóra. Lögbannsmál er fjallað hjá sýslumönnum og hjá embætti sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu. Þá eru það lögfræðingar á fullnustu sviði embættisins sem hafa þau verkefni fyrir höndum. Sýslumaður ber fullt traust til þeirra. Tilvitnun lýkur. Svo í gær 18. október sendir þessi fjölmiðla frelsisdeild Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu frá sér fréttatilkynningu. Það sem er kallað eftir því að lögbanni sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu á flutningi Stundarinnar og Reykjavík Media verði aflétt. Þar segir, með leyfi fundarstjóra, það er lögmætt að vilja vernda persónuupplýsingar en leiðirnar til að ná því fram verða að vera í samræmi við samþykkt viðmið tjáningarfrelsi. Lögbann og allan fréttaflutning í þessu máli er of mikið og grefur undan frelsi fjölmiðla, auk réttar almennings til þess að vera upplýstur. Þannig að ef ég tek saman hérna og áður en ég kannski kem að spurningunum til þess að sýslumaður sé meðvitaður stöðuna, að þá vill ég spyrja ég vísa ég bara til 51. greina laga þingsköp og legg fram kröfu og jafnframt að hún sé bókuð að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fái aðgang að öllum gögnum sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu út af þessu lögbanni og þá að virt sé trúnaðarskyld út af því að þessi þingnefnd getur tekið við trúnaðarupplýsingum, öllum gögnum í málinu og ef þið lesið lagagreinina þá getum við fengið öll þessu gögn. Þannig að við getum yfirfarið það og sannreynt það bara að þetta hafi allt verið með feldu. Hér koma spurningarnar. 1. Hefur sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu kynnt sér þá viðurkenndu staðla tjáningarfrelsi sem fulltrúi fjölmiðlafrelsisdeildar Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu vísar í fréttatilkynningu sinni í gær? 2. Hefur málsmeðferð lögmanna sýslumannsins við samþykkt lögbannsbeiðnar Glitnis Holding Co. Takmörkun tjáningarfrelsis fjölmiðlanna tveggja uppfyllt þá staðla? Viltu endurtaka þetta? Hefur málsmeðferð lögmanna sýslumannsembættisins við samþykkt þessar lögbannsbeiðnar uppfyllt þessa viðurkenndu staðla sem að Öryggis- og samvinnustofnun Evrópu sendir í fréttatilkynningu sinni að sé nauðsynlegt að virða? 3. Treystir sýslumaðurinn ennþá lögmannum embættisins í málinu eins og hann lýsir í fréttatilkynningu sinni fyrir 2 dögum og ef svo, á hverju byggir þá það traust? 4. Hvernig ætlar sýslumaðurinn að bregðast við ábendingum frá fjölmiðlafrelsisdeild Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu? Og mun hann kalla eftir, sérstaklega mun hann kalla eftir gögnum frá þeim til þess að gera þetta faglega. Því að sýslumaður hlýtur að vera meðvitaður það að það er allir að gagnrýna og ef sýslumaður hefur gert allt saman rétt og eftir alþjóðlega viðurkenndum stöðlum og eftir þeim sáttmálum sem við höfum gert og undirgengist, þá þurfum við líka að vita það. En við þurfum líka að vita ef það er hægt að gera betur. Takk. Og ég svaraði strax. Já, ég held að sé ágætt að bregðast við. Ég vil ítrekka að menn reyna að vera stuttorðir og gagnorðir og setja ekki á langa fyrirlestra. Gjör svo vel, Þórólfur. Já, ég ætla bara að segja það að einhvern veginn hefur ÖSE yfirsést að senda sýslumanni þetta plagg sem þú ert að vitna til. Þannig að ég veit ekkert hvað stendur í þessu skjali og get því miður ekki tjáð mig það á neitt handa máta. Fréttatilkynningin opinber birtist í öllum fjölmiðlum hefur sýslumaður ekki kynnt sér hana. Ég bara ekki séð það því miður. Ekki kynnt sér hana og veist ekki að þessum stöðlum. Við skulum leyfa sýslumanni að svara. Þetta er ekki díalóg, það er spurningar og svör. Já, en lögin segja þennan fund að ég þarf að fá svör
Þannig að hvort svarar hann bara og ég spyr eftir á til þess að leiðrétta. Eigum við ekki að leyfa manninum að svara? Gerum það. Gjörðu svo vel. Það þannig að við förum að sjálfsögðu samkvæmt þeim lögum og þeim starfsreglum sem okkur eru sett af Alþingi. Það eru okkar leiðarvísir, það eru lög samþykkt á Alþingi. Og þetta tiltekna mál, eins og kannski hefur komið fram, á leiðinni til dómstóla og það eru þá dómstólar sem að eiga næsta snertiflöt á þessu máli af hálfu hins opinbera. Já, það ekki búið að svara allir spurningunum. Þú talar að fara eftir ákveðnum stöðlum í tengslum alþjóðlega viðurkenningu, að þá lög kyrkningu lögbann sem að farið eftir þegar lögbannsbeiðni kemur til sýslumanna, þá eru í þeim lögum skýrar málsmeðferðarreglur það hvernig á að fara með mála slíku tagi og eftir þeim farið. Eins og kom fram á það, þá gilda stjórnsýslulög, almenn stjórnsýslulög ekki mála þessu tagi. Þannig að það eru málsmeðferðarreglur í lögunum sjálfum sem málsmeðferðarreglur sem að farið eftir frá upphafi til enda í þessari í málinu, bæði frá því að beiðin kemur inn og þangað til að máli lýkur. Skil það, ég ekki búin að fá svar við öllum spurningunum mínum. Ég búin að fá svar við fyrstu og annari, vegna þess að þetta ekki við. Þriðja, þannig að byggir traustið semst bara á því að þessar reglur sem að eru til staðar á Íslandi, þó að þeir ekki endilega uppfylla, virðist ekki vera uppfylla þá alþjóðlegu staðla sem við gengist og virðist það ekki þá skila sér til embættis sýslumanns og þá bara á þeim grunni sýslumaður að treysta sínu lögmönnum. Það rétt á skilningu? Sko, þetta menn leggja inn lögmannsréttindin þegar þeir taka við störfum á þessu tagi. Þannig að þetta eru lögfræðingar embættisins og það eins og ég sagði í þessari yfirlýsingu ber fullt traust til þeirra vegna þess að það ljóst í mínum huga að þeir fara að þeim verklagsreglum og lög sem lög gera ráð fyrir að séu viðhöfð við fyrirtöku mála af þessu tagi. Þannig að sýslumaður hefur ekkert kynnt sér að frekar út frá henni. Ég áfæra að fá svar við fjórðu spurningunni. Hvernig ætlar sýslumaðurinn að bregðast við ábendingum fjölmiðlafrelsisdeildar Öryggis- og samvinnustofnunar Evrópu sem að núna hann hlýtur þá að vera meðvitaður og mér þykir mjög athyglisvert að málið til umræðu. Sýslumaður veit að hann að koma á fundi á stjórnskipunar eftirlitsnefnd sem hefur eftirlitshlutverk með honum og hann kynnir sér ekki efni málsins sem á alla vörum. Það mjög áhugavert og það myndi segja að væri mjög ábótavant hjá sýslumanni. Þessu máli, að því þú ert að tala þetta tiltekna mál aftur, þá því lokið hjá sýslumanni og það í ferli sem að er á frumkvæði gerðarbeiðanda og sýslumaður hefur ekki neina stöðu til þess að blanda sér í það. En ábendingin komin, þessi nefnd að ræða máli meðalans vegna ábendinga. Jón Þór, ég aðeins grípa inn í, nú skulum við sýslumaður hefur ennþá ekki svarað spurningunni. Hvernig ætlar sýslumaður að bregðast við ábendingum fjölmiðla, frelsisdeildar Öryggis- og samvinnustofnunar? Jón Þór, sýslumaður búinn að svara, þú telur svarið ekki fullnægjandi, við það verður að setja að þessu sinni. Sýslumaður hefur ekki svarað spurningunni, formaður. Hvernig ætlar hann að bregðast við? Við getum ekki neitt hann til þess að svara, Jón Þór. Það rétt, það eitthvað sem þessi nefnd þarf kannski að fá heimild til þess að gera. Ég tek af þér orðið hér með og gef næsta fulltrúa orðið sem Þórhildur Sunna. Já, takk. Komið sæl. Mér langar að spyrja ykkur aðalega út í málsmeðferðina á þessum málum. Í fyrsta lagi vildi ég spyrja hvort það væri munur á meðhöndlun lögbannskrafa eftir því til dæmis þegar að verið að stöðva frelsi fjölmiðla til þess að flytja fréttir ákveðnum málum, þar að segja þegar varðar rétt þeirra til þess að miðla upplýsingum sem að bendaður á stjórnarskrá 10. grein mannréttindasáttmála Evrópu eða þá annars konar lögbannskröfum þar sem að til dæmis verið að tryggja eitthvað svona samninga eða eitthvað slíkt. Aðrar gerðir af lögbannskröfum sem að ekki hamla þessum grundvallar tjáningafrelsis réttindum fjölmiðla. Þannig að ég vil spyrja, munur á málsmeðferðinni gagnvart umfjöllun fjölmiðla og lögbann á umfjöllun fjölmiðla og svo annars konar lögbannskröfum? Mér langar að spyrja málsmeðferðina í þessum máli sérstaklega. Ég gerir mig grein fyrir því að málsmeðferðin í svona málum er tilgreind í lögum. Þar kemur fram að ykkar fulltrúi þurfi að kynna gerðarþola
réttarstöðu sína á sama hátt og dómari myndi gera í einkamáli fyrir ólöglegan einstakling. Mér skilst að það sé ferlið. Er það rétt? Ef svo er, hvers vegna var það ekki gert í þessu tilfelli? Af hverju heyri ég fregnir af því að fulltrúar Stundarinnar höfðu 10 mínútur til þess að lesa gegnum 10 blaðsíður af flóknu lagamáli án þess að fá nokkra leiðbeiningar réttarstöðu sína. Svo vildi ég spurja tvennt í viðbót. Í fyrsta lagi hvort að sýslumanni og embættinu sé kunnugt þá staðla sem að Mannréttindadómstóll Evrópu setur við skerðingu á tjáningarfrelsi sem hærri þegar kemur að fjölmiðlum heldur en almennu tjáningarfrelsi og að það skuli alltaf fara fram mat yfirvalda. Í fyrsta lagi hvort að það séu til lög sem að heimili skerðinguna, í öðru lagi hvort það sé lögmætur tilgangur með lögunum, en svo í þriðja lagi þetta matskennda atriði sem að ég að spyrja sýslumann hvort það hafi átt sér stað þegar þessi lögbannskrafa var sett, hvort það geti talist nauðsynlegt í lýðræðis þjóðfélagi. Þetta eitthvað sem að hefur margoft komið frá Mannréttindadómstólum, margoft verið gagnrýnt, það að segja dómstólar á Íslandi hafa margoft verið gagnrýndir fyrir að hafa ekki tekið þetta þriðja skref. Ég spyr sýslumann, hefur sýslumaður vegið og metið hvort það þykir nauðsynlegt í lýðræðis samfélagi að beita lögbanni sem þessu og var það metið í þessu tilviki? Og svo myndi ég bara vilja að þið útskýrið almennt ferlið við lögbannið og hvort ykkur finnist ekki eðlilegt að svona inngrip, svona stórt inngrip sem þetta væri frekar fyrir dóm heldur en að vera borið undir ákvörðunarvald stjórnvalds, því að þetta eitthvað sem að Mannréttindadómstóllinn hefur gagnrýnt líka, að sýslumaður geti tekið svona stórar ákvarðanir sem varða mannréttindi fólks. Takk. Takk Þórhildur Sunna. Ég vil benda á orð sýslumanns einstök mál að hann telur sig ekki geta svarað framkvæmd einstakra mála en svarar almennt. Gjör það svo vel. Vilt þú taka almennt þetta? Já, framkvæmd lögbannsmála. Hvernig er fyrsta spurning? Þetta er svo margar spurningar. Já. Já, Er munur á málsmeðferðinni gagnvart? Sko þær eru í eðli sínu þannig að þær krefjast mjög yfirleitt skjótrar afgreiðslu. Þetta bráðabirgðagerð sem það er langoftast þannig, en það hún að sko beinust hún gegn aðgerðum sem eru annaðhvort hafnar eða yfirvofandi og það er yfirleitt mikil pressa á því að þær séu afgreiddar mjög fljótt og eðli málsins samkvæmt og við reynum að verða eftir því eftir bestu getu. Þessi mál eru mjög ólík, beinast gegn mjög mismunandi lagaákvæðum og það er sko beiðnirnar eru teknar til skoðunar og ef að sá lögfræðingur sem fer með málið og fullnustu sviði kemst að því að eigandinn sanni eða gerir sennilegt að það sé verið að brjóta á einhverjum rétti að þá er yfirleitt orðið við beiðni lögbann. Þetta er bráðabirgðaaðgerð innan viku þarf og þessi gerð sætir bara endurskoðun dómstóla, ekki framkvæmdarvaldsins og ekki annarra heldur en dómstóla og þangað fara þessi mál til nánari skoðunar og staðfestingar eða synjunar. Það má ég að segja að það er svar við þessu í yfirlýsingunni sem við sendum sem að fjallar almennt þessi mál og þetta mál er ekkert sérstætt að því til að það eru sömu málsmeðferðarreglur sem gilda allar tegundir óháð hvert andlag lögbannsins er. Takk fyrir. Afsaki, ég ekki búin að spyrja mín. Í fyrsta lagi þá bara engin munur sem sagt sýslumaður álítur að ekkert öðruvísi að stöðva málflutning og fréttaflutning fjölmiðlis í miðri kosningabaráttu, rétt fyrir kosningar, finnst engin munur á því og almennum aðferðarbreytingum. Er ekkert sérstakt mat lagt á það hvort að það sé réttlætanlegt
að skerða tjáningafrelsi á þennan hátt út frá þeim réttindi sem við höfum samkvæmt stjórnarskrá, samkvæmt mannréttindasáttmála Evrópu og öðrum alþjóðlegum samningum sem við erum aðilar að. Er ekki lagt sérstakt mat á það? Hvort það sé eðlilegt? Sko, í fyrsta lagi, sko, þá meðhandluðu bara hverja beinu út af fyrir sig. Við erum ekki með samanburð, við bara meðhandluðu hverja beinu eins og við teljum réttast og sanngjarnast. Og það er alveg ljóst að við lítum ekki til þess hvort í gangi sé kosningabaráttu í þjóðfélaginu. Sko. Það er alveg ljóst. Sko, tjáningafrelsi þá er náttúrulega að horfa til ákvæðis í stjórnarskrá. Og í þessu ákvæði stjórnarskrá segir að það sé hægt að takmarka þetta tjáningafrelsi með lögum sem Alþingi, löggjafavaldið, setur. Og það eru fjölmörg slík lagaákvæði í lögum opinbera starfsmenn, í lögum heilbrigðis starfsmenn og í lögum starfsmenn fjármálafyrirtækja. Og þarna þetta tjáningafrelsi takmarkað vissu viti í lögunum. Ef að þessa lagareglu sem að löggjafarvaldið setur standast ekki í stjórnarskrá, þá það dómstólana, það eru þeir sem að þá taka þetta í skoðunar og eftir atvikum kveðið upp úr það. Nú spurði ég út í... Og hér skýrt ákvæðum þagnarskyldu og það sé bannað að miðla upplýsingum á ákveðnum sviðum. Og ef að beinunar snúa því sem við fáum að þarna sé verið að brjóta lög og brjóta þá réttindum einhverja, að þá líklegt að lagt verða á lögbann gegn því. Ok, þetta leiðir ágætlega inn í síðustu spurninguna sem ég á eftir að fá svara við. Hvort að fari fram sérstakt mat á því þegar þessar aðgerðir eru framkvæmdar. Ég tek það fram að það stendur líka í stjórnarskránni að ritskoðun megi aldrei lögleiða. Viku lögbann á fréttaflutning getur skipt bara gríðarlega miklu máli í opnu og frjálsu samfélagi. Þannig að ég spyr, fer sýslumannsembættið eftir skýrum leiðbeiningum Mannréttindadómstóls Evrópu og athugar, vegur og metur hagsmuni almennings og hagsmuni gerðarbeiðenda hvort það sé nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi að skerða málfrelsi á þannan hátt eða á málfrelsi yfir höfuð upp á borðið. Við erum allan eftir skýrum ákvæðum sem að löggjafarvaldið sem að þið setji og þar á meðal má nefna þá þagnarskyldu sem að gildir starfsmenn, alla starfsmenn sem að starfa á hjá fjármálafyrirtækjum. Já, en ekki blaðamenn. Þetta ekki díalóg, þetta eru spurningar og svör. Takk fyrir. Þá það Birgir Ármannsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætla að reyna að vera stuttorður og hittmiðaður í þessu, bara þannig að það auðvitað hefur komið fram yfirlýsing frá okkur eða skýringar á málsmeðferð, en ég bara velta fyrir mér í ljósi þess að þetta opinn fundur að þá myndu þið aðeins kannski nefna það hvernig það sem sagt eins og kom fram hjá Þórólfi og síðan Brynjarði, þá auðvitað lögbann í eðli sínu bráðabirgðaaðgerð og stendur ekki nema dómstóll komist að þeirri niðurstöðu að forsendur hafi verið fyrir hendi, þannig að málið fer í raun og veru átómatist í þann farveg að dómstóll þarf að skera úr það hvort að annars vegar hafi verið rétt að málum staði hjá sýslumanni og hins vegar að forsendurnar séu fyrir hendi. Þetta rétt skilið hjá mér það ekki. Þannig að lögbannið fellur niður ef ekki ef málinu annað ekki fylgt eftir að gerðarbeiðanda eða málið sem sagt dómstól kemst að þeirri niðurstöðu að þetta standist ekki. Ég að velta fyrir mér þessum fleti og síðan leið kannski því að þegar að að ræða mat á því hvort að forsendur séu fyrir lögbanni, þá litið til þess hvort að lagaskilyrði séu fyrir hendi og hvort að aðstæður séu með þeim hætti að brot sé annaðhvort
hafið eða yfirvofandi, en lögbann yrði ekki höfðað vegna einhvers sem í raun og veru liðið. Bara þannig að það sé skýrt. Í þriðja lagi vildi ég kannski koma inn á þetta bara svona til upplýsingar þegar að farið fram á lögbann þá er þá gerð krafa tryggingu eða annað af hálfu sýslumannsembættisins og hvernig framkvæmdin á því. Ég vildi bara ef þið getur komið inn á þessa þætti með almennum hætti. Já, það náttúrulega bara eins og hefur komið hérna fram að þegar lögbannsbeiðni kemur til sýslumanns þá yfirleitt að bregðast mjög skjótt við. Þetta eru bara þess eðlismál og það skiptir engum máli hvað aðila að ræða eða hvað aðstæður eru uppi í þjóðfélaginu. Það þarf að afgreiða beiðni frá þeim aðila sem hana leggur fram og sjálfsögðu ekkert að framkvæða sýslumanns. Og lögbann, ef orðið er við lögbannskröfu að þá er það lagt á og gildir í 1 viku þangað til að dómstóll hefur kveðið upp það hvort það skuli gilda áfram eða vera fellt niður. Og gerðarbeðandi, sá sem leggur fram lögbannskröfu, hann hefur til þess 1 viku eins og þarna kemur fram. Það er gert ráð fyrir því að þegar að áður en lögbann er lagt á að þá sé gerðarbeðandi krafin tryggingu og það er líka mat sýslumanns í hverju tilviki hversu há hún skuli vera. Var það fleira? Ég held að þetta tekið þetta, en það er kannski þetta spurning þetta mat á stöðu máls. Það er náttúrulega annars vegar skoðað bara lagalegu forsendurnar og hins vegar aðstæður viðkomandi máli, en auðvitað er það síðan dómstóls að komast endanlegri niðurstöðu það hvernig hugsanlega mismunandi meginreglur sem geta stangast á hvernig eigi að vega þær og meta þegar upp er staðið. Viðbrögð við lögbannskröfu geta verið að það synjaði lögbann, það því jafnvel vísa frá án fyrirtöku, það er fyrirtaka á því hafnað eða fyrirtaka á því og orðið við kröfunni. Og allar þessar ákvarðanir, hverja sem eru, þær eru kæranlegar til dómstóla. Og þannig ástand sem verður til við það að lögbann er sett á stendur þangað til að dómstól kemst að annarri niðurstöðu. Það er takmarka farið ofan í efnisatriði máls. Það eru málsmeðferðar reglur laga kyrkningu lögbann sem metnar eru og það er þær sem ráða mati og niðurstöðu sýslumanns. Takk, má ég aðeins bara fylgja þessu eftir. Eru möguleikar sem sagt á því að skjóta úrskurði lögbann til dómstóla sem sagt í millibils ástandinu frá því að lögbannið er kveðið upp og þar til það fer fyrir dómstólinn innan viku, og öðru lagi eru möguleikar á að krefjast endur upptöku ákvörðunarinnar á þessu bili á einhverjum tilteknum forsendum. Og almennt svar, bara til að fylgja þessu eftir heima. Lögbannið stendur í 1 viku og ef það er ekki, því er ekki skotið til dómstóls, þá fellur það bara niður á nokkurs frekar. Það er engar aðgerðir sem er hægt að grípa til að hálfu þess sem telur að lögbannið sé ekki réttilega sett á þessu vikutímabili. Það er engin úrræði til að... Er ákvæðið endurupptöku lögbannið, aðilar málsins, þeir geta lagt inn beiðni endurupptöku. Og þegar þú segir aðilar, er það þá bæði sá sem biður lögbannið og sá sem að beinist að? Og gerðar þoli. Já, takk. Þá er það... Kannski svona rétt bara nikja á því svona líka að þessar gerðir eru gerðar, þetta er framkvæmt á ábyrgð gerðarnefndar og það eru sérstakur kafli skaðabætur í lögunum, skaðabætur vegna gistilningar, löggeymslu og lögbannsgerða ef að í ljós kemur að gerðarbeðandi átti ekki þennan rétt eða annarkvort að öllu leyti eða hluta. Takk, þá er það Svandís, gerðu svo vel.
Já, takk fyrir að koma þennan fund. Ég með nokkra spurningar. Ég ætla bara að fara beint í þær. Í fyrsta lagi þá kemur fram í þessari greinargerð til fjölmiðla að orðalagi er nota sýslumaður ber fullt traust til þeirra. Og því spyr ég hvort að þetta þýðir það að ekkert mat hafi verið lagt á lögfræðileg álitamál varðandi afgreiðslu einstakra mála. Er það svo að sýslumaður sjálfur kemur ekki að umfjöllun einstök mál sé álitamál að ræða? Því að nú hefur það komið í ljós í þessu máli að þarna eru sannarlega lögfræðilega álitamál á ferð. Þetta er númer 1. Ég er með nokkrar sko. Númer 2, þá vil ég spyrja sko, þegar er að ræða með víðtæka lögbannsbeiðni, kemur þá til greina af hálfu sýslumanns að láta gerðarbeiðanda takmarka beiðni sína eða leyfa lög það ekki? Er engin leið að það fari fram einhvers konar samskipti milli gerðarbeiðanda og embættisins? Númer 3, ef sýslumaður verður þess áskynja að ákvörðun sem hann tók kunni að hafa verið röng vegna upplýsingar sem hann fær síðar, getur hann þá endur upptekið málið og ef svo verður það þá að vera beiðni gerðarbeiðanda eða getur hann gert það eigin frumkvæði? Ég átta mig á því að eitthvað af þessu hefur þegar komið fram. Númer 4, þegar undantekningu lögbannslaga að boða ekki gerðarþola til þinghalds heldur mæta fyrirvaralaust á starfsstöð beitt, þá ekki að gæta að reglunni equality of arms með því að bíða eftir lögmanni gerðarþola og gefa honum tækifæri til að kynna sér beiðnina? Hvað þarf að gerast almennt til að beita slíkri undanþágu? Hvað þarf að gerast almennt til að beita slíkri undanþágu? Og númer 5, nú hefur ÖSE gert athugasemdir þetta tiltekna mál sem hér til umfjöllunar og sýslumaður getur ekki tjáð sig og hvetur íslensk stjórnvöld, og notar það orðalag, hvetur íslensk stjórnvöld til að stilla sig að beita frekari hömlun á umfjöllun fjölmiðla og afturkalla þær aðgerðir sem þegar hefur verið ráðist í. Þessu hefur verið svarað, en ég vil spyrja, bregst embættið við þessum athugasemdum með einhverjum hætti? Með einhverju umfjöllun, einhverju yfirferð, eða er þetta eitthvað sem að sýslumaðurinn í Reykjavík lítur svo á eða á höfuðborgarsvæðinu komi embættinu ekki við? Já. Það er svo vel. Fyrsta spurningin, hún lítur að þessu niðurlagi hérna í því plaggi sem að sýslumaður sendi til fjölmiðla. Það sem að sýslumaður segir að hann beri fullt traust til lögfræðinga embættisins. Þetta lítur náttúrulega að tvennu. Þetta lítur meðal annars að því að starfsmenn embættisins sem að hafa margir hverjir orðið fyrir ómaklegum ásökunum eitt og annað, ekki óvöndu vinnubrögð og annað því einlíkt, að það sé ljóst að það er ekki álit sýslumanns að svo sé og það þess vegna setti ég þessa setningu hérna í lokin til þess að þeim væri það alveg ljóst, því að auðvitað þegar að mála þessu tagi fer á flug eins og verið hefur, þá þetta auðvitað eðli máls samkvæmt hlutur sem að starfsmenn taka nærri sér. Því það fjallað mjög ótæpilega þá starfsmenn sem að þessu koma og skipurit embættisins þannig að það eru 4 svið sem að hvert svið heldur fer yfir mál sem að þeim tilheyrir og klárar þau. Það þarf ekki að koma með hverja þinglýsingu eða hvert erindi upp til sýslumanns og láta hann stimpla á það. Það gerist ekki þannig. Þannig að þetta algjörlega á hreinu að í þessu tilviki þá erum við að tala fullnustu svið embættisins, það hefur með lögbannsmál að gera og það niðurstaða þess er fullnaða niðurstaða í nafni embættisins og það er kannski rétt að taka það fram aftur eða svona að þetta embætti heitir sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Það dálítið mikið búið að vera að fjalla sýslumanninn í Reykjavík en hann hefur ekki verið til staðar síðan 2014. Viltu þú taka næsta byrjar? Snerist ekki var það ekki spurningum þegar lögbannsbeiðni væri í víðtæk. Sko það að sjálfsögðu hún bara skoðuð í heilsinni lið fyrir lið og
Og sko ég get svona til fróðleiks upplýst það að frá því að þetta embætti var til þá höfum við fengist við 54 lögbannsbeiðnir. Í 14 tilfellum var lagt á lögbann. Öðrum tilfellum var beiðnunum hafnað, yfirleitt með því að þær voru endursendar bara strax að lokinni skoðun lögfræðinga fullnustuðsins og töldu ekki uppfylla skilyrði lögbanns, en svo hafa einhverjar verið afturkallar líka. En það náttúrulega þetta skoðað, það oft sett fram, algengast þó að þetta beinist bara gegn einhverjum einum verknaði. Það mjög algengt byggja hús eða fella hús eða eitthvað svona eitthvað slíkt, en það líka stundum farið fram á getur verið í nokkru liðum og það náttúrulega bara hver liður fyrir sig og svo tekur lögfræðinga fulltrúinn ákvörðun og tekur afstöðu til hvers liðar fyrir sig. Ég get líka næsti hann snýr endurupptökuna og ég var aðeins búinn að það sýslumaður, það svarar við því nei, hann getur ekki tekið upp gerðina sjálfur, það þarf að koma það krafa frá aðilum málsins, en bæði gerðarbeiðanda og gerðarþola. Já, þeir geta báðir lagt fram og rétt að geta þess líka, það hefur ekki lítið reynd á það, en þriðja manni sem til við gerðina fari í báðu við rétt sinn er líka heimilt að krefjast endurupptöku hennar, gerðarinnar, ef hann hefur ekki átt þess kost að koma fram mótmælum gegn henni meðan að gerðinu stóð. Já, það kom þetta spurning þegar farið í gerð án boðunar af hálfu þessum beinist gegn, að þá það stundum gert, það heimild til þess í lögum kynningarlögbann og það almennt reyndar líka í allra lögum heimild til þess og þetta eins og annað í þessum málum, mat á aðstæðum, að þetta ekki gert nema þessi krafa frá gerðarbeiðanda að fara án boðunar og þá það gert og reynt að hitta fyrir og viðkomandi gerðarþoli hittur fyrir eins og lögin gerir á þeirri. Svo það bara mat á aðstæðum hvort að hægt að fresta málinu og gefa aðilum tækifæri til að tjá sig, en til þess jú farið að gefa aðilum tækifæri til að tjá sig hvort hægt að bíða eftir lögmann líka mat á aðstæðum. Í lögboðsmálum er það stundum þannig að yfirlýsingu aðila að við hafa ekki þá háttsemi sem krafist lögbanns við á meðan að beðið er stundum gefin til þess að fá frestinn. Þannig að þetta er bara heimild sem í lögunum, stundum notuð og metin eftir aðstæður. Takk. Við erum komin talsvert langt fram yfir fundartíma. Það eru 3 á mælendaskrá og ég að hugsa að... Ég var ekki búin að fá svarið fyrir. Já, fyrirgefðu. Síðustu spurningum. Þessa athugasemd ÖSE, hvort að hana hafi ekkert verið fjallað og mun ekkert verið að fjallað af hálfu embættisins. Ég svaraði Jóni Þórði áðan að við höfum ekki séð hana á þessa yfirlýsingu, þannig að ég get ekki tjáð mig það. Já, takk. Þannig að ég að hugsa að loka mælendaskránni með þessum 3 sem að hafa beðið orðið til þess að við getum reynt að nálgast það að ljúka fundinum á tilsettum tíma. Þeir sem eru þá á mælendaskrá eru Oddný, Hildur og Brynjar. Þannig að Oddný gjör svo vel. Já, takk fyrir og takk fyrir að koma á fundin. En nú það þannig að þetta lögbann það á sér ekki stað í tómarúmi, heldur rétt bara í aðdraganda kosninga og bannið tekur til fjölmiðla sem hafa verið að fjalla viðskipti starfandi forsætisráðherra sem líka í framboði og í aðdraganda bankahruns þar sem að margir töpuðu peningum og allir almenningum bara mikinn kostnað. Ég vilst spyrja hvort að í ljósi þessa hafi ekki verið hægt að horfa á til dæmis að flýta málsmeðferðinni, af hverju ekki með vika. Er það alltaf gert í lögbannsmálum, okkur ekki sólarhringur eða 2 og síðan vil ég líka spyrja hvort að það hefði þá ekki í ljósi aðstæðna verið mögulegt
að undanskilja umfjöllun stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka og svo að lokum skilji ykkur rétt, er það svo að starfandi forsætisráðherra getur óskað eftir því að lögbannið eigi ekki við hans mál. Takk. Ég ykkur að bregðast við það er smá misskilningur í þessu varandi málsmeðferðarhraðann þá var hann eins og ég segi, hann er það yfirleitt, hann er fljótur, það þarf yfirleitt að bregðast fljótt við, stundum mjög fljótt. Það er svona algengur málsræði þetta kannski 2, 3, 4, 5 dagar, það fer alltaf samt eftir eðli máls, en þá er ég að tala málsmeðferðarhraðann hjá okkur en síðan er það bara lögbundið að þegar við höfum lokið okkar meðferð málsins og lagt á lögbann, þá er það bara í lögum að gerðarbeiðandinn skuli stefna málinu inn hjá dómstólum innan viku og það er bara laga ákvæði sem segir það, þannig að þessu getur engin breytt nema það hugsanlega því með breyttu lögum. Má ég skjóta þinni, ef allt er komið innan 2 daga, er þá hægt að flýta málum? Gerðarbeiðandinn getur gert þetta bara daginn eftir, en hann hefur viku, hann hefur ekki lengri tíma. Ef að þessi vika líður án þess að hann gerir það, þá er gerðin automatískt sjálfkrafa fallin niður. Það var komið fram áðan hvaða aðilar hverjir geta endurupptekið mál. Það er bara aðilar málsins, gerðarbeiðandi og gerðarþoli, það er ekki aðrir sem geta farið fram að endurupptöku máls. En hefði verið mögulegt í ljósi aðstæðna að undanskilja umfjöllun stjórnmálamenn og stjórnmálaflokka? Umfjöllunin fer bara eftir því hvað kemur fram í beiðninni. Gerðarbeiðandi leggur fram tiltekna afmarkaða kröfu og hana er fjallað. Og ekki tekið til aðstæðna í samfélaginu? Það er ekki verið að leggja lögbann við ákveðnu umfjöllun per se. Það er verið að leggja lögbann við því að nota ákveðnar upplýsingar sem eru taldar illa fengnar og ekki, það brjóti lög hvernig þessar upplýsingar eru fengnar. Þetta eru upplýsingar sem mátti ekki veita og sá sem að fekkar mátti ekki nota þér. Að því snýr lögbannið. Það er ekki verið að leggja lögbann við neinni umfjöllun per se, bara notkun ákveðna upplýsingar. Takk. Þá er það Hildur Sverrisdóttir, gjörðu svo vel. Takk. Ég er á svipuðum slóðum og Oddný. Í þessu máli er auðvitað skrítið að ræða eitthvað sem veit takmarkuð eins og gengur, en það sem við vitum er að það liggja hérna undir grundvallar reglur, bara í grunninn snýst þetta annars vegar upplýsingar til almennings almannahag og svo hins vegar friðhelgi einkalífs og það fara alls konar kannski mismunandi reglur eftir mismunandi upplýsingum og svo framvegis. Í umræðinni hefur kannski verið litið til fyrir fordæma fyrir rúmlega áratug, það sem var metið, það sem að dómur mata sem svo að það væri almannahagur er veigameiri heldur en friðhelgi og þá ráðamanna í viðkomandi tilvikum. Og ég hef mikinn skilning á því og mikill talsmaður þess að það er nauðsynlegt að bera virðingu fyrir ríkjandi lögum hverju sinni þegar þau eru, og þá er það einmitt eins og því að við kannski okkur benda á, þá er það okkar hér að breyta viðkomandi lögum ef það er einhvern veginn eitthvað sem er ekki alveg að ríma við nútíma samfæningu upplýsingar eða tjáningafrelsi eða svona aðra leiðbeiningar þar að lútandi. Samt sem áður er það svona í mannheimunum að auðvita sérstaklega með tilliti til fyrir fordóma og sérstaklega með tilliti til fréttaflutnings til dæmis forsætisráðherra í áratug, að þá skýtur það einhvern veginn skökku við að það sé mögulega þannig í lagakerfinu ef það var einhvern veginn hrópandi að þarna er ráðamaður með upplýsingar sem þegar liggur fyrir dómur að almannahagur trompi friðhelgina
og ég tók eftir því og skil það að það kannski ekki farið í efnisatriði málsins. En ég kannski svona svipuðum slóm og Oddný, en ef það einhvern veginn svona hrópandi ef að það liggi fyrir, það ekkert í lögum sem að gefa svigrúm til þess að, og sérstaklega í bara ljósið aðstæðna, að svona við fólki á gólfinu við kannski svona spyrjum okkur að þessu. Ja, þú ert raunverulega þarna að tala svona sko matskennda þætti. Já. Sem að lúta því hvernig umræðan í þjóðfélaginu á hverjum tíma. Það því miður ekki neitt sem að við getum verið að taka tillit til eða skoða sérstaklega við afgreiðslu að mála sem þessara. Það eru mjög skýrar og afmarkaðar leikreglur sem við höfum samkvæmt lögum það hvernig þessi mál skuli unnin, og það eins og ég vakti athygli á hér í upphafi í bæði upplýsingalögum og víðar eru sér ákvæði það sem við sérstaklega talað það að þau lög eigi ekki við mála þess tagi. Þannig að það ekki svo að við getum verið að taka mið af þáttum þessu. Og svo það náttúrulega þannig að það ekki alltaf þannig að allir séu sammála það í hverju almannahagsmunir felist. Takk fyrir. Þá það Brynjar, gerðu svo vel. Þú bæta við? Já. Eða var ekki... Nei, hann vildi bæta við. Já, vildi bæta við, fyrirgefðu. Ég tók ekki eftir því, fyrirgefðu. Það ekki að þessi lög, þessi takmarkaskyldu lög sem hér verið að koma inn á, sem eru lög sem eru sett með heimild í stjórnarskrá og takmarka vissulega tjáningarfrelsi. Alþingi setur það því þau eru talin nauðsynleg. Það svolítið sko, þau gilda ekki bara stundum, þau gilda alltaf og þau gilda ekki bara suma, það gilda alla og ekki bara sumar upplýsingar heldur allar upplýsingar sem heyra undir þessu lögum. Takk fyrir. Brynjar, gjörðu svo vel. Nafninu að svara þessu núna sem ég var að velta fyrir mér. Sko, það ekki rétt hjá mér að lögbannir auðvitað bara bráðabera aðgerð til þess að varna einhverju yfirvofandi tjóni eða hættu á tjóni, óafturkræfu tjóni jafnvel. Þess að þetta bráðabera aðgerð. Þannig að sýslumannsembættið í raun og veru bara að skoða það hvaða lög, ef við erum að tala lög sem varða tjáningarfrelsi, hvaða lög hefur löggjafinn sett það sem takmarka tjáningarfrelsi. Þetta í raun og veru ekkert flóknara en það. Einhver andmæli þessu? Eins og segja, lögbann bráðabirgðagerð. Ef að skilyrði lögbanns eru uppfyllt, þá lögbann lagt á. Það gildir þangað til að því afleitt. Það takmarka farið í efnisréttin sem ræðið, það gert fyrir dómstólum. Það ekki þar mjög sagt að það verði niðurstaða dómstóla að lögbann skuli halda, og þá þetta bara verið að fyrsta tiltekið ástand meðan að verður að fjalla efnisréttin fyrir dómstólum. Takk fyrir. Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þessa yfirferð. Varðandi hversu víðtækt lögbannið hefði verið hægt að, mér fannst ég ekki alveg fá nægilega skýrt svar við því, hefði gerðarþoli geta óskað eftir að lögbannið væri takmarkað. Vegna þess að það alveg ljóst að þetta mál farið að kosningarnar eru farnar að snúa svolítið þetta mál, nú eru beðið eftir dómstólum, þannig að þetta yfirgnæfir aðra umræðu, þannig að ég tek undir þau atriði sem fram hafa komið hvort það hefði verið mögulega hægt að flýta þessu, því að ég held að þetta kemur illa við alla málsaðila og yfirgnæfir svolítið hugsanlega þessar kosningar, þannig að þetta risastór breyta bara í lýðræðislegri umfjöllun í aðdraganda kosninga og kemur inn á þætti eins og tjáningarfrelsi og annað slíkt. Þannig að ég kannski spyr, hefði verið hægt að takmarka lögbannið? Að takmarka? Takmarka það, að það hefði ekki verið svona víðtækt. Hefði gerðarþoli geta óskað eftir því? Viltu tala um þetta? Mér finnst eins og við séum svolítið búin að svara þessu og þar að ekki þá erum við hér til þess að ræða
almennt meðferð lögbannsmála og hugsa almennt tjáningafrelsi og skorður við því. Og við viljum ekki reyna að fjalla einstök mál og hvort að þetta mál, þetta þessum tiltekna máli lokið. Það hefur komið fram að það var, beinin var víðtækari og hún náði mun lengra. Hún var að hluta til afturkölluð og að hluta til hafnað af fulltrúa sýslumanns en að hluta til samþykkt. Og nú þessu bara lokið og það þessi bara lögbundna ferli að núna hefur gerðarmeitin þessa viku til þess að stefna þessu máli og það fer dómstól og það ég er búin að svara því áður nú síðan það dómstólana líka eins og ég sagði áðan sko að laga ákvæðin sem að þessa takmarkanir sem að þið setjið á tjáningafrelsinu sko þær eru almennar í greinunum síðan kann Hæstiréttur að komast að því að þetta verið eitthvað takmarka en að þetta stangist á við einhver önnur lög eða hefði átt að vera eitthvað takmarka vonandi Hæstiréttur, ég segi nú Hæstiréttur en dómstólar þurfa að kveða upp úr það og ef það koma dómar fordæmi í málum sem eru alveg eins þá náttúrulega horfum við til þess en ég verð að segja svo ég allavega man ekki eftir 2 lögbannsbeiðnum sem hafa komið til sýslumann sem hafa verið nákvæmlega eins þetta mjög mismunandi mál og fjölbreytt. Takk fyrir. Ég bið gesti afsökunar á því hvað þetta hefur dregist en þakka fyrir greinagóð svör og kveð ykkur næstu gestir kom inn. Takk fyrir. Takk fyrir. Eftirlitsnefndar. Ykkur gefst kostur á að halda svona smá inngang ef þið viljið, svona almenn viðhorf til þessa máls. Við erum auðvitað að fjalla vernd tjáningafrelsins og tilefnið auðvitað nokkuð ljóst en ef þið viljið svona hafa almennan inngang og síðan fá nefndarmenn tækifæri til að spyrja ykkur spurninga og þið að svara. En gera svo Eiríkur ef að þú vilt kannski Takk fyrir það er auðvitað stórhættulegt að gefa opinn tékka til akademikus að byrja að tala, það mjög erfitt að takmarka tjáningafrelsi mitt eftir það en svona í upphafi þá bara aðeins þessi ákvæði, þetta náttúrulega almenn yfirskrift á þessari boðun að þá þetta þarna undir 73. grein stjórnarskrárinnar sem að annars vegar bannar ritskoðun alfarið og hins vegar þá mælir það fyrir tjáningafrelsi sem á síðan takmarka og svona lögfræðilega þá hefur niðurstaðan verið svo að lögbann heyrir ekki undir ritskoðunarákvæði þannig að það ekki eitthvað sem þið vitið alfarið bannað heldur lítur hinnu almenna tjáningafrelsi og svo má segja þannig að það má grípa til lögbanns og takmarka þar með tjáningafrelsi en það þurfa þá að vera uppfyllt þessi skilyrði þessi þrennskonar skilyrði sem eru í 3. málsgrein 73. greinar lög um réttmætt markmið og síðan nauðsyn að það sé nauðsynlegt og samræmis lýðræðist hefðum og nauðsyn í lýðræðislegu þjóðfélagi eins og það orðað í mannréttindasáttmála Evrópu og það má segja að staðan alveg svipuð undir mannréttindasáttmálanum þar ekkert svona ritskoðunar ákvæði heldur systemið alveg eins að þessu leyti að þetta kunna vera tæk úrræði en það þarf þá að uppfylla þessi skilyrði og það alveg svona auðvitað margdæmt að það þarf alveg sérstaklega ríkar ástæður til þess að takmarka tjáningu fyrirfram og þannig að það má segja alltaf þegar við komin út í fyrirfram takmarkanir þá svona sérstaklega þá ertu komin með hækkaðan þröskuld ef svo má segja og svo snúum okkur svona að þessu auðvitað lögbannsmáli og sem svona hér til umræðu þá kannski má segja að það hækki þröskuldin enn frekar auðvitað að þarna eru auðvitað fjölmiðla ræða og þarna eru auðvitað þjóðfélagsumræða ræða. Þannig að þjóðfélagsumræðin auðvitað nýtur ríkastrar verndar og þarf mest til að takmarka hana
Og svo náttúrulega í þriðja lagi má segja að það sem að hækka þröskuldi líka ef að tjáningi lítur að valdamönnum eða opinberum persónum og öðru slíku. Þannig að ef við erum að tala það að aðdragandinn að þessu lögbanni sé umfjöllun fjölmiðils í aðdraganda kosninga málefni ráðamanna í þjóðfélaginu, þá erum við komið svona mjög, ríkan þröskuld. Það margt þetta sem kemur auðvitað saman. Það er þá fyrsta lagi þetta fyrirfram takmörkun, í öðru lagi þetta takmörkun á þjóðfélagsumræðu og þá í þriðja lagi takmörkun á umfjöllun opinbera persónur, ef svo má segja. Og það er kannski þar sem að svona, maður hefur áhyggjur af þessu lögbanni, það er hversu víðtækt það er. Og það er auðvitað rétt að árétta aftur, lögbann getur verið alveg fyllilega réttmætt úrræði þrátt fyrir tjáningafrelsisverndina. Við getum alveg ímyndað okkur alls konar aðstæður, sérstaklega í tilfellum þar sem við erum komið með svona friðhelgi einkalífs í sinni sterkustu mynd. Við getum ímyndað okkur bara að einhver fjölmiðill hyggist birta heilsufarsupplýsingar einhvern sem hefur haldið sig utan við þjóðfélagsumræðuna. Það voru kannski komið klassískt dæmi þar sem friðhelgi einkalífs er í mjög svona sterkri mynd og þá myndi tjáningafrelsi væntanlega víkja og lögbann væri alveg fær leið. Vandamálið þarna er að þetta er svo vítt Þannig að við skiljum mig, þarna kann að vera undir einhver umræða sem að mætti takmarka. En þarna ertu líka í reynd, þú ert að leggja bara blankóbann við umfjöllun þar á meðal málefni forsætisráðherra í aðdraganda kosninga. Þannig að það er klárt að það er einhverju marki verið að takmarka tjáningu sem án efa væri varin. Þannig að það er vandamáli svona frá mínum bæjardyrum sem er til þessar ákvæða að það gengur svo langt. Nú er ég búinn að tala. Takk. Þetta var alveg hæfilegt. Má ég bjóða þér að taka til máls? Já, ég kem hérna fyrir hönd félagsins Gagnsæi sem er í aðildarferli að Transparency International og þetta er svona klassískt dæmi sem við viljum tjá okkur og við teljum að það sé mjög slæmt bara fyrir samfélagið og fyrir þessa þróun sem er að verða í átt að meira gagnsæi í öllum þjóðfélögum. Það var mjög slæmt fyrir þá þróun þegar þjóðfélagið og lýðræðið uppgötar svona atburð að ritstjórnarlegt frelsi er takmarkað með mjög afgerandi hætti þegar hagsmunir almennings eru miklu ríkari. Það er svona kjarni málsins og þetta er svo augljóst mál og meira að segja við höfum dæmum það frá Íslandi þar sem að vafi hefur leikið miklu minna á því eins og lánabók Kaupþings þar sem að voru hugsanlega meiri hagsmunir og gagnvart fyrirtæki eða aðilum sem höfðu ríkari réttindi til þess að njóta verndar en þá var það strax kipt tilbaka. Og aðalhættan við þetta þegar svona aðgerð fer fram er að hún verður fordæmisgefandi þannig að aðilar sem eru opinberir aðilar og eiga að vera í opinberri umræðu þar sem að gagnsæi á að ríkja þeirra störf og þeirra bakgrunn og þeirra hagsmuni að þegar reynslan sýnir í öðrum löndum að þegar einhver byrjar að nota þetta úrræði nærði í gegn þá er líklegt að það komi fleiri og eftir reyni að beita þessu og reyni að líta á þetta sem ákveðin norm, sem ákveðin tæki til þess að þakka niður umræðu og það er aðalhættan að þetta sé fordæmisgefandi og þegar kemur upp eitthvað annað, þegar einhver annar ráðamaður er í mikilli umræðu að þá sé fundin leið með tilvísun í þetta til þess að hefta ritstjórnarlegt frelsi og þess er mjög mikilvægt að það finnist einhver leið til þess að hnekkja þessum úrskurði og draga hann tilbaka með einhverjum tiltækum ráðum sem þessi nefnd geti stuðlað að. Takk fyrir. Ég velti fyrir mér að ykkar mati ef ég má er nauðsynlegt að gera lagabreytingar almennt séð til þess að tryggja betur frelsi fjölmiðla til þess að fjalla upplýsingar sem eru fengnar með einhverjum hætti. Þarf að breyta lögum eða
teljiði að við getum breytt, eða þetta muni breytast með dómafordæmi. Nú vitum við að þetta mál fer væntanlega fyrir dóm til úrskurðarkort að lögbannið hafi verið lögmætt og allt það, og menn hafa verið að tala dómafordæmi. Teljiði að almennt sé nauðsynlegt að breyta lögum til þess að ná þessu fram, eða mun þetta gerast í gegnum dómstólan? Bara svona byrja hér. Þetta er þetta mjög góð spurning og auðvitað má setja almenn lög sem að, hvað ég segja, gætu tryggt þetta eitthvað betur en á endanum eins og ég segir réttilega þá ræðist þetta svolítið af reglum stjórnskipunarréttar og þessara mannréttinda ákvæða sem að þá í þessu tilviki ef við orðum bara trompar þá það sem að mælt fyrir í almennum lögum. En þannig er einn staðan líklega það sem við erum að tala hér. Hér erum við með einhver gögn sem eru eiga væntanlega undir 58. grein fjármálafyrirtækjalagana og eru varin þar en eins og ég var að víkja að áðan að vegna ákvæða stjórnarskrárinnar og vegna mannréttindasáttmála Evrópu þá er það samt sem áður að víkja. Og þetta þekkjum við auðvitað í svo mörgum tilvikum að við erum nú með refsi ákvæði alls konar í hegningarlögum til dæmis fyrir sem að takmarka tjáningu en þeim er ekki beitt samkvæmt orðana hljóðan út af mannréttinda ákvæðanum. Þannig að löggjafinn getur auðvitað hugsað það hvernig hægt að tryggja þetta best með almennum lögum en eins og ég segja á endanum þá þessu svolítið svarað í dómaframkvæmd auðvitað hér og síðan auðvitað út í Strasbourg, sem að segja. Mér finnst svarið við þessari spurningu vera fyrst og fremst þannig að fyrst það er hægt að gera þetta sem búið er að gerast, þá þarf að breyta lögum. Því að lögin hefur verið þannig að þetta sé ekki hægt, því að þetta tilviki er það augljóst að það á ekki að vera hægt. Hér eru hagsmunir almennings svo ríkir og hagsmunir þess aðila sem að biður þennan úrskurð, þetta lögbann, það er ekkert sem bendir til annars en að það sé hægt að segja að þeir séu munnveikari. Þannig að finnst að þetta liggur fyrir að þetta var hægt að gera, þá þarf að breyta lögum, já. Takk. Eitt atriðan, fyrirtæki eða gerðarbeiðandi er EHF. Ef ég skil rétt þá er það ekki fjármálafyrirtæki sem er undir eftirliti fjármálaeftirlitsins. Þannig að ég er að velta fyrir mér tengslum bankalind og gögn. Eru einhverjar hugleiðingar að þetta hafi einhverja þýðingu? Menn hafa, þetta er náttúrulega allt svolítið á huldu og þetta nú hef ég ekki séð gögnin og maður átti sig ekki á því hvort að menn yfir höfuð átta sig á því hvaða gögn er að ræða. Ég er ekki viss að gerðarbeiðandi einu sinni gerir sér alveg grein fyrir því því hann vísar svona í beiðninni til svona hinn og þess að tilvika sem benda til þess að einhver gögn séu þarna fyrir hendi og auðvitað eru menn eitthvað að viðra meiningar hvort að fjármálafyrirtækja ákvæðið eigi við þarna en ég vil nú meina að það eigi við það séu allavega líkur til þess því að þú ert auðvitað með ef að þessi gögn eru komin innan úr fyrirtæki sem á þeim tíma var undirorpið þessu eftirliti og síðan kemur önnur málsgrein sem segir að að þagnarskyldan fylgi gögnunum þá finnst mér alltaf líkur á því að 58. grein fjármálafyrirtækjalagana eigi við gögnin en svo eins og ég segi í ákveðnum tilvikum þá víkur hún fyrir tjáningarfrelsi. Takk fyrir. Fyrstur er Birgir Ármannsson. Takk fyrir. Ég ætlaði kannski að beina spurningu til Eiríks svona í framhald af því sem hann sagði hér í inngangi sínum og það er eiginlega ljóst og allir það sammála að þarna vegast með einum eða öðrum hætti á tvenns konar meginreglur, annars vegar tjáningarfrelsið og hins vegar einhverja friðhelgi einkalífs sem er útfærð í lögum fjármálafyrirtæki og ýmsum öðrum ákvæðum og ég held að margir geti tekið undir það að það þurfi að meta þetta eftir aðstæðum og þegar er að ræða opinbera umfjöllun þá vegi tjáningarfrelsi sjónarmiðin sterkar í þessu mati. Spurningin er eiginlega sú þannig að ég reyna að vera konkrétt að hve miklu leyti
getur sko sýslumannsembættið farið í þetta efnislega mat, þarf það ekki að eiga sér stað hjá dómstóli og þá leið er það að þínu mati með einhverjum hætti ófullnægjandi hvernig sko þetta samspil þar að segja hvernig lögbanns ákvörðun eða lögbannsgerð fylgt eftir gagnvart dómstól. Þarna að ræða allt að viku sem getur liðið frá því að lögbann lagt á og þangað til að það reynir á það fyrir dómstóli eitthvað í því sem þarf að endurskoða og síðan kannski aðeins að öðru bara að því að ég eiginlega kom ekki þeirri spurningu að gagnvart fulltrúum sýslumannsembættisins sem voru áðan sko ekki alveg ljóst að sko lögbannið sem slíkt það nær eingöngu til þeirra aðila sem gerðarþolar í málinu og til þeirra atriða sem nákvæmlega tilgreind í gerðarbeiðninni. Takk. Já, þetta eru góð spurning þessi sérstaklega þessi fyrri sko, ég meina hvernig, sko ég held að sko sýslumann vorkunn að mörgu leyti að fá þetta, þú veist, inn að borða því að þarna reynir auðvitað mjög örðugt mat, það alveg klárt sko, þeir eru auðvitað fást við margar gerðarbeiðnir og þarna þeim allt í hennu kastað inn í hringiðu stjórnskipunarréttarnir sem svo má segja og þurfa að fara að leggja mat á það hvort að þetta ber að víkja hvort sé yfirsterkara í þessu tilviki sko en ég ekki viss að til dæmis að Mannréttindadómstóll Evrópu myndi sko hafa mikla samúð með þeim vandamálum ef svo má segja sko, þú veist það alveg rétt á endanum kemur þetta til kasta dómstóla en ef að þú horfir á þetta utanfrá þá auðvitað þetta bara þannig að þetta fulltrúi ríkisvaldsins að koma og banna fjölmiðli að flytja umfjöllun, vera með þessa umfjöllun sko, þannig að það þá inngrip ríkisins og þrátt fyrir að það kæmi á endanum til dóms sko, þá það samt sem áður inngripið orðið og býsna drastist. En þá getum við einmitt auðvitað að hugsa hvaða aðra leiðir eru færar og það kann auðvitað vel að vera hægt að hugsa það þannig að það mætti alveg hugsa sér, svo maður hugsa nú hálfvegis upphátt sko, að það þyrfti sko, aðkomu dómstóla í upphafi sko, sem að þarna hefði verið staðan til dæmis ef að gerðinni hefði verið synjað. Þá hefði gerðarbeiðandi geta leitað til dómstóla að þá fá þeirri ákvörðun breytt og þá hefði matið verið dómstóla í upphafi. Þannig að auðvitað má hugsa sér það og það eitthvað sem að kannski nefndin ætti að skoða hvort að í tilviki í svona mála það ber að viðhafa einhverja slíka málsmeðferð. Það kann bara vel að vera tilefni til þess að skoða það. Ertu þá að hugsa eitthvað til dæmis eins og þegar að sko hleranir eru heimilegar eða eitthvað þess áttar, einhvern svoleiðis fyrir? Já. Ég meina, og það eru auðvitað þannig að ég meina, og svo sem það auðvitað alls ekkit óþekkt fyrirkomulag, ég meina, við erum með fyrirkomulag sem heitir beinar aðferðagerðir og annað sem þú þarft að leita alltaf til dóms með, sko. Þannig að það mætti alveg hugsa sér að taka einhverjar ákveðnar lögbannsbeiðnir út fyrir sviga og hafa það þannig að þú þyrft fyrir að leita til dómstóla. Það bara getur verið ástæða til þess að athuga það. Varandi hitt sko aðkomu hverjir eru aðilar að gerðin ef svo má segja, þá það alveg rétt. Menn, það eru þessir þrír aðilar. Það þetta Glitnir Holdco, þetta gerðarbeiðandinn og svo það Reykjavík Media og Stundin. Og menn hafa verið með vangaveltur aðkomu annara aðila að því en þetta eru tveir aðilar gerðarna og verða aðilar dómsmálsins sko. Svo eru þetta ákveðnir endurupptöku sko kanalar í lögunum sem að þú veist gerðarbeiðandi getur auðvitað farið fram á endurupptöku og svo eru þarna tilteknir kanalar fyrir þriðja mann að blanda sér inn í en í grunninn þetta bara á milli þess að þetta tekja aðila sjálfs. Og það sem ég að hugsa að sko umfang lögbannsins það beinist bara að þessum tilteknu aðilum og hindrar ekki með neinum hætti umfjöllun annara alls ekki þau mál sem þarna til. Nei, alls ekki sko.
Takk fyrir. Þá það Þórhildur Sunna, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir komuna. Mér langaði að byrja því að spyrja Eirík aðeins út í, sko, nú hefur komið fram bara á fundi með sýslumanni rétt í þessu að þau telja engan mun á máli sem varða tjáningafrelsi fjölmiðla og svo öðrum tegundum lögbannsmála. Og ég fæ ekki betur heyrt en að það hafi ekkert sérstakt mat farið fram á tjáningafrelsis ákvæðum heldur hafi bara verið litið á þetta hvort að formskilyrði samkvæmt þessum fullnustulögum hafi verið uppfyllt. Og ef svo mér langar að spyrja, ef svo að það hafi ekki farið fram neitt mat á því hvort vegi þyngra, hvort það sé nauðsynlegt í lýðræðislegu þjóðfélagi sem þú komst inn á, hvort að það geti haft einhverjar afleiðingar í för með sér fyrir sýslumannsembætti þegar þetta fer fyrir dóm, sýslumannsembætti mögulega skaðabótaskylt. Mér langaði líka að spyrja sko afstöðuna gagnvart þessari leynd og það í samhengi við þetta. Ekki rétt skilja hjá mér að það væri rétt að vega og meta í raun og veru nauðsynna til að framfylgja þeim lögum gegn nauðsynna til að vernda tjáningafrelsi þessa fjölmiðils. Og það út frá þessu sem að ég spyr ef að þetta mat fór hvergi fram, hver afstaðan gagnvart sýslumanni að gætan væri hægt að leita eftir til dæmis skaðabótum fyrir akkurat þetta. Nú og svo langaði mig að spyrja Hallgrím líka, það mikið verið talað kælingaráhrifin sem að sérstaklega ærumeiðingamál hafa haft á Íslandi. Kælingaráhrif þarf að segja það ítrekka farið í mál við blaðamenn sem að flytja fréttir og það hefur kælingaráhrif og blaðamenn byrja að ritskoða sjálfa sig jafnvel til þess að forðast kostnaðarsamar málsóknir. Og ég vildi kannski bara fá að heyra hugleiðingar frá þér kælingaráhrif aðgerða sem þessa, lögbanns í miðri kosningabaráttu umfjöllunum sitjandi forsætisráðherra Bjarna Benediktsson. Sko, varðandi sýslumann þá auðvitað heyrði ég ekki það sem fram fór áðan og átta mikið á því að hvaða marki mat fór fram en auðvitað verður það að fara fram sko þegar svona inngrip að ræða en eins og ég sagði þetta er auðvitað örðugt og ég meina væntanlega fær þarna sýslumaður beiðni sem að vísa til verndar í almennum lögum sem að sannarlega eins og ég segi þarna fyrir hendi og það má vel vera að það sé afstaða sko sýslumanns að því gefnu að þá eigi bara að leggja lögbanni sko og það er auðvitað við og ýmissa stjórnvalda að það sé ekki þeirra að meta hvort að löggjafinn sé hvort að sko stjórnarskráin hafi kunna að vera brotin eða þið vitið gildi laga anspannis sko stjórnarskrá en í þessu tilviki held ég nú að svona mat verði að fara fram sko en auðvitað hugsunin í kerfinu þannig að það eigi þá undir dómstóla og það má vel vera afstaða sýslumanns síðast svo að það eigi bara að fara fram þar sko en það breytir því ekki að þá ertu samt komin með þetta ástand og þá munum við þetta eins og ég segi þegar maður fara að horfa á þetta utanfrá þá held ég að munum sé alveg sama hver það var nákvæmlega hvaða angi ríkisvaldsins það nákvæmlega var sem að stoppa þetta sko og varandi hugsanlega sko skaðabótaskyldu þá þetta þannig að ef sko gerðin veldur tjóni þá náttúrulega væntanlega búið að setja tryggingu sko þú veist það gerðarbeðandi setur náttúrulega tryggingu ég veit nú hefur ekki séð sko úrskurðin þannig ég veit ekki hver hún var en hún á auðvitað að dekka tjónið hins vegar ef það er að ræða það er brotið gegn ef að ríkið brýtur gegn sko tjáningafrelsinu þá auðvitað getur líka komið til skaðabóta ég meina það er eins og við þekkjum úr þessum málum frá Strassborga þá er náttúrulega Mannréttindadómstóllinn getur mælt fyrir meðal annars auðvitað skaðabóta vegna brota á 10. grein þannig að það kann auðvitað líka að virkja sko. Má ég bara rétt fylgja þess aftur fyrir ekki með áður en að ég heyri í Hallgrími með 10. grein þá áttu við að Íslenska ríkið væri raun og veru ekki skaðabótaskylt fyrir en að komið væri til Mannréttindadómstólsins. Það þyrfti að fara alla leiðina þangað. Það var ekki hægt að biðja það fyrir íslenskum dómstólum. Jú, það kæmi til álita sko, vissulega, en ég myndi halda að væri nærtækast að, ég meina, þú veist, þetta er alltaf spurningum auðvitað hvert tjónið er og hvað að hverjum þú beinir kröfu og það er eins og ofta að það geta verið fleiri neitt sko sem að koma til álita í þeim efnum sko. Þannig að en í grunninn er auðvitað hugsunin varandi gerðina svo að sá sem fer fram á gerðina
hann setur tryggingu sem á að dekka tjónið sko. En skaðabótaskylda ríkisins ef það broti gegn mannréttindaákvæðum, hún auðvitað getur verið relevant bæði í innanlandsrétti sem og eins og ég segi með ákvörðunum í Strasbourg. Ok, takk. Já, ég ætla að svara þessari spurningu kælingaráhrifin og við í gagnsæi metum það alveg skýrt þannig að það sem þú nefnir kælingaráhrif, það er mikil hætta á að áhrif þeirra geti verið mjög mikil og ekki bara þau áhrif í fyrsta lagi á fjölmiðla og semst aðra fjölmiðla heldur en hér ræðir að taka við gögnum, vinna úr gögnum því að með þessari aðgerð þá tengist svo ákvörðun annara fjölmiðla beint inn í bara fjárhagslega stöðu. Það er verið að stöðva fréttaflutning, það er verið að fara út í verkefni sem kannski þarf að stöðva í miðju kafi, það er búið að fjárfesta í verkefnum og fjölmiðlar eru nú kannski ekki endilega burðustu fyrirtæki til að þola slíka áföll, þannig að fælingar áhrif eru verulega okkar mati og ekki bara gagnvart fjölmiðlum sem er nú ærin ástæða, heldur líka gagnvart umræðu í þjóðfélaginu gagnvart öllum skyldum málum eins og til dæmis bara það sem við erum að tala fyrir í gagnsæi að hér komist á meiri lög og reglur og herri svona staðall og standard gagnvart gagnsæismálum því að hérna þau eru að mörgu leyti ekki nógu, það er ekki nógu góð hefð fyrir miklu gagnsæi á Íslandi að mörgu leyti og við teljum að svona aðgerð deyfi þá umræðu mjög mikið og það er til dæmis það sem við höfum verið að tala fyrir lögum leynd uppljóstara og lögum ítarlegri hagsmunaskráningu opinberra aðila. Nú er hagsmunaskráningi til dæmis þannig að ef maður lítur á hana þá eru þeir sem eru í þessum mengi opinberra aðilar eða sem er nú oftast alþingismenn að þá lítur þannig út eins og þeir sko eigi ekki neitt og séu hvergi tengdir neinstaðar sko en það er afskaplega ólíkleg sín og svo þegar við í gagnsæi tökum það boltan áfram og erum að tala ítarlegri hagsmunaskráningu þá er svona aðgerð þá vegur hún neikvætt inn í þá umræðu þannig að þetta smittar ekki bara inn til fjölmiðla hvort að þeir eru að taka svona verkefni áfram heldur hefur þetta neikvæð áhrif á alla umræðu gagnsæi og hægir þá á framþróun aukins gagnsæis á Íslandi. Takk fyrir þetta. Þá er næstur Vilhjálmur Bjarnason, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Nú er ég ólöglærður en hef nú starfað stóran hluta ævinnar í fyrirtækjum þar sem að þagnarskyldur krafist og trúnaður er krafist, hvort heldur í fjármálafyrirtækjum eða kennslu og samkvæmt minni talningu þá er fjallað þagnarskyldi í 142 íslensku löggjöfum að minnstakosti og það sem ég hef flett upp, það er hvergi fjallað það að undanþegnir séu upplýsingar opinbera persónu stjórnmálamenn eða því líka og þar þá ekki ef þessar kröfur gagnsæi þar þá ekki að afnema þessar kröfur þessi lagaákvæðum þagnarskyldu í þessum lagabálkum 142 ellegar þá með póstum hægt að undanskilja annarkvort nafngreinda persónur eða persónur sem er í ákveðnum stöðum. Sko, dómstólar geta aldrei verið bundnir af einhverjum skapandi lagatúlkunum á hverjum tíma að teknu tilliti til kosninga eða annar aðstæðna. Er þetta rangur skilningur hjá mér? Þetta er bara mjög góð spurning en vandamálið er þá á móti sko hvernig nákvæmlega gerirðu það sko, hvernig undanskilurðu það, af því þú getur heldur ekki tekið þær persónur alfarið út fyrir sviga og ekki heimila neina ákveðið kannski neina leyndum það, af því að við tökum bara þessu dæmi, ég meina forsætisráðherra, ég meina það er ekki þannig að öll hans fjármál megi rata inn á borð fjölmiðla sko. Heilsuverðsupplýsingar? Hvað segirðu? Já, ég er að segja það er mjög erfitt að fara að útfæra það í almennilegu, en auðvitað má hugsa að það megi setja frekari núansa inn í löggjafina varðandi þetta, það má alveg hugsa sér það, en eins og ég segi á endanum ræðst þetta svolítið af þessum fjölmörgu viðmiðum sem að hafa mótast í dómaframkvæmd bæði hér og út í Strasbourg þessi mörk friðhelgi einkalífs og tjáningarfrelsis og þannig að það er svolítið örðugt en ég meira spurningin er
er góð og hún í henni kannski þá undirliggjandi gagnrýni á því hversu flókið þetta í reyndi sko. Sko, í spurningunni ekki fólkin gagnrýni á því hversu flókið þetta sko. Á undanförnum árum hafa verið vaxandi kröfur persónuvernd í þessu samfélagi, allavega í heilsufarsupplýsingum og síðan eru svona hvað ég að segja mjög skapandi kröfur á ýmsum öðrum sviðum. Og það hafa verið ríkar kröfur hér í minni þingsveit í 4 ár persónuvernd og sko ég hef ekki orðið var við það að félagasamtökin gagnsæi hafi beitt sér þar, en sko ég bara að velta fyrir mér þessari kröfu skapandi lagatúlkun það hver eigi í hlut og jafnvel sko dómaframkvæmd þar sem fjallað það þar sem þetta sé opinber persóna þá sé allt heimilt sko annarkvort viðkomandi sko íslensku þegn, erlendu þegn eður ei og það ekki dómstóla að meta það þó að frekar þingmanna og löggjafarsamkomunnar að sitja löggjöf minni persónuvernd tiltekin aðila og þá á hvaða sviðum það Já, ég meina, eins og ég segi, það og það eitt enn sem ég ætla að fá að bæta hérna við að Akademían kollegiðinn, prófessor á Akureyri segir það að stolnar upplýsingar þær séu opinberar leið og koni hendur á blaðamönnum. Þannig ef ég hef til dæmis stólið upplýsingar heilsufar blaðamanna á tilteknu sviði og komið því í hendur blaðamanna þá það orðið allt í lagi. Er þessi kollegiðinn á villigötum eða ég á villigötum? Sko, þetta ég gæti sett í þetta langan fyrirlestur þetta sem ég segi sko, ég náttúrulega að reyna að greina þau viðmið og greina frá þeim viðmiðum sem hafa mótast í dómaframkvæmd hérlendis og erlendis og þau eru svona, undirliggjandi kannski gagnrýnin er þarna að það hafi ekki, þetta sé ekki gert í almennum lögum sko, ég meina löggjafinn getur auðvitað gert þetta í almennum lögum og hann getur reynt að móta þessi viðmið og færa þau í orð. En það breytir því ekki á endanum þá er það Hæstiréttur sem að metu hvort að lögin eru innan marka og hvað leiðir af þessu stjórnarskrárákvæðum og svo má segja að það eigi þarna undir ákveðinni endurskoðun ytra. En að því að þú nefnir hins vegar friðhelgi sko einkalífs og heilsufarsupplýsingar þá líka þetta rétt að hafa það í huga að sko að vernd mismunandi tegunda upplýsingar sko, hún er mismunandi að einhver leita auðvitað með tilliti til þessar ákvæða friðhelgi einkalífs. Ég meina það er alveg klárt að heilsufarsupplýsingar, það er svolítið kjarnin í vernd bæði 71. grein stjórnarskrárinnar og 8. grein mannréttindasáttmála Evrópu. Það þarf mjög mikið til, þið vitið, þar er verndin gríðarlega sterk. Þess vegna nefndi ég þetta dæmi hérna í upphafi ef menn að leka heilsufarsupplýsingum með einstakling þá væri lögbann líklega í lagi sko. En hérna þegar kemur hins vegar svona fjárhagsupplýsingum þá það alveg rétt að það er mjög víða í sko auðvitað almennum lögum verið að tryggja leyndum þessi atriði en það er margt mjög óljóst það að hvaða marki sko stjórnarskráin verndar þetta eða krefst þess að þetta sé í almennum lögum sko og það verður ekki beinlínis ráðið af dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu að svona fjárhagsupplýsingar séu þarna mikið atriði í vernd 8. grein mannréttindasáttmála Evrópu sko. Þannig að þar er kjarnin svolítið sko heilsufarsupplýsingar og svona tengdar mjög viðkvæmar upplýsingar, hugsaðlega einhverju marki fjárhagsupplýsingar en sú vernd er ekkert mjög rík sko. Það er fyrst og fremst sko ákvörðun Alþingis að mæla með þessum hætti í almennum lögum fyrir svona ríka vernd sko. Takk. Ég ætlaði að bæta við að að því hún nefndir Vilhjálmur að tókst þetta að því að hér að ræða opinbera persónu getur verið að þá sé í rauninni heimilt að birta allt hana. Við hjá Gagnsæi höfum lagt mikla áherslu á það að þessi þróun sem að þú nefnir réttilega aukna vernd persónulegra upplýsinga, hún er auðvitað mjög mikilvæg og það að við stöndum fyrir auknu Gagnsæi þýðir ekki það að allt eigi bara að vera réttmætt að fjallum. Það er alveg jafn mikilvægt að auka gagnsæi á réttum stöðum eins og að vernda persónulegar upplýsingar á réttum stöðum líka. En þarna að ræða opinbera persónu sem að ef við tökum þetta út frá siðferði og gildum þá held ég að allir séu sammála það að það sé eðlilegt að þjóð fái upplýsingar það ef að ráðamaður sem er hátt settur ef að hann
tengist einhverjum stórum fjármálagjörningum og einhverjum félögum og hugsanlega þar þá einhverjum hópum eða hagsmunum sem ekki vitað áður, þá það mjög eðlileg krafa. Ég held að ef við skoðum þetta bara í ljósið siðferðis og gilda, þá eru flestir sammála það. En ég held að þetta sé samt góður punktur sem þú ert að nefna og það það sem við hjá Gagnsæi erum að glíma við, það þarf að skerpa á þessum málum í löggjöfinni. Það eru einhverjir árekstrar að vernda sjónarmið, vernda upplýsingar, en svo er aukin krafa að birta upplýsingar og það þarf að skerpa á þessu. Það er alveg rétt. Takk fyrir. Þá er það Brynjar, gjörðu svo vel. Já, ég bara, að því við erum að ræða hérna þetta lögbann sem sýslumaðurinn setur á, gagnrýni á sýslumannin, þeir bara hafi ekki farið á stjórnarskránni og ekki á lögum. Þá er nú staðan svo samt. Það er löggjafinn okkar sem ákveður með lögum takmarkanir á þessu tjáningarfrelsi. Hann gerir það með 58. greininni. Sýslumaðurinn hefur hana fyrir framan sig og ekki fyrir sýslumaðurinn að ákveða það út á stjórnarskránni. Þegar löggjafinn er búin að ákveða að takmarka tjáningarfrelsi með þessum hætti, að það standist ekki í stjórnarskrána, það gerist ekki. Og ekki nema þá að hann lægi bara beinlega fyrir dómur Hæstaréttar það að 58. greinin stýtti gegn stjórnarskráni eða að í 58. greininni gilti ekki fjölmiðlamenn. Þannig að öll þessi gagnrýni á sýslumanni sjálfan er fullkomlega fráleit að mínu mati. Hvaða skoðun hefur þú á því? Já, þetta eru þetta góðir punktar. Þetta verður það sem ég nefndi á þann að sýslumanni væri hálfgerð svona vorkun, sko. Rúmlega það. Já, kannski rúmlega það, en það má segja eftir sem áður þetta, og eins og þú þekkir þessi mál, það fer alltaf eitthvað mat fram hjá sýslumanni, sko. Það er alveg klárt og það má alveg segja og ég er ekki að gagnrýna sýslumann sérstaklega, sko. Ég er fyrst og fremst að horfa á þetta eins og ég var að nefna frá, sko, utanfrá, að þetta grípur ríkið inn í sannarlega og takmarkar tjáningu með býsna drastískum hætti. Hvað segirðu? Á ekki að skamma löggjafan fyrir 58. Jú, það er algjörlega, sko, góður punktur, en það er samt sem áður þannig að þetta sýslumaður, sko, hann auðvitað metur hverju sinni hvort gerna næra fram að ganga, og þú skoðir þessi mála einmitt á þessu sviði, þá hefur hann ekkit alltaf fallist á lögbann, sko, og þannig að þú veist, já, ég held að honum sé vorkun, en það má alveg hugsa sér að það hefði alveg geta verið afstæða sýslumanns að segja bara einmitt að þetta sé svo drastist inngrip, að þessi rétt að dómstólar eigi loka orðuð það og sinni í gerðinni af þeirri ástæðu. Það kynni alveg að hafa að vera opsjón líka. Það væri algjörlega takti, Eiríkur, vegna þess að lögbannsmál snýr sem bráðabirgðagerð til þess að afstýra óafturkræfu tjóni. Já, algjörlega. Þess vegna er það svo galið að hafna því, sko. Já, ég skil, en þú skilur heitt sjónarmið að hann er auðvitað sýslumaðurinn er bundinn af stjórnarskrá og þarna býsna drastist yngri bara sem að má svona blasa við að snerti mjög tjáningarfrelsi og það getur verið afstaða hans rétt eins og ég skil þetta, þá segir henni við erum að frysta ástandi þar sem að dómstólar geta síðan leyst úr. Það má segja að þú getur alveg hugsað það omvend, við frystum núgildandi ástand þangað til að dómstólar ákveða að verða við slíkri gerð, sko. En þetta er alltaf spurning hvar nákvæmlega matið liggur og það er kannski eitthvað sem við þurfum að hugsa, hvort að, eins og ég nefndi áðan, hvort að það eigi að gera einhverja breytinga á löggjöf að þessu leyti, en ég bara ítreka það sem ég sagði að ég er ekki að eitthvað að gagnrýna sýslumann per se og ég er alveg sammála því. Ég tel að þetta eigi undir lögin fjármálafyrirtæki og þess vegna er þetta vendað í almennu lögum. Þetta er þá spurning, þú veist, hvenær er sýslumaður það samfærður það að þetta sé tæft gagnvart stjórnarskrána, hann eigi ekki að gera þetta, sko. Og þú veist, menn geta haft mismunandi skoðanir af því, en við erum nú að ræða þetta svona almennt, sko, og það hvað ríkis geti gert hugsanlega betur og þá kem ég aftur að þessu að ég held að þegar einhver utan að koma til skoðar þetta, þá mónum að vera alveg sama raunir sýslumanns við að fást við þessa beiðni. Það er bara verið að takmarka mjög drastískum hætti tjáningarfrelsi. Takk fyrir þetta. Lilja, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir þetta. Þú nefndir að lögbannið væri ansi víðtækt.
telur það hefði verið hægt að takmarka það, og annað sem við erum auðvitað, nú eru kosningar á næsta leyti og það er ljóst að þessi að lögbannið hefur talsverð áhrif á umræðu í aðdraganda kosninga. Hefði verið möguleiki að flýta, þetta er bráðabirgðaákvæði, það hefur komið skýrt fram, hefði dómsmálar mögulega hefði verið hægt að flýta þessari meðferð? Þessar tvær spurningar. Já, sko, já, spurningin er í raun og veru hvort að það hefði verið hægt að leggja, sko, takmarkaðara lögbann. Nú þetta þekki ég ekki hvað ég segja, hver hinn hættan sko er fyrirlíkandi, sko. Hvað ætlaði stundir að fara að birta, hvers konar fréttir voru þetta, en náttúrulega hinn almennu, sko, lögbannsmálin sem við þekkjum kannski frá fyrri tíð eru miklu afmarkari. Þú veist, þetta eru lögbann, frækt lögbannsmál þar sem að vera að reyna að banna, sko, tiltekinn sjónvarpsþátt. Þú veist, eða tiltekna, þú veist, einhverja tiltekna konkrétt umfjöllun sem að fyrir lág að ætti að fara að birta. Þannig að, en hér erum að ræða svo svakalega stórt í reynd mengi. Maður veit ekki hversu mörg, hvað þetta er af gögnum eða hvað fyrirhugað er að birta. Og þetta má hugsa sér, þannig að maður kveikir auðvitað ekki alveg á þessari brýnu hættu, sem að segja. Því að þetta er almenna staðan svo að ef að fjölmiðlar fara yfir strikið, þá hafa menn sko eftir að úrræði til að bregðast við. Þá geta menn bara farið í skaðabótamál eða jafnvel enga refsimál, sko, og krafist ómerkingar og svo framvegis, sko. Þannig að ég auðvitað átta mikið á því hversu af hverju þetta er haft svona viðkvæmt eða hver hættan er, en þannig að ég ætla svo sem ekki að fara að kokka upp einhverjar vægari leiðir fyrir glitni að leita í þessu, að því ég átta mikið alveg á því hvað menn voru þarna nákvæmlega að reyna að fyrirbyggja, en nema bara þetta almenna, þetta er mjög víðtækt. Það er bara verið að banna hvers konar umfjöllum á grundvelli þessara gagna, þegar ég held að það sé ljóst að einhver umfjöllun þarna væri innan marka tjáningarfrelsis. Varðandi hitt, sko, þá er þetta náttúrulega skammir frestir, má segja. Ég meina, þetta eru þetta innan viku, en það er ekkert sem að kemur hins vegar í veg fyrir að menn séu fljótar á ferðinni. Það er að segja að menn þurfa að fá útgefna réttastefnu innan viku, og þetta geta menn verið enn fljótari á ferðinni eða þið vilja, sko. Takk. Svandís, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að koma til okkar. Það sem við erum svolítið að glíma við er auðvitað þessi banvæna blanda viðskipta og stjórnmála, sem að er svona partur af því sem að almannavaldið er að glíma við, og ekki bara á Íslandi heldur auðvitað víðar, og mikilvægi fjölmiðla í þeirri umræðu. Þess vegna er þetta rosalegt högg að verða fyrir í aðdraganda kosningu auðvitað á öllum tímum, og það er þá heilmiklar skyldur sem hvíla á okkur hér í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að bregðast við þessu höggi með einhverju móti. Lilja fór aðeins yfir þetta áðan með, sko, það hvort að það sé einhver leið til að þrengja beiðnina, því þetta er svo furðulega víðtækt. Maður velti fyrir sér hvað í ósköpunum var eiginlega yfirvofandi. Hvers konar eiginlega frétt var í pípunum? Ef að hún réttlætir svo drastist inngrip á hálfu ríkisvaldsins að það þurfi að múlbinda þennan tiltekna fjölmiðil, hver var þessi brýna hætta? Því að hún þarf sannarlega að vera fyrir hendi. Og þá spyr ég það, sko, hvort að það séu engin slík samskipti til í svona ferli að sýslumaðurinn segi, heyrðu, þetta er nú ansi víð beiðni hérna, og væri kannski hægt að forma þetta með einhverju skýrari hætti, eða er það bara allt eða ekkert í því að bregðast við, eða megum við eiga von á því sem erum að kalla hér eftir öllum gögnum í málinu, að sjá þarna einhverjar þá dramatískustu frétt bara sögunar, að hún hafi verið í pípunum og það sé gerðarbeiðandinn, með þeim hætti sé gerðarbeiðandinn að rökstyðja sína víðtæku beiðni. Mér langar líka að spyrja það, sko, það sem aðeins hefur komið hérna upp, og kannski biðja þig Eiríkur að skerpa þess að því varðandi endurupptöku. Er það rétt skilið að það sé í raun og veru bara gerðarbeiðandi sem getur farið fram að slíkt? Getur gerðarþoli ekkert komið að slíkur ósk? Og loks vil ég líka spyrja þig, Eiríkur, það, sko, nú hefur ÖSE gert þessi athugasemd við þetta tiltekna mál, og það er nú svona frekar kannski orðað með almennum hætti að hvetja íslensk stjórnvöld til að stilla sig að beita frekari hömlum á umfjöllun fjölmiðla og aftur kalla þær aðgerðir sem þegar hefur verið ráðist í.
Nú erum við einmitt Íslensk stjórnvöld þessi nefnd að hluta og þannig að við verðum svona einhvern veginn að reyna að fóta okkur í þessum samskiptum við þennan aðila. Hvernig geta Íslensk stjórnvöld brugðist í slíkri athugasemd? Er einhverjar leiðbeiningar frá þér Eiríkur í þeim efnum? Og svo vildi ég spyrja þig Hallgrímur þetta, sko, þessa blöndu sem ég að nefna hér, sem viðskipti og stjórnmál og þessi, svona þegar að vakna efasemdir það að það sé verið að gæta almannahagsmuna hjá valdhöfum hverju sinni. Erum við með sambærileg dæmi í löndunum í kringum okkur það að ríkisvaldið hafi farið inn í lýðræðislega opna fjölmiðlaumræðu með svo afgerandi hætti sem við erum að sjá hér? Eru einhver dæmi sem þú getur nefnt okkur? Ég hef ekki fundið þau. Ég held að við séum að horfa hér á mjög sögulegan viðburð og ég vildi bara spyrja þig vegna ykkar stöðu í málinu og samskiptum við sambærilega samtök erlendis. Já, sko varandi þetta þessa viðtækja, það svo sem eins og ég búin að svara því að auðvitað sýslumaður fellst á þetta eins og þetta framkomið, sko, og hvort það einhverju kanalar, þú getur auðvitað hafna lögbannsbeiðni, þú veist bara á þeim svo sem grunni að það bara skilir þessi ekki uppfyllt og þá ef hún til dæmis kannski allt og viðtækt og sýslumaður metur það bara þannig að það sé ekkert ljóst að þetta mengi brjóti gegn einhverju lögunum rétti, sko, þá auðvitað hægt að hafna og þá verður mann að koma með nýja beiðni, sko, eða þá leita fyrir dóm, sko. Þannig að en varandi endurupptökuna þá eru þetta kanalar í lögunum, sko, kyrrsetningu og lögbann sem að opna á það og ég sé í sjálfu sér ekki. Það er talið upp bara bæði og veru úrræði gerðarþola, þeir geta krafist endurupptöku við nánar aðstæður og líka gerðarbeðandi og ég sé nú í fljótu bragði að það sé ekkert fyrir gerðarþola í þessu nema bara fyrir dómi, sko, en gerðarbeðandi getur auðvitað alltaf fallið frá og svo eins og ég segi eru tilteknir möguleikar þriðamanns til að koma inn í en í grunninn auðvitað þetta þannig að sko nema eitthvað nýtt komið fram þá heldur gerðin þar til að tekist á hana fyrir dómi. Varandi ÖSE þá sýnir það kannski aftur og ég skil ykkar vanda, sko, að þið sitið frammi fyrir einhver dómsmáli sem rekið að gildandi lögum, sko, en það sýnir leiða sem ég sagði áðan, sko, að utan að komandi aðila kannski svolítið saman það, sko, hann sér auðvitað bara að það er verið að einn angi ríkisvaldsins er að leggja bann við fjölmiðla umfjöllun. Varandi það hvað þið eigið að gera, þá er það auðvitað örðugt og ég viðurkenni bara að maður sjálfur bara fylgjast með þessu máli og auðvitað hugsa og þetta er allt tiltölulega auðvitað ný skeð. Ég held að í grunni þarf auðvitað það gerast þá væntanlega þetta mál klárist sem fyrst og þannig að það fáist úr því skorið. Og ég held að það sé kannski svona auðvitað hálfu ríkisvaldsins að drífa þá málið af, sko, og síðan er kannski alveg rétt að menn hugsi til frambúðar hvort að menn vilji taka þetta einhvern veginn sérstaklega út fyrir sviga eins og ég nefndi áðan. Þú veist, það er kannski löggjafarbreyting sem menn ætti að huga að en að öðru leyti held ég sé búið erfitt að fara að fikta í, sko, þið veitir þessum almennu úrræðum eins og ég lýsti upp af þá ræðist svolítið beiting þeirra í bara hverju og einu tilviki af svona þessum mannréttindareglum, sko, eins og ég var að nefna, þau geta verið fyllilega takt úrræði í ákveðnum tilvikum, sko, en spurning er alltaf beiting í hverju og einu tilviki, sko, þannig að ég held að það sé enga brýna löggjafarbreytingar en þörf heldur snúist þetta mikið kannski beitingu lagana en þetta sem hefur komið fram hérna í umræðinu einhvers konar að taka þetta einhvern veginn út fyrir sviga, það held ég að hljóta að koma til álita. Takk. Þetta fannst mér vera góð spurning hjá þér Svandís með einmitt bæði dæmi erlendis og blöndu af viðskiptum og stjórnmálum og í fyrsta lagi varðandi blöndu af viðskiptum og stjórnmálum þá teljum við í gagnsæi sérstaklega því að landið er lítið þá þarf að meðhöndla hætturnar sem að geta hugsanlega skapast þegar þetta blanda saman og það þarf að meðhöndla það alveg sérstaklega vel hér á landi af því að landið er lítið og þess vegna þarf að því að það er ekki hægt að segja af einhvern sem fer í stjórnmál nú bara skiptir þú þér ekki að viðskiptum, nú bara ferð þú í eitthvað munkalífi eða eitthvað þannig. En gagnsæi og mikil og ítarleg skráning viðkomandi aðila og allra skylda aðila, ekki bara maka, heldur allra skyldra aðila
skráning sem þannig að viðkomandi aðila, þingmanni þá til dæmis, gert að skrá allt sem að hann getur hugsanlega talið að skipti máli í því að upplýsa hver eru tengsl viðkomandi inn í viðskipti á meðan hann að starfa í stjórnmálum. Þannig að snúa þessari skráningu við, þannig að núna bara verið að telja upp það sem svona hálfpartinn á kennitölu viðkomandi og við sjáum það til dæmis í dæmi það sem eiginkona forsætisráðherra í Wintris-málinu átti töluverðar eignir erlendis, það kom hvergi fram í skráningu og þar til dæmis dæmi neikvæða blöndu viðskipta og stjórnmála. Þetta ætti auðvitað að vera með allt öðruvísi hætti og þess vegna þarf miklu ítarlegri skráningu og það þarf að snúa svona skráningar boltanum við, þannig að viðkomandi gert að skrá allt sem að gæti skipt máli heldur en að skrá allt bara sem að tengist viðkomandi næsta hring. Við höfum líka seinni spurninguna verið að leita einhverjum dæmum og svo leit stendur ennþá yfir. Við höfum ekki fundið neitt sem við getum sagt að sé sambarilegt, ekki nema að fara mjög langt í burtu frá landinu og til landa sem að eru alveg klárlega ekki í menginu nágrannalönd en við erum enn að leita, þannig ég get ekki svarið fyrir það, en nú erum við búin að leita í einhverja daga og ég hef sjálfur búin að vera að leita og það eiginlega frekar þannig að maður sér sko dæmi hið gagnstæða, það sem að kannski einhver hefur reynt þetta og þessu er fjölmörg dæmi það sem að viðkomandi svipuðum beiðnum sem manni finnst kannski vera svipaðar að einhverju leyti, það sem þeim hafnað og þar kemur kannski inn í þetta viðhorf þegar verið að krefjast aukins gagnsæis að þá dálítið ennþá stutt í þetta viðhorf að svona viðkomandi hvort sem það fyrirtæki eða stjórnmálamaður eða þannig að það sé svona fólk verður fljótt svona pínlítið önugt að þetta sé nú óþarfi og við þurfum að komast með umræðuna þannig að þetta sé sjálfsagður hlutur. Takk, örstutt Ég ætla bara að spyrja sko að því þú segir í löndum sem eru miklu lengra frá okkur, hvar það sem að þú hefur... Já, ég vil kannski bara skilja svarið eftir þannig að ég hef fundið dæmi það sem mér finnst vera sambarleg og þá maður komin alltaf mikið í burtu og þá kannski lönd það sem aðeins annað rétt að fara og aðrar venjur og aðri siðir og þannig finnum maður dæmi með þetta en það erfitt að finna dæmi í nágrannalöndum. Takk fyrir þetta. Þá komið að þér, Oddný, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Eins og fram hefur komið á þessum fundi, þá lögbannið á gögnin sem illa fengin og það má ekki nota þau, eins og orðað hefur verið á hér fyrir í dag. Og í svona venjulegu árferði eða venjulegar aðstæður þá getum við náttúrulega bara tekið okkur góðan tíma til að velta okkur upp úr ísköldum lögunum og lagateknilegum atriðum, en núna þegar svona stutt til kosninga þá hefur máli kallað fram mikla tortryggni og þess vegna veldur maður fyrir sér eitthvað hægt að gera á þessum stutta tíma til þess að slá á hana og ég veit ekki hvort að þið getið akkurat svarað þessari spurningu en það sem ég að velta fyrir mér hvort að einhver sá sem að nýtur þessara bankaleyndar eins og til dæmis starfandi forsætisráðherra getur hann bara gefið fjölmiðli leyfi til þess að nota gögnin sig, við getur hann gert það með einhverjum opinberum bara opinberlega eða einhver lögformleg leið til þess að hann gæti gert þetta og tekna tillit til bara stöðunar og þessar tortryggni og vantraust sem að þetta mál hefur kallað í aðdraganda kosninga. Já, varandi tortrygnina sko, þá getum við nú ekki svarað hvernig við drögum úr henni, ég bara lagaprófessor sko, en varandi hins vegar það hvort að forsætisráðherra getur gert eitthvað þá, þú veist, auðvitað getur hann gefið einhvers konar yfirlýsingu að hann mun ekki fara í skaðabótamál gegn stundinni vegna umfjöllunar sko, en sko lögbannið á milli Glitnis Co. Holding og þessara fjölmiðla sko. Þannig að þú veist
fyrir mér væri það svona svolítið fíblagangur sko. Þú veist, í grunni svona lögformlega er þetta bara á milli þessara aðila sko. Og þetta það eins og ég nefndi, það þarna tiltekna þriðjumannsleiðir. Ég meina ef að þriðjumaður til dæmis að einhvern veginn að hans réttur hafi verið fyrir borð borin sko við framkvæmd gerðarinnar, þá getur hann einhvern veginn komið sér inn í það sko, en þetta er nú eiginlega sko hinsegin þá þarna, hann væri þá að afsala sér einhverjum rétti sem hann telur að hafi verið verndaðum í gerðinni sko. Þú veist, þannig ég segi það má svo sem reyna að kokka upp eitthvað svoleiðis og það má þetta segja að jú, að gefinni yfirlýsingu þá kannski liggja allavega fyrir að vera ekki gerð skaðabótakrafa en eins og ég segi í grunninn finnst mér það að vera svona, já, meina, það snýst þá eitthvað annað, þú veist, heldur en kannski lög, sko, þú veist, þá ertu komin inn á meira eins og ég segi spurningar sem ég get ekki svarað sem lagaprófessor, sko, þú veist, menn geta vel verið að menn vilji einhvern veginn draga á tortryggni með einhverju slíkum yfirlýsingum en svona að lögum finnst mér það ekki einhvern veginn vera mjög tækt úr það, sko. Aðeins varandi þessa tortryggni að þá bara einleið til þess að eyða henni og það er ekki gagnsæi og tortryggning sem upp komin og vantraustið í tengslu við þetta mál eyðist bara í rauninni þegar viðkomandi fjölmiðill er búin að fá kannski heimil til þess að fjalla þann hluta þessara gagna sem á erindi til almennings og ég þekki ekki alveg smáatriðin í málinu, hef ekki skoðað eða allavega ekki fundið það ennþá í gögnum en ég tel einhvern vafa leik á því hvort að og það er þetta sem við vorum að tala áðan hvort það hefði verið hægt að takmarka lögbannið við þær upplýsingar sem sannarlega er hægt að sýna fram á að hafi komið fram frá Glitni Holdco því að allavega mjög verulegur hluti af þessum upplýsingum er búin að fara víða og hefur verið til eins og í rannsóknarnefndinni og víðar og einhver hluti af þessum gögnum hafa verið fáanleg með opinberum hætti þannig að hugsanlega hefði það verið leið að takmarka gögnin þau gögn sem sannarlega er hægt að sýna fram á séu aðeins tilkomin frá Glitni Holdco, það er ein leið. Takk fyrir, það er rétt að geta þess að það kom fram hérna með sýslumanni að það var ekki fallist á allar kröfur gerðarbeðenda og hann féll sjálfur að eigin frumkvæði frá einhverjum kröfum bara þannig að það sé nú sagt. En Jón Þór, gjör svo vel. Takk fyrir. Já, þetta mál er farið að skýra svolítið. Nú, stjórnvöld og við löggjafinn, við erum ábyrg fyrir því að vernda tjáningarfrelsi, það er ljóst. Og nánast allir eru sammála að hér í þessu máli hafi verið brotið á víðtækan hátt, kallað og leyndi yfir allt of mikið víðtækum upplýsingum og í ólangan tíma til þess að við getum átt þessu opnu umræðu þessar upplýsingar á mikilvægum tímum. Og þá er fyrsta spurningin hver sé skylda löggjafins og skylda stjórnvalda í þessu máli til þess að passa upp á að þetta gerist ekki aftur. Við erum að komast þeirri nýjastu að sýslumaður telur sig bara ófærunan að taka aðra ákvörðun heldur en þessa í málinu og við erum eftir að rannsaka það nánar og munum fá gögnin frá honum það hvernig hann tók þessar ákvörðun og farið það en það er það sem hann verið sjálfur segja og það er ekki nóg gott út af því allir eru sammála að það er verið að brjóta of víðtækan og langan tíma á tjáningarfrelsinu og það sem gerist núna það að fjársterkir aðilar hefur tekist að brjóta þessu sem þú nefnir Einar Eiríkur fyrirgefinn það að takmarka þjóðfélagsumræðu fyrsta, fjölmiðils sem að tvö er að fjalla opinbera persónu, allir þessi þættir. Þannig að fyrsta spurning er það hver er skylda löggjafans og ráðherra í þessu að bregðast við og leiðrétta þessa stöðu og meðal annars þá með breyting á lögum sem á einhverjum forsendum tryggir það að þessi styttra, þetta sé meira kannski eins og svona gæsluvarðhald yfir þessum upplýsingum eins og kom fram áðan. 2 varðandi afleiðingar stundarinnar og Reykjavík og þá þeirra fjölmiðlamanna þar, afleiðingar þeir myndu bara segja við teljum eins og Öryggis- og samfærastofnun Evrópu eins og allir sem hafa tjáð sig um þetta mál, nánast allir sem hafa tjáð sig um þetta mál sérfræðingar landsins, það er verið að brjóta stjórnarskrána, verið að brjóta lög það er verið að brjóta á tjáningarfrelsinu sem er varið þannig að við ætlum sem fjölmiðlafólk að fara áfram með þessar upplýsingar þrátt fyrir lögbannið. Þetta heitir borgarlöghlýðni, þá veistu það, þá gengur áfram og brýtur þau gildandi allavega ákvæði sýslumanns í þessu til lögbannið á grundvelli vísanar í æðri tilgang sem er það tjáningarfrelsinu sem er varið í stjórnarskrá til þess að þessi opinbera lýðræðislega umræða getur átt sér stað. Þetta er borgarlöghlýðni. Gera það, vitandi það að þeir gætu lent þá
gætu þá lent því að þurfa að bera þá ábyrgð fyrir dómstólum. Hvernig myndi það líta út? Takk. Sko varðandi breytingu á lögum, þá, já, eins og ég segi, ef allir eru sammála hérna einhvern veginn þetta hafi verið með víðtækt og það sé nauðsynlegt að svona mat þurfa alltaf að fara fram, þá þarf auðvitað þá einhvern veginn að tryggja að það mat fari fram, ekki satt. Þú veist, ef að það hefur verið afstaða sýslumanns að hann bara eigi bara ekkert að horfa á og þetta heldur bara verið með vernd hérna í almennu lögum og þess vegna þeir gerði fram og þetta heyrði ég ekki hvað sýslumaður sagði en þú veist, maður geta haft mismunandi skoðanir á því hérna og hann sko, en það þarf þá allavega að tryggja að þetta mat fari fram sko, áður en að tjáning er takmörkuð og ef að beiting lagana er þannig að það fari alls ekkert fram þá þarf að einhvern veginn að grípa inn í það og það mætti gera með þessum hætti sem hefur komið hér til umræðu að tryggja bara það að kannski lögbann í tilviki fjölmiðla fari ekki fram nema að undangengnum dómsmeðferð sko. Og eins og ég segi, það væri ekkert algjörlega framandi í þessum atriðum því það er bara þannig að sömu atriðum kemur ekki á nema fyrir dómi sko. Þannig að það er svo sem þekkt, þannig að ég myndi segja að það væri leiðin. Varðandi hitt sko, hver er þið afleiðing af því að brjóta hérna lögin sko, eins og þú segir, meðvitaður henni aðri tilgang, það var bara mjög góð spurning sem að þyrfti nú eiginlega aðeins að hreinlega sko velta fyrir sér inn í grunninu, þetta er þetta samt þannig að þú veist, þessum ákvæðum fylgja þetta býsna svona ákvæði bæði refsingu í reynd og skaðabætur sko, sem að fylgi því að brjóta gegn svona hérna lögbanni sko, þannig að ég held að þeir eru að búa sig undir að fá þær hérna að geta lent í því sko, en auðvitað eins og alltaf sko í tilviki sko refsingar er krafan stórkostlegt gáleysi sko eða ásetning brotið eða ásetning eða stórkostuðu gáleysi gegn lögbanninu sko. Þannig að þetta kynni að vera sjónamið inn í því máli, þú veist, að menn hafi verið að hérna málita sig brjóta gegn sérstaklega röngu lögbanni en sko svona grunnstaðan er auðvitað svo bara ákvæðin leggja refsingu og skaðabætur við erum fangelsisrefsingu mögulega. Nú man ekki, það er náttúrulega, ég man ekki alveg bara hreinlega hvernig það nákvæmlega er. Jú, því ég held að það séu sektir og fangelsi í einhverja x mánuði, sko, en það er nú líklega ekki relevant að menn fengju slíka refsingu, sko, þrátt fyrir að það standi í lögum, en hérna, það myndi væntanlega, sko, spurningin liti svolítið að því þá líka hvernig brotin nákvæmlega væru, sko. Þú veist, hvað er að ræða, sko, að því að þess að ég segi lögbann hérna, innan einhverja marka auðvitað ef til vil í lagi sko, þú veist, þetta er spurning hvernig umfjöllunin yrði sko. Örlítið bara þannig að það er alveg skýrt, þannig að ef að umfjöllunin myndi vera algjörlega innan ramma tjáningarfrelsisins í lýðræðislegu samfélagi, það væri bara fjallað sem sagt opinbera persónu og engar persónuupplýsingar aðrar sem að umræðir, ef að það væri brotin á lögbanninu, skil ég það skýrt að þá væri það sjónarmið ef að ykkur myndi ætlað, eða þar þessi Glitnir Holding myndi ætlað sækja á Stundina eða Reykjavík Media að þeim sökum, því héldu áfram en það voru þá þeir sem myndi þurfa að fara í þá sókn eða að sækja bætur, já, þeir eru að gera það, náttúrulega það refsingar, það er náttúrulega opinbert það myndi vera opinbert mál sem þannig að sko, eins og ég segi, það er hérna. Þetta eru svona vangaveltur sem maður eiginlega sko, þyrfti að hugsa, ég get bara sagt þér að sko svona default staðan ef svo má segja væri að menn fengju þá ábyrgð samkvæmt ákvæðunum sko, svo hins vegar ef niðurstaðan sem oft kemur nokkur síðar sko, er svo að það hugsanlega hafi verið brotið gegn sko tjáningarfrelsi með lögbanninu sko, þá kynni menn að fá skaðabætur fyrir það sem þann svona óréttlæti sem er að vera sætt af hálfu ríkisins skilur. Fjölmiðlamenn er í stærri stöðu þarna virkilega. Takk fyrir. Þá er það Hildur Sverrisdóttir, gjörðu svo vel. Takk. Já, takk fyrir að koma. Kannski fæ að spyrja þig fyrst, Eiríkur. Þessi umræður eru þetta búin að fara viðan völlu, verðum kannski lítið fann að endur taka okkur en svo kannski skilin þetta en þetta er líka smá flókið þar sem að ekkert okkar að ég best veit í rauninni kannski svona efnisatriði málsins. Kannski
að því sögðu mitt að þá auðvitað hefur verið mikið rætt forsætisráðherra og ég heyrði mitt að þú Eiríkur, ég tókst þannig til orða að það lægi fyrir að í þessum gögnum væri upplýsingar forsætisráðherra. Þá veist þú meira en ég, en ég auðvitað, það er náttúrulega augljóst að það er mjög líklegt eftir áratuga umfjöllun forsætisráðherra að þessu leyti að þá er það auðvitað líklegt en kannski mikilvægt að halda til að ég best veit þá kannski liggur það ekki fyrir. Það liggur heldur ekki fyrir en hefur heyrst í fjölmiðlum að þarna undir séu einnig upplýsingar þúsundir annarra, ekki ráðamanna í þessum gögnum. Og auðvitað veit ég ekkert meira heldur en okkur annar held ég hér inni hvort að það sé rétt. Afsakið, en mér langaði kannski fór að spyrja þig og kannski tengt því sem að Jón Þór kom hérna inn á. Og þegar þú komst inn á áðan að þetta mat hjá sýslumanni hefði kannski átt að vera einhvers konar smá efnislegt ef ég skildi þig fyrst og ég mitt kom inn á við fulltrúar sýslumanns hér áðan hvort að ef það væri augljóst til dæmis umfjöllun forsætisráðherra sem hefði verið í þessari umræðu í 10 ár, hvort það mætti einhvern veginn ekki taka það út fyrir sviga bara fyrir þessa umræðu og svo framvegis. En allavega, mér langaði að fá að spyrja þig, ef það er svo að bæði í þessum gögnum séu annars vegar upplýsingar þúsundir einstaklinga, ekki ráðamanna, og hins vegar upplýsingar einhverja ráðamanna, en einhvern veginn til þess að taka ákvörðun fljótt og vel, þá þarf einhvern veginn að taka ákvörðun. Er það þitt mat að það sé einhvern veginn hægt að meta að hagsmunir annarkvors hópsins, að hagsmunir þessara þúsunda mögulega trompa það að hinar upplýsingarna bíði í einhverja daga, ef þú skilur hvert ég er að fara. Þannig að já, það var svona vangavelta sem að þetta bentum að beina til þín. Og mér langaði, Hallgrímur, að bara fá að þakka þér fyrir þitt góða starf. Ég held að það sem að háir stjórnmálum mest hvað núna vantraust gagnvart stjórnmálum og ég held að við finnum öll fyrir því sem í því og ég held að allir sem að fylgjast með stjórnmálum finna fyrir því einnig. Ég tek undir með þér að gagnsæi sé örugglega einn af grundvöllum traustsins sem svo nauðsynlegur okkur. Mér langaði hins vegar að fá aðeins að velta upp að hvort það væri ekki svona hin hliðin á þeim pening að umræðan sé sönn og sanngjörn þegar við á til þess að þá að ýta undir þá hlið málsins. Því að ég held að þetta hljóti að verða hald í hendur og ég heyrði að þú orðaðir áðan að til dæmis þegar að horfa á til dæmis alþingismenn og þeir ættu ekki neitt, einhver eignir eða einhver bréf eða eitthvað slíkt að þá er það mjög einföld sýn að þá ég eins að velta fyrir mér þegar sem ég hér alþingismaður sem sit og samkvæmt öllum gögnum og öllum réttum skráningum á ég ekki neitt og það er ekkit einföld sýn, það er bara hárrétt sýn. Að ég svona þess að velta fyrir mér en ef einhver annar myndi segja eitthvað annað en það ertu með einhverja tillögu hvernig við náum einhvern veginn að taka þessa jafnvægislist svo við eigum einhvern séns á að búa til þetta traust í þessu samfélagi. Takk. Takk fyrir ágjörðið svo vel. Ég ætla bara að hafa þetta er mjög góð punktur að umræða verður að vera sanngjörn, það er alveg hárrétt en þegar skortur og gagnsæi þá kemur skortur á tortryggni, svo Oddný var að tala og þá kemur vantraust líka. Og þá kemur líka í þriðja lagi það sem þú ert að tala að þá kemur upp umræða sem er ósanngjörn vegna þess að maður sér ekki alla anga mála og þá byrja vangaveltur sem eru auðvitað ekki réttmætar gagnvart einhverjum aðilum af því að ástandið er ógegnsætt og þá byrja vangaveltur, finnst að forsætisráðherra og eiginkona hans voru ekki með allar upplýsingar á borðum, þá þetta nú líklega þannig hjá öllum hinnum líka. Bara ég fær að skjóta auðlitinni bara svo að sé örugglega ekki misskilningur. Ég bara velta fyrir, ég til dæmis sé ekki hvernig mínur upplýsingar ættu að vera mikið gagnsærri. Það er það sem ég er að meina. Akkurat. Og þar lendum við í pínu svona... Já, þetta er sko hin hliðin að þegar vantraust til staðar, þá koma upp einmitt ágiskanir og vangaveltur sem að eiga ekki nokkur fót inn í umræðuna og það er kannski
stóri gallin við skort á gagnsæi að þá byrjar alls konar sögur og vangaveltur og finnst að það var til eitt tilvik þingmann sem að var greinilega ekki með allt upp á borðum, að þá þetta nú allt meira og minna þannig og þetta megin ástæðan fyrir af hverju sko traust á Alþingi miklu neðar en það ætti að vera og miklu neðar en efni standa til og það vegna þess að það eru einhver örfá dæmi sem að fá almenning til þess að hugsa að þetta sé nú eiginlega allt meira og minna svona. Og það einmitt það sem við þurfum og það það sem við fáum með auknu gagnsæi að það allt upp á borðinu og þá það verður það sem að lætur traust vaksa á stjórnmálum og ég held að stjórnmálin eigi það pínlítið inni að slíkt gerist. Takk. Eiríkur, heldur þú? Já, það bara aðeins að því að það spurst sko forsætisráðherra, ég hef ekki séð gögnin sko, það en bara vek samt bara athygli á því að sko í gerðarbeiðninni sko, þá rökstuðningurinn sem sagt þá að vera að fjalla umfjöllun stundarinnar forsætisráðherra bendi til þess að þið séu með gögnin sko. Þannig að ég ger ráð fyrir því að það sé þarna í þessum gögnum. Varðandi það hvort að upplýsingagjöfin hafi getið trompað, þá gæti það alveg gerst í einhverju tilvikum. En það myndi þá auðvitað ráðast svolítið af, þú veist, hvað liggur fyrir, og það eins og í þessu máli, hvað lá fyrir að þetta fara að birta upplýsingar, sko. Þú veist, það það sem að maður algjörlega í myrkrinu með, sko, þú veist, af því að auðvitað það relevant sko hagsmunir ef það segjum að bara einhver gagnaleiki frá einhverju fjármálafyrirtæki einhverju massavís sko þá þarf einhvern veginn að bregðast við því við getum verið sammála því og þá spurningu auðvitað þú veist hvaða leið í því sko þú veist þannig að maður skilur þá hagsmuni og ef eitthvað lægir fyrir eins og segja þetta fara eitthvað með einhverju massífum hætti að byrta á þetta, þá auðvitað kynni málið að horfa öðruvísi við, sko. Það alveg rétt, en svona mínu dómi þá nú einhvern veginn hreinlegra, sko, ef maður fara að hugsa hvað hægt að gera þá í svona leka, þá inn og veru að mómenti sér þá í kærumálin á hendur starfsmannu sem lag og fara þá bara hreinlega á krefjastu, sko, upptöku í því máli, sko. Það svona hreinlegasta leið frá mínu bæðir sér, sko. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Vilhjálmur Bjarnason, þú ert síðastur. Já, ég ætla nú að játa það að ég átti viðskipti í 39 ár við þennan banka og forvera hans. Þannig að það þarna einhverjar upplýsingar mig, reikna ég með ef að þegar ná til 1000 einstaklingar og ég fæ ekki sé hvaða gagni þær upplýsingar koma í stjórnmálum eða hvaða almenning varðar þær og ég held að sé þannig all flesta í þessum bunka. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því sko enn og aftur ég enn og dálítið stíflaður í þessari yfirlýsingu fjölmiðlafræði prófessórsins það allt sé orðið leyfilegt þegar það komið hendur fjölmiðla á stolnum gögnum og síðan enn og aftur spurning vangaveltur starfsmanna öryggis- og samvinnustofnunar hafa þeir lagagildi hér eða hvert lagagildi mannréttindadómstóls hér á landi trompar hann íslenska dómstóla eða verður þetta tilmæli til löggjafans að breyta löggjöf? Sko, varðandi yfirlýsingu þarna þessum út að ég vil náttúrulega átta mikið alveg á þessari yfirlýsingu sem að þú ert að vísa til þarna frá fjölmiðlafræði sko professorinn eða ég hef ekki séð hana en það auðvitað ekki þannig að þegar gögn eru stólin að það sé allt leyfilegt. Það ekki þannig og við höfum náttúrulega dómafordæmi fyrir því en það mjög fræg mál sem voru rekin hérna í tengslu við gagnaleka sem tengdist Baugsmálinu og það voru einmitt höfðu mismunandi mál og í nánatilteknu máli þá var sérst sýknað af því að fjölmiðlaumfjöldun var talin inn á marka sko en svo gekk DFF lengra og fór að birta persónulegar upplýsingar upp úr þessum gögnum og þeir voru dæmdir sko. Þannig að það mat fer fram í hverju tilviki fyrir sig. Varðandi sko svona gildi þessara þjóðréttarapparata hér á landi þá náttúrulega ÖSE það náttúrulega fyrst og fremst bara tilmæli sko þeir ekki að dæma eða annað þeir að gefa í raun og veru lýsa áhyggjur almennt að þessu og auðvitað eigum við að horfa til þess og taka tillit en það svona réttarlega hefur ekki sérstaka þýðingu en að því hún nefndi sko mannréttindadómstólinn þá það nú þá hefur það auðvitað miklu meira gildi það talsveit flókið og væri hægt að tala í sjálfu sér
lengi sko gildi þess, menn hafa nú verið að svona, mikið verið þetta skrifað það, en í stuttum máli þá hefur það verulega þýðingu hér, að því að Hæstiréttur við túlkun stjórnarskrárinnar lítur til ákvæða mannréttindasáttmálans og dómafordæma Mannréttindadómstólsins, þannig að það hefur auðvitað þýðingu þannig sem og vegna þess að ef þú telur á því halla getur þú leita til Strasbourgar og fengið þá endurskoðun sko, og sem að íslensk stjórnvöld fara eftir sko. Þú veist, það er ekki fjórða dómstíði sko, en það er svona til hliðar en íslensk stjórnvöld hafa farið eftir því sko. Takk fyrir þetta. Nú erum komið að lokum þessa. Mér langaði að skjóta einni örstuttri spurningu til þín Eiríkur í blálokkin, og það er það að það virðist hafa verið þannig að þegar að lögbannið var sett á skrifstofu gerðarþola, að þá hafi sem sagt ekki gefist ráðrúm til eða verið veitt ráðrúm til að lögmaður gerðarþola geti komið á staðinn. Og ég veit náttúrulega ekki nákvæmlega hvað fór fram á fundinum, en þetta þykist ég þó vita. Er þetta eitthvað sem er eðlilegt, algengt? Örstutt hugleiðingum þetta bara rétt í blálokkin. Já, þetta er auðvitað undantekning frá auðvitað, reglan er alltaf svo að svona þessi almenna regla svo að báðir aðalar auðvitað eftir að fá að presentera sig, en svo er auðvitað oft verið að gera undantekningar frá því sko, með þess að í miklu svona, hvað ég segja, í drastískar auðvitað þvingunarráðstöfunum. Ég meina, eins og við vitum að hleranir, þú boðar ekki sko, lögmann gagnaðil á hann að það fara fram. Þannig að það er svona þessi rök, ef að það er ekki hægt að ef að það er einhvern veginn talið svona torvelda sko framgang gerðarinnar, þá er þetta gert og þarna gerir ég ráð fyrir að menn hafa verið að hugsa það að menn fær ekki að koma gögnunum einhvern veginn annað sko, en þetta horfir svolítið svona, já, ég veit ekki nákvæmlega hver rökin voru fyrir þessu sko, en þetta horfir svona pínulítið óvenjulega við mér, verði að segja, af því að þetta er undantekning sko, og ég hef svo sem ekki séð þessa, og þá þurfa einhverja svona tiltölulega brýna hagsmuni sem ég finnst ekki svona algjörlega blasa við, þó ég gerir ráð fyrir að þeir séu svona þessum toga sem ég nefndi. Já, heyrðu, takk fyrir þetta, takk kærlega fyrir komuna og svörin, byggur afsökunar á að þetta hefur bæði þessu hefur seinkað og tekið lengri tíma, en kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir. Góðan dag, verið þið velkomin, gerðu svo vel að fáðu ykkur sæti. Ég vil byrja á að biðja ykkur afsökunar á því hvað dagskráin hefur tafist, en hingað á fundin eru sem komið Sigríður Rut Júlíusdóttir, hæstaréttarlögmaður, og Hjálmar Jónsson, formaður Blaðamannafélags Íslands. Verið velkomin. Við höfum það fyrirkomulag að ykkur gefst kostur á kannski að reifa svona eitthvað sjónamið í svona frekar stuttu máli, einhverjum ekki mikið meir en 5 mínútum, og síðan verða spurningar frá þingnefndinni. Sástu Vilhjálm og svona, já. Þannig að bara gjörið þið svo vel. Og Svandís. Já, gjörið svo vel, gjörið svo vel. Já, ég kannski best að byrja því að geta þess að ég er lögmaður Reykjavík Media og Stundarinnar og sem slíkur og raunar bara líka sem almennu borgari er ég alfarið á móti þessu lögbanni og ég tel í rauninni að skilyrði þess hafi ekki verið uppfyllt þegar þau voru lögð á. Ég tel að meir líkur en minni séu þannig á því að það verði ekki staðfest fyrir dómstólum, en það eru þetta bara skoðun. Það sem er kannski hvað alvarlegast í þessu máli er að horfa bara á kjarna þess. Það er verið að leggja lögbann á umfjöllun fjölmiðils. Það þýðir það að það er verið að takmarka stjórnarskrárbundin réttindi sem eru tjáningarfrelsið, og tjáningarfrelsið er ekki bara réttindi fjölmiðilsins, heldur réttindi okkar allra, réttindi fjölmiðilsins að veita upplýsingar, en réttindi okkar hinna til að fá upplýsingarnar. Og þegar að það er verið að fjalla svona stjórnarskrárbundin réttindi, þá þarf að vega og meta hvort það sé knýjandi samfélagsleg þörf til að takmarka tjáningarfrelsið, eins og segir í ákvæðinu sjálfu. Knýjandi samfélagsleg þörf, eins og það hefur verið skilgreint af Hæstarétti og af Mannréttindadómstólnum. Og það þarf að vega þá á móti
hvaða réttindi það eru sem að réttlæta þá takmörkunina. Og í flestum tilvikum þegar er verið að ræða tjáningarfrelsið og takmörkun á því, þá er verið að vega það á móti friðhelginni. Í þessu tiltekna máli hefur verið fjallað fjármál og umsvif forsætisráðherra, hann er opinber persóna. Þessi umsvif og fjármál og gerningar og tengsl við viðskiptalífið og milli viðskiptalífsins og stjórnmála er málefni sem að í rannsóknarskýrslu Alþingis er búið að margítreka að ekki bara erindi til almennings sem er lykilatriði og lykilhugtak í þessum fræðum, heldur sé lýðræðinu nauðsynlegt til framþróunar, svo ég noti nú orðalag upp úr Mannréttindadómstólnum dómafordæmi í máli Feldek gegn Slóki, að það þarf að vernda, það þarf aukna vernd fyrir tjáningu sem að varðar framþróun lýðræðis. Við erum með staðfestingu því í rannsóknarskýrslunni, öllum þeim 1000 blaðsíðna, að það að skoða orsakir hrunsins, afleiðingar þess og þessi tengsl sérstaklega er á erindi til almennings og varðar framþróun lýðræðisins og við þurfum að geta talað það og greint það mjög nauðsynlegt til þess að þetta komi ekki fyrir aftur. Í þessu máli, tiltekna máli sem ég átt að til er nú svo sérstakt að þar er erfitt að segja að Glitnir Holdco eigi friðhelgisaðild. Friðhelgisaðildin tilheyrir þeim sem eru í upplýsingunum eða gögnunum. Friðhelgisaðildin víkur þegar er að ræða opinbera persónur og slíkar upplýsingar sem hér ræðir. Ég vil benda líka sérstaklega og kannski taka fram hvað varðar rannsóknarskýrsluna að það er listi í þeirri rannsóknarskýrslu með nöfnum stjórnmálamanna og fjárhæðum sem þeir skulduðu inn í bönkunum. Þannig að þetta svona upplýsingar eiga erindi til almennings. En aftur að friðhelgismomentinu og Glitnir Holdco, ég held í fram að það sé engin lögværi hagsmunir fyrir Glitnir Holdco að fá úrskurðu það að stoppa tjáningu sem var að friðhelgi Bjarna Benediktssonar eða hvers annars. Þannig að það sem við erum að vega þau réttindi sem við erum að vega í þessu máli eru ekki tjáningarfrelsi versus friðhelgin, vegna þess að Glitnir á ekki friðhelgisaðild eða lögværi hagsmunir hana, heldur tjáningarfrelsið og 58. greinin bankaleyndina sem eru almenn lög gagnvart stjórnarskránni. 58. greinin, ég get fært fram endalaus rök fyrir því að hún eigi ekki við blaðamenn. Það segir í seinni málslið, hvort það segir annarri eða þriðju málsgrein, allar að seinustu málsgrein 58. greinar, að viðtakendur gagna úr banka eigi að gæta leyndar þau og þagnarskyldu sem sagt gögnin. Blaðamenn falla ekki undir orðið viðtakendur eins og það verður að túlka það í þessu ákvæði. Bæði það samkvæmt lögskýringargögnum, það líka samkvæmt orðana hljóðan á ákvæðinu sjálfu og ef það svo væri, ef þarna stæði í ákvæðinu viðtakendur og blaðamenn eða viðtakendur þar með talið blaðamenn, ef það stæði ákvæðinu, þá ætti það samt ekki við blaðamenn, en þess að slíkt ákvæði færi gegn tjáningarfrelsisákvæði stjórnarskrár og þar með væri ákvæðið ólög sem ekki væri byggjandi á. En aftur að almennri orðskýringu á ákvæðinu, þetta ákvæði sem talar viðtakendur, þá augljóslega við þá sem eru í hefðbundnu sýsli með bankagögn. Þeir sem að taka við skuldabréfum til þinglýsingar, hvort sem það eru sendlar eða starfsmenn sýslumanns sem að reynda að falla einnig undir önnur þagnarskyldulag. En alltaf einu, þegar að lekið til blaðamanna eða gögn afhent til blaðamanna, þá er það auðvitað á grundvelli lögbrots þess sem að þarf að gæta bankaleyndar, hann er að brjóta hana. Það stendur síðan í ákvæðinu í niðurlagi, seinasta setningin í ákvæðinu sá sem að afhendir viðtakanda slík gögn og að brýna fyrir viðtakandanum að gæta bankaleyndar. Eðli málsins samkvæmt, þegar verið að leka til blaðamanna upplýsingur sem erindi til almennings, þá sá sami ekki fara að segja, heyrðu, gjör svo vel kæri blaðamaður, hér gagnabunki sem á erindi til almennings, en ég ávíst samkvæmt niðurlagi 58. grein að brýna fyrir þér að þú þarft að gæta þagnarskyldu þau gögn. Eðli málsins samkvæmt slík túlkun ómöguleg. Lögskýringargögn við 58. grein gefa ekkert tilefni til annars mats en þess að það eigi ekki við aðra heldur en sem eru með þetta hefðbundna sýsl með gögnin, eigi ekki við blaðamenn.
og eins og ég sagði þaðan, jafnvel þó það stæði blaðamenn í ákvæðinu, þá vil ég halda því fram að það væri brot gegn stjórnarskrá og þar að leiðandi væri það aldrei hægt að láta það gilda Blaðamenn. En ég ætla þá að því ég veit að tíminn er takmarkaður. Takk fyrir þennan inngang. Hjálmar, gerðu svo vel. Já, takk fyrir að bjóða mér. Ég held að það skipti mestu máli þessu að horfa á formum málsins en ekki efniðis. Ekki að horfa á leikendur, persónur og leikendur, heldur að horfa á það hvað þetta mál snýst í raun og veru. Og að mínu viti, og ég hef bara hugsað á leiðin yngan yfir, í raun og veru og hérna í grundatriðum þá liggur afstæða blaðamannafélagsins fyrir í ályktun sem við samþykktum á stjórnarfundi í gær og þið getið fengið að afrita og ég ætla ekki að lesa þau upp, en í raun og veru er þarna að ræða aðför að lýðræðinu og það er auðvitað stór alvarlegt mál og er ekki hægt að gera of lítið úr því og það er vegna þess, það skiptir engu, ég er ekki að tala um hvaða fólk eða gæði þeirra umfjöllunar sem er hér undir eða hvaða fólk var til umfjöllunar eða hvaða stjórnmálaflokkar eða nokkuð slíkt. Þetta snýst það að í aðdraganda kosninga að þá kemur fulltrúi framkvæmdarvaldsins og reynir að stoppa umfjöllun á mjög svo hæpnum forsendum svo vægt sér til orða tekið. Það er engin brýn nauðsyn og ég held að lögbannsúrræði væri úrræði hérna framkvæmdarvaldsins vegna brýnna ástæða, það er ekkert slíkt þarna. Þetta er búið að vera í umfjöllun í 2 vikur og hérna og það eru kosningar hérna framundan og þess vegna og í því samhengi er þetta ennþá alvarlega. Þetta er fulltrúi framkvæmdarvaldsins og ég held að Alþingi hljóta að skoða það. Ég er náttúrulega ekki lögfróður maður og veit ekki hvernig þessum málum er háttað í nágrannalöndunum, en ég held að hljóta þurfa að vera dómari sem taki ákvörðinu svona hluti en ekki einhverju löglærðir fulltrúar hérna hjá sýslumannsembættum í landinu. En ég ætla sem ekki að lengja þetta en svara með gleði spurninga. Kærar þakkir fyrir þennan inngang. Ég held að sé, ef ég má byrja bara, að nú hafið farið ágætlega yfir eitthvað sjónarmið í þessu og auðvitað er málið í þessum tiltekna farvegi sem það er í en mér langar til að spyrja ykkur og þið komu nú svo sem hálft í hvoru inn á það er að segja til að svona gerist ekki aftur eða svona staða kom ekki upp aftur sko, þurfum við lagabreytingar til þess að ná því fram eða teljiði að þetta snúist fyrst og fremst það að menn sko túlka ekki núgildandi ákvæði rétt og sem sagt hvaða hugmyndir eða tillögur þið getuð haft í því. Þú nefndir Hjálmar að dómari tæki ákvarðanir þessu tagi ef það væri svona í upphafi aðeins hugleiðing þetta og síðan langaði mig að spyrja þig Sigríður Rut hérna sko hefur gerðarþolinn engin úrræði frá því að sem sagt úrskurðurinn er kveðinn upp og fram að því að málið á að fara fyrir dóm. Það eru einhver ákvæði hugsanlega endurupptöku eða eitthvað svona þú kemur bara örlítið inn á það en síðan er það á eftir þá ert þú næstur vilsumur en ef þið myndi aðeins bregðast við þessu upphæði. Já, og ég byrja? Já, ég skal byrja bara á þessari spurningu sem þú endaðir á, sko, hvort að gerðarþolinn hafi engin úrræði. Þetta kannski tengist því að bera saman hvernig staðan er hjá sýslumanni, annars vegar ef það er lagt á lögbannið og hins vegar ef því er synjað. Og þegar lögbannsbeiðandi sendir inn beiðni lögbann að þá er það alltaf ákveðin áhætta. Það þarf að leggja fram tryggingu, það er fjárhagslega áhætta af því að vera að sko þrengja að réttindum gerðarþola með þessum hætti. Sko ég get tala bara það fyrir mitt leyti að þegar ég hef verið hinum megin frá og sendi inn beiðni lögbann þá hefur mér aldrei þótt það óþægilegt að fá synjunina frá sýslumanni. Vegna þess að það þýðir það að ég sem gerðarbeiðandi hef kæruheimild til þess að skjóta málinu með mjög fljótum hætti til dómstóla og fá þá endurskoðun dómstóla á þeirri ákvörðun sýslumannsfulltrúans.
og sem gerðar beiðandi hefur mér þótt það bara þægilegra að vera öruggari með sína niðurstöðu til þess að horfa síðan upp á það að þessi verið að þrengja sko réttindi gagnaðilans. Að sama skapi ef að lögbannið er lagt á, ég tala nú ekki í máli eins og þessa sem varðar þessi grundvallar mannréttindi, að þá lögbannið er bara lagt á, það er þaggað niður í umræðinni. Síðan fær dómari að skoða hvort að það er að staðfesta lögbannið eða ekki. Og þar líður miklu lengri tími heldur en að ef að gerðar beiðandi hefði kært þetta á grundvelli kæruheimildar í lögum, heldur en staðfestingamáli tekur bara mikið lengri tíma. Gæti verið gagnkvæmur réttur? Þar að segja að gerðar þoli hafi sama rétt og gerðar beiðandi? Sko, það þyrfti þá að gerast sko innan þessara viku. Þannig að þarna hefur gerðar beiðandi viku til að höfða staðfestingamálið. Það yrði að gerast innan þessara viku og dómstólar yrði þá bara að hafa þessa viku til að framkvæma það. Þannig að öðrum kosti væri komið í gang sko tvöfalt mál sama hlutin og það gengur gegn lögum. Takk. Hjálmar, vilt þú eitthvað? Sko, að mínu viti sko, eru þarna hrein og klár embættisafglöp að ræða. Það er bara engin önnur skýring. Í aðdraganda þingkosninga á Íslandi að reyna að stöðva lýðræðislega umræðu þar sem við erum að kjósa yfir okkur fólk sem á að setja á öðrum okkur lög og reglur er auðvitað fullkomlega galið og við erum vestrænt lýðræðisríki og við erum sem var kannski ekki aðlaður þessa máls, nánast í að alla í erlendi og þannig að klálega mínu viti það þarf að og svo einhvern veginn er þetta gjörð sem er ekki hægt að endurskoða, er ekki hægt að breyta, er bara þarna næstu 5-6 mánuði, það er bara óskiljanlegt og ófært ástand og að mínu viti þarf það að vera þá dómstól sem tekur þessa ákvörðun. Má ég kannski bæta síðan í? Sko, það sem að þarf að hafa í huga í sambandi við þetta líka er það að lögin eru sett þannig upp og stjórnarskráin og mannréttindasáttmálar með þeim hætti að til þess að takmarka tjáningunni eins og ég sagði þá þarf að sýna fram á knýjandi samfélagslega þörf. Það þarf að sýna fram á knýjandi samfélagslega þörf til að þagga niður í þessari umfjöllun. Það þarf ekki að sýna fram á knýjandi samfélagslega þörf fyrir tjáningunni. Það er öfugt. Og hvað varðar þetta lögbann og hvort að það sé sko réttmætt eða ekki, og ég er sammála Hjálmar að það sé ekki rétt lögfræðileg niðurstaða, að ég hef ekki heldur séð að skilyrði ákvæðisins og lögbann séu uppfyllt. Ég hef ekki séð að það sé byrjuð eða yfirvofandi athöfn að flytja friðhelgisupplýsingar til almennings sem ekki eiga erindi þangað. Það er ekkert sem bendir til þess. Takk fyrir. Þá ætla ég að hleypa Vilhjálmi Bjarnasyni að gera svo verið hjá. Já, ég er nú orðinn dálítið ruglaður í rýminu varðandi lagatúlkun, varðandi þagnarskyldu og friðhelgi og við fljótlega skoðun mína þá kemur í ljós að það eru 142 löggjafir þar sem getið sérstaklega þagnarskyldu. Og er það rétt þá virkilega að þjáningar þörf og tjáningar friðhelgi blaðamanna sé meira heldur en annara í þessu landi og víkja þá þessi ákvæði í þessum 142 löggjöfum fyrir tjáningarfrelsi blaðamanna. Er það skilningur lögmannsins? Já. Þá er ég farin. Ég nenni ekki sitja svona bulli. Við þarfum að fara á fund annars staðar. Þórhildur Sunna, gjörðu svo vel. Já, svo komið sæl, takk fyrir að koma ykkar. Mér langar aðeins að tala við ykkur réttarstöðu gerðarþola og hvernig, ég langar að heyra frá þér Sigríður kannski, hvort þú getur aðeins talað bara ef þú mátta, hvort þú getur aðeins talað hvernig hvernig stundin var upplýst sína réttarstöðu í þessu máli, hvort að það hafi farið eftir lögunum og kannski líka þessa undanþágu að hafa ekki beðið eftir þeirra lögmanni. Svo langaði mig að spyrja út í næstu skref í málinu, munið þið fara fram á einhvers konar endurupptökubeiðni eða bíðið bara eftir þessari eftir þessari kæru til dómstóla eða staðfestingu eða hvað sem það myndi vera að kalla. Og svo myndi ég vilja beina þið til Blaðamannafélagsins hvort það standi til að veita
stundinni einhvers konar stuðning, til dæmis með lögfræðikostnaði eða einhverju slíku? Ég myndi gerne vilja vita það. Takk. Gjörðu þið svo vel. Takk. Varðandi það sem sagt að það gafst ekki tóm til þess að kalla til lögmann af því að það er farið án þess að það sé verið að boða fyrst, að þá er farið sem sagt að fer fulltrúi sýslumanns og gerðar beiðandi bara á starfsstöð gerðarþola. Þetta er vissulega gert með vísan til ákveðina lagaheimildar. Ef ég man rétt þá er það 21. grein aðfararlaga, nú lít ég á hann Brynjar kollega minn, fyrrum kollega minn. Mér minnir þessi 21. grein aðfararlaga sem að heimilar slíkt, það er undantekningaregla. Það þarf að vera ákveðin skilyrði sem eru uppfyllt og ég fæ ekki séð í þessu máli að það svo sé. Ég veit alveg að þetta hefur verið gert áður í lögbannsmálum. Ef ég man rétt þá var þetta gert í máli sem að síðan var hæstaréttardómur Jónínu Benediktsdóttur gegn 365. En að meginstefnu til og samkvæmt minni reynslu að þá hefur verið í slíkum málum mun oftar farið bara þessi hefðbundna leið að boða gerðarþola. Honum gefst þá tóm til þess að hringi lögmann. Lögmanninn gefst tóm til þess að skila athugasemdum, jafnvel skriflega, svo hefur verið yfirleitt í þessum málum sem ég hef komið að. Það þykir mér vera eðlilegri afgreiðsla. Að öðrum kosti að þarf að hafa í huga þegar ég segi þetta sé undantekningaregla, þá þarf að hafa í huga hvaða réttindi eru þar undir. Það er til dæmis 7. grein mannréttindasáttmálans og 70. grein stjórnarskrár réttláta málsmeðferð. Hún á ekki bara við réttláta málsmeðferð fyrir dómi og það að hafa nægan tíma til undirbúnings málsvarnar skiptir máli. Hluti af 7. greinar réttindum er jafnræðisregla, sérstök jafnræðisregla sem að kallast equality of arms reglan á ensku. Og þegar að þannig háttar til að yfirvaldið fær bara lögbannsbeiðnina, veitir gagnaðalega ekki til, tíma til þess að veita andsvör, fær þannig ekki mótrökin, fer bara með gerða beiðanda og leggur á lögbannið að hans beiðni, meðal annars eins og í þessu tilviki án þess að nokkur lögmaður hafi tækifæri til að koma hvorki skriflegum athugasemdum né vera viðstaddur. Ég set spurningamerki við hvort að þarna, í fyrsta lagi held ég nú reyndar að það sé mjög hæpið að halda því fram að 21. greinin hafi verið uppfyllt, að þessi skilyrði til þess að gera þetta svona hafi verið til staðar, ég er ósammála því. En þar fyrir utan að þá verðum við að hafa þessa 7. grein í huga og þessa réttlátu málsmeðferð. Má ég rétt aðeins fylgja þessu eftir, ég tók eftir í 9. grein þar að talað að sýslumaður beri ábyrgð á því að tilkynna gerðarþola réttarstöðu sína, eins og ef hann væri dómari í einkaréttamáli. Getur kannski bara aðeins útskýrt hvað það felur í sér og hvort að þetta hafi verið uppfyllt í þessu máli? Já, nú náttúrulega var ég ekki á staðinum. Þannig að ég vil svo sem kannski heldur ekkit vera að útmála með nákvæmlega hvað fyrir fram við slíkar athafnir sem að beinast gegn hagsmunum umbjóðanda minna almennt. En leiðbeiningarskylda í þessum lögum er bara í grunninn eins og bara hvað er það 7. grein stjórnsýslulaga leiðbeiningarskyldu stjórnvalda á hverjum tíma. Það er náttúrulega sérstaklega mikilvægt að hennar sé gætt við slíkar aðstæður eins og þessar, það sem að lögmaður er ekki til staðar sem getur hagsmuna gerðar þolans. Þetta felur það í sér að sýslumaður á þarna að veita gerðar þola upplýsingar réttindi sín. Ég ætla ekki að tjá mig það að þessari stundu hvort það hafi verið gert með fullnægjandi hætti eða ekki. Hjálmar, allar hún að bregðast við? Já, ég stundi nú þetta sjálfstæði fjölmiðil og ég vænti þess að þeir hafi fjárlegt bólmagn til þess að kosta sínar varnir, en ég get fullir það að það mun ekki, að félagsmenn í Blaðamannafélaginu muni ekki líða fyrir það að fá ekki lögfræðilega aðstoð ef á því er að halda. Það er þannig og við höfum gert það í öðrum tilvikum þar sem að ekki hefur verið til að dreifa til að mynda útgefanda sem að hefur tekið ábyrgð á umfjöllum sem hefur birst. Að þá hefur Blaðamannafélagi komið að því og það mun ekki gerast, allavega ekki meðan ég er formaður í þessu félagi, að menn get ekki notið eðlilegra málsvarnar í málum sem varða tjáningarfrelsi. Takk fyrir það. Svandís, gerðu svo vel. Já, takk fyrir að koma og Sigríður, takk fyrir þína góðu yfirferð yfir málið og flest svör eru komið fram, en mér langar kannski fyrst og fremst til að spyrja þig
Sko þess að hér að ræða grafa alvarlegt inngrip í lýðræðislega umræðu og ögur stundum og segja svona í þessu á kjörtímabili eða rétt fyrir kosningar og þannig ég vil spyrja þig það því að þú ert í þessari stöðu að vera lögmaður fjölmiðils og fjölmiðla. Erum við ekki í raun og vera að tala mjög sögulegan viðburð? Ég meina, eitthvað sem er sambarilegt sem við getum vísað í eða sem við getum hort til í löndunum í kringum okkur eða eitthvað slíkt þar sem að ríkisvaldið grípur inn í með svona rosalega drastískum hætti að stoppa umfjöllun þessi bannvænu tengsl milli viðskipta og stjórnmála sem eru mjög í brennidepli einmitt varðandi rannsóknarskýrslu Alþingis sem þú bendir á. Að því að maður hefur áhyggjur af því að hér séum við í raun og veru kannski að upplifa sögulegri tíma heldur en við kannski áttum okkur á með að við stöndum í þeim miðjum. Þannig að fá okkur komment á þetta og Hjálmar sko þá nákvæmlega kannski svipað það sem að lítur að stöðu fjölmiðla og nú vitum við að Guardian hefur undir höndum sömu gögn og ég meina hefur blaðamannafélagið sett sig í samband við Guardian, ég meina eru einhverjir eitthvað sem að fjölmiðlar á Íslandi eru að afhafast núna í ljósi þessar umfjöllunar og í ljósi þess hversu stórir viðburðir þetta eru sem við erum að sjá hérna í sögu íslenskra fjölmiðlunar og samskipta þeirra við ríkisvaldi. Já. Takk. Söguleg fordæmi. Frábær spurning. Það eru, sko ég gæti haldið langan fyrirlestur fordæmi frá mannréttindadómstólnum svona stjórnmálaumræðu. Sko stjórnmálaumræða eða það sem að dómstóllinn kallar political speech, hún skilgreint vítt, ekki þröngt. Hún varðar öll þjóðfélagsumræðu og umræðu efni og það sem að samfélagi getur verið að tala hverju sinni. Við erum með dæmi ég er að reyna að punkta á meðan ég tala. Við erum með dæmi sko allskyns umfjöllun bæði hjá Hæstarétti og hjá dómstólnum í Strasbourg þar sem að svona sjónarmið koma til skoðunar og lagt áhersla á. Hvað varðar stjórnmálaumræðu og þá sérstaklega hún mikilvæg, þá nýtur hún aukinnar verndar og sérstaklega mikilvægt einmitt í aðdraganda kosninga eins og þú tekur fram. Það endalausi dómar eins og ég sagði áðan en það sem ég nefndi áðan Feldek-dóminn. Hann er mjög mikilvægt fordæmi sko samtal þjóðar sem varðar atriði sem stuðlað lýðræðislegri framþróun. Og ég vil meina að hrunið og umræðan sem var í kringum það og eftir það gerir það verkum að þetta nákvæmlega sömu sjónarmið og í Feldek. Það sem að ég get bent á í sambandi við umfjöllun Hæstaréttar í sambærilegum efnum til dæmis mál Eiðs Smára. Vegna þess að í þeim dómi þá fjallar það náttúrulega ýmis atriði sem komið til skoðunar sem kannski snert ekki þetta en það atriði sem ég vil nefna núna að í þeim dómi fjallar Hæstiréttur sérstaklega hrunið og að umræða fjármálagerninga, einstaklinga og fyrir hrun sé atriði sem þurfi að ræða og í því máli vék friðhelgin meðal annars, ekki bara en meðal annars á grundvelli slíkra sjónarmiða að hrunið veiti tjáningu aukna vernd. Annar dómur sem að svona kemur til skoðunar svona sjónarmið, allavega voru til umfjöllunar og var haldið fram á málsalum Jón Steinar Gunnlaugsson gegn Þorvaldi Gylfasyni. Þar var umræðan kosningu stjórnlagaþings og þar kom þetta til umræðu í málflutningnum og málflutningsgögnum. Aðdraganda kosninga vil ég nefna dóm Hæstaréttar í máli Gauks Úlfarssonar gegn Ómari Valdimarssyni. Þar, vegna þess að eitt af lykilatriðunum varðandi það sem Hæstiréttur skoðar og Mannréttindadómstóllinn að setja ummælin sem verið að stefna út af í samhengi, þetta náttúrulega ekki lögbannsmál, þetta meiðyrðamál, en gilda nákvæmlega sömu sjónarmið. Þannig að það verið að setja ummælin í samhengi, það verið að útvíkka samhengi sem ummælin eru skoðið í, það bannað að skoða ummælin bara í vakúmi.
og voru að skoða heildarsamtalið og ég hef ennþá ekki séð dóm sem að hefur víðara samhengi heldur en Gauks Úlfarsmálið, því að þar eru ummælin sem umræðir, sem að gildisdómur reyndar, sett í samhengi við alla stjórnmála umræðu í aðdraganda kosningana og þannig að þarna aftur þessi tenging hvað varðar aðdraganda kosninga og mikilvægi þess að óheft stjórnmála umræða eigi sér stað á slíkum tímamótum. Aðri dómar sem að hægt var að nefna frá Mannréttindadómstólnum, Fressos-málið, Fressos, F-R-E-S-S-O-Z, og það er enda Fressos and Roar, þar eru stólingögn birt, það var skattframtöl og það var óheimilt að takmarka þá tjáningu. Það var reyndar ekki í aðdraganda kosninga, það var öðruvísi mál en það átti erindi til almennings því það var þjóðfélagsumræða. Annað mál sem að má nefna, Société Plon, það er frekar gamall dómur, franskur, þar var meðal annars leyft að fjalla viðkvæmar heilsufarsupplýsingar forseta með vísan til meðal annars þess að svo langur tími væri liðinn frá því að upplýsingarnar hefðu átt sér stað eða heilsufar hans hefði skipt máli þarna og það var svo langur tími og því lengri tími sem leið þá er umfjöllun í dóminum það að því minni verður friðhelgisrétturinn og því meiri verður tjáningarfrelsisrétturinn og þörfin á umræðinni vegna þess að heilsufar forseta getur skipt máli að skoða söguna og það er einmitt það sem er undir. Við verðum að geta skoða söguna óheft. Takk. Hjálmar. Já, ég held að sé mjög mikilvægt í þessu að við upphefjum okkur yfir þetta venjulega pólitíska þras og reynum ekki að slá einhverja pólitíska keilur í þessum málum. Ég man ekki til þess og ég hef nú fyrst þokkalega með umræðinu síðustu daga að neitt sé að mæla þessu bót, þessu lögbanni. Ég man ekki til þess. Ég held að allir sjáir það að þetta er alveg galið og sérstaklega í aðdraganda kosninga. Og ég meina við viljum ekkert búa í samfélagi held ég þar sem að einhver er í þeirri aðstöðu að hann getur komið í veg fyrir umræðu í samfélaginu. Ég meina þannig samfélag viljum við ekki búa í. Og þannig að ég líti á þetta frekar sem út af kyslu heldur en eitthvað annað. Og ég held að það sé mikilvægt að við horfum á það þannig og metum það þannig og gerum úrbætur sem tryggja það að svona hlutir endurtaki sig ekki. Og ég held að við upplifðum þetta hrun, við upplifðum hvernig þetta samfélag var í aðdraganda hrunsins og eftirmála þess öll sömun. Og það er auðvitað alveg lykilatriði að það sé opin umræða tengsl stjórnmála og viðskipta. Það er bara algjört grundvallaratriði og þetta íslenska stjórnkerfi þarf að vera opið og þarf að opna það, ekki alltaf að loka það. Og ég meina allt of mikið af embættismönnum hér með allt of mikið vald og enga ábyrgð og þurfa ekki að axla ábyrgð á einu eða neinu ef þeir klúðra málum. Takk. Lilja, gjör svo vel. Já, takk fyrir heimsóknina og ykkar innlit. Sigríður, þú nefndir að skilyrði lögbannsins væru ekki uppfyllt og ég er svona búin að vera að tína út úr í þínu málflutningi hvað það væri, en gætirðu kannski bara í stuttumáli listað hvernig þú metur það, hvaða skilyrði eru ekki metið því að það held ég að væri gagnlegt og eigi erindi. Já, nú man ég ekki nákvæmlega orðrétt þetta ákvæði, þetta er 24. grein lögbannslaga, en það sem að helst í mínum huga skiptir máli er það þarf að vera athöfn sem brýtur gegn réttindum. Sú athöfn þarf að vera byrjuð eða yfirvofandi. Og það sem að ekki, það þarf að leggja lögbann við henni vegna þess að það sé ekki hægt að gæta réttindana til dæmis með öðru móti, til dæmis með því að eftir á dæma skaðabætur. Ég tel ekki að þessu sem ég er búin að nefna núna sé uppfyllt. Þegar haldið fram, meðal annars í umræðu þetta mál, að lögbannið sé verið að leggja á vegna þess að þetta varði ótilgreindan fjölda einstaklinga sem kunni að vera í bankagögnum. Ég hef ekkert séð að slík athöfn sé byrjuð eða yfirvofandi að það eigi að birta slíkar upplýsingar. Ég nefndi það reyndar áðan. Þannig að athöfnin er ekki byrjuð eða yfirvofandi. Umfjöllun forsætisráðherra er yfirstaðin
hún er yfirstæðan að búið að birta slíka umfjöllun og marg fjalla það fram og tilbaka, þannig að það uppfyllir heldur ekki hvað varðar þann aðila. Sá aðili er síðan búin að segja að hann sé ekki mótfallinn umfjölluninni. Og aftur vil ég minna á, við erum ekki að tala um friðhelgi í þessu máli, vegna þess að enginn af þessum meintu einstaklingum, ótilgreindu, hefur höfðað lögbannsmál. Þetta er Glitnir Holdco. Síðan er það ekki bætur, það sé ekki unnt að gæta hagsmunana með þeim hætti. Það á bara ekki við Glitnir Holdco. Glitnir Holdco, sko, ef það er birt einhverjar friðhelgisupplýsingar sem ekkert bendir til að sé að fara að gerast og það er ekki, svo sannlega ekki yfirvofandi, þá er ekkert sem að stoppar Glitnir Holdco eða hugsanlega viðskiptavinni eða aðila sem hafa átt hagsmuni við þá að gæta hagsmuni sína gagnvart þeim, en þeir eiga ekki réttinn, það er að segja Glitnir á ekki réttinn sem að skaðabætur þriðjumanns sem sagt eiga við Annað sem ég vil líka taka fram, ég fæ ekki séð og ég get að sjálfsögðu ekki staðfest, meðal annars ég hef ekki hugmynd það, að gögnin séu innan úr bankanum. Hér eru búið að fara fram mikið af rannsóknum, skýrslugerðum, vinnu alls konar embættismanna, lögmanna eftir hrun sem að sýsla með slík gögn og ég hef ekki séð að það sé aðild heldur hvað það varðar að þetta séu gögn bankans. Ég hef séð tölvupósta á þá fjarskiptafyrirtæki að krefjast lögbanns. Mér þykir það jafn fráleitt eins og það að bankinn sé að því eða bankinn Glitnir Holdco. Þannig að aftur, það vantar allt inn í þetta mál. Það vantar að sýna fram á þessi skilyrði. Takk fyrir. Þá er það Oddný, gjör svo vel. Já, takk fyrir það. Þú vitnaðir í rannsóknarskýrslu Alþingis áðan og þar er líka talað að á árunum fyrir hrun hafi það verið svona samfélagsmein, svona ísköld lagahyggja, en andi lagana hafi ekki fengið, hann hafi ekki verið kallað fram í málum sem tengdust bönkunum meðal annars og ég bara spyrja, er það sama að gerast í þessu máli? Og síðan við fáum ekkert niðurstöðu fyrir en eftir að dómur er kveðin upp og það er löngu eftir kosningar. Er einhver lögleg leið til þess að fá úr þessu skorið eða brjóta þessa aðferðalýðræðina bak aftur fyrir kosningar? Er einhver lögleg leið til þess eða hvernig bregðast menn við, bara fólki í landinu og fjölmiðlum þegar að slíka aðferð á sér stað? Já. Mér finnst þetta reyndar alveg frábær spurning með ísköldu lagahyggjuna. Í þessu tilviki er það náttúrulega bara mín persónulega skoðun að við þurfum ekkert að leita langt skammt, við þurfum ekkert að leita í anda lagana. Skilyrði lagana fyrir lögbanninu sé einfaldlega ekki uppfyllt. Síðan lögleg leið, ef að málið á að ganga sinn gang í dómskerfinu núna, þá er fyrirsjáanlegt að það verður ekki úr því skorið fyrir kosningar. Hvað eru nokkri dagar í þær, 9 dagar eða svo. Þannig að það er afskaplega ólíklegt að nokkur niðurstaða verið komin fyrir þann tíma. Ég er afskaplega hikandi við að mælast til þess að löggjafinn hafi eitthvað inngrip í dómsmál. Ég ætla nú samt að nefna það er svo sem fræðilega sé að þetta hugsa sér að setja yrðu bráðabirgðalög ekki á þetta tiltekna mál, heldur að endurskoðun dómstóla á lögbanninu efnislega, hvort skilyrði lögbannsins séu fyrir hendi, hvort það séu þessi 24. grein. Það er að segja eins og ef þetta hefði verið synjað, eins og ég fjallaði áðan, það væri hægt að hugsa sér svoleiðis. Ég er ekki að mæla, þetta er bara möguleiki. Ég er kannski frekar hikandi við að mæla með slíku, vegna þess að já, það er bara erfitt að sjá hversu langt það er mjög vandmeð farið að grípa inn í dómstóla og eðlilega ferla þar.
Takk. Þá það Birgir Ármannsson, gjör svo vel. Já, einhverju leyti nú búið að koma inn á þetta. Ég að bara velta fyrir mér sko tvennu. Annars vegar það auðvitað þannig að, og kannski framhaldið þessu síðasta sem hér kom fram að þá það þannig væntanlega að eina leiðin til þess að fá úr því skorið hvort að lögbannið átti rétt á sér og hvort að það fór fram með réttmætum hætti það að fá niðurstöðu dómstóla í það að fá dómsniðurstöðu það hvort að það voru forsendur fyrir lögbanninu eða hvort að sem sagt framkvæmdin var með réttmætum hætti en aðeins í sambandi við sko vangaveltur forsendurnar þar að segja þá vorum við hér með fyrir gestum að einhverju leyti að velta fyrir okkur líka sko hversu mikið mat væri hægt að ætlast til þess að sýslumannsembættið framkvæmdi í sambandi við það þegar að mismunandi reglur vegast á og niðurstaða byggist hugsanlega ekki á skýrublaga ákvæðum heldur á túlkun og stjórnarskrárákvæði og annað þess háttar. Það einn flöturinn sko og væri gott að fá komment á það. Það sem sagt einhvers staðar einhver mörk í því sko vegna þess að bráðabirgðaaðgerðir að ræða þá sko erfitt að erfitt kannski ætlast til þess að fullt eða djúpt mat eigi sér stað akkurat á þessum tímapunkti og einmitt þess vegna gert ráð fyrir eftirfarandi dómsmeðferð ef lögbann á að standa. En allt það, ég get alveg verið sammála Sigríði Rut það að í svona ytra samhengi málsins að þá velti maður fyrir sér hvort að sko forsendur hafi verið fyrir lögbanninu meðal annars á þeirri forsendu að þarna hugsanlega að ræða mjög sko viðtæka ákvörðun sem nær til margra mjög ótilgreindra hluta. Þetta ekki mjög skýrt afmarkað og atriði sem hafa komið upp í umræðunni eins og málefni fyrrverandi forsætisráðherra höfðu þegar komið í fjölmiðla og verið þar tilefni til umfjöllunar og reyndar má nefna að í fyrra haust eða fyrir jólin í fyrra átti sér stað ákveðin fjölmiðla umfjöllun fjárhagsmálefni hæstaréttardómara sem virtust eiga sér svipaðan uppruna þó ekki sé fullyrt hvort það sá sami sko. Þannig að og eins náttúrulega velti maður líka fyrir sér þeim fleti í sambandi við þetta að bannið auðvitað takmarkað að því leyti að það lítur bara að umfjöllun tiltekinna fjölmiðla og það vitað að minnst að einn erlendur fjölmiðill hefur haft aðgang að þessum gögnum og hugsanlega hafa gögn af þessu tagi verið í umferð víðar, það ekki útilokað og þá velti maður fyrir sér sko hvort að sýslumaður getur farið í mat á því þegar hann horfir á þessa þætti sko hér að ræða lögbann en mun það ná tilgangi sínum sko. Það spurning sem vaknaði hjá mér þegar maður fór að velta þessu fyrir sér að því að aðgerðin sem slík kynni þá að vera sko tiltölulega mjög íþyngjandi fyrir tiltekna aðila, þar að segja gerðarþola í þessu máli, án þess að aðgerðin sem slík næði tilgangi sínum sko. Það bara hugleiðingar þetta. Já, gjörðu það svo vel. Sigríður Rut, þess að var held ég fyrst og fremst myndið þín. Já, heyrðu, mér finnst þetta að vera alveg frábæra athugasemd og þarft innlegg í umræðuna. Það hárrétt að sko matið sem sýslumaður á að framkvæma náttúrulega bara þessi hvort að skilyrði í 24. grein séu uppfyllt eða yfirvofandi athöfn og svo framvegis eins og ég fór í gegnum áðan. Það hins vegar þannig að þetta lögbann svo víðtækt að sýslumaður með því að leggja það á í raun og veru að taka sér miklu stærra mat heldur en sem því nemur. Hvers vegna? Jú, vegna þess að með þessu
sko það sem gerist við svona gagnaafhendingu eða leka til blaðamanna er að sko ábyrgir blaðamenn, fjölmiðlar sem að gegna skyldum sínum að lögum á réttan máta, þeir fara með gögnin inn á ritstjórnarskrifstofur og þar fer fram mat á því hvað eigi erindi til almennings. Það er ákvörðun hvað á erindi til almennings og má birta og hvað má ekki birta. Það er ákvörðun sem tilheyrir ritstjórninni, ekki sýslumannsfulltrúa. Sko, sú ákvörðun á síðan auðvitað undir endurskoðunarvald dómstóla, ekki sýslumannsfulltrúa. En með því að segja bara sem svo að allt í þessum tilteknu gögnum eða hugsanlegu gögnum, hver sem þau annars kunna vera, hugsanlega ótiltekna aðila, hversu margir sem þeir kunna vera, að það er ekkert þar sem á erindi til almennings að mati, ekki að mati ritstjórnar, ekki að mati dómstóla, heldur að mati sýslumannsfulltrúa. Og bara lítið svona aukaatriði er sjálfstæði dómsvaldsins og dómara og dómstóla versus síðan framkvæmdavaldi sem að taka þessa ákvörðun. Nú sýslumenn eru undir hverjum? Ráðherra, hvernig verið að fjalla? Ráðherra. Þannig að þið sjáu strax þessa skekkju sem þarna verður til. Þannig að ég vil strax það fyrsta með þetta mat sýslumanns að sko orðalag lögbannsins eins og það er og búið að birtast í fjölmiðlum berða með sér að þetta mat á hvað eigi erindi til almennings er tekið frá ritstjórn sem ber ábyrgð á slíku mati og skyldur samkvæmt því. Það er tekið frá dómstólum og fært inn á skrifstofu hjá sýslumanni. Það á ekki heima þar. Það er það sem er brotið á tjáningarfrelsinu meðal annars. Það er allt of víðtækt. Ég held sko einmitt sko að hérna, og það er það sem maður skilur ekki sko, þannig að þessar upplýsingar eru búnar að vera í tæpan hálfan mánuð, opnar og búið að skrifa það. Og hérna, mikið lengur það. Rannsóknarskýrslunni. Já, en allavega í þessu fallinu og í aðdraganda þessara kosninga eða hvort sem það tengdist því eða ekki að þá hérna og þess vegna er þetta svo óskiljanlegt að sýslumaður hafi metið það þannig að það bæri brýna nauðsyn til þess að leggja lögbann við þessu sko. En ekki hafnað því sem hefði þá verið hægt að kæra til dómstóla sem hefði verið mun hérna og manni hlýtur að finnast að það sé hérna gat í kerfinu að þetta geti tekið svona langan tíma að fá úrlausn réttmæti lögbannsins. Ætlar að bæta við aðeins? Já, það var bara seinni liðurinn í spurningunni með þetta, sko, það er takmarkað við þessa tvo fjölmiðla, lögbannið, og hvort það nái þar með tilgangi sínum, að eina vísireglum frá mannréttindadómstólnum sem að varða tjáningarfrelsið er, sko, þessi svokallaða vísiregla endursögn úr fjölmiðlum. Það erum við með Salov-dóminn, við erum með Þorvald Gylfason-dóminn meðal annars og mikið fleiri og og Eið Smára. Það sem þegar er búið að fjalla í fjölmiðlum er ekkert hægt að stoppa. Og meðal annars þess vegna þá bara var það ekkert af því að það væri verið að leggja lögbann við fréttirnar sem þegar voru búnar að birtast. Sko. Fyrir nú utan það að sjálfsögðu fellur ekki undir skilir ákvæðisins, það væri þá athöfn sem þegar er gaf gengin. En allt að einu, þetta er stór punktur að það er ekkert sem bannar öðrum fjölmiðlum að fjalla hvorki, sko frómt frá sagt að fjalla gögnin, fái þeir aðgang að gögnunum, þá mega aðri fjölmiðlar frómt frá sagt fjalla það sem í þeim það er ekkert lögbann á neinum öðrum og síðan má hver sem er tjá sig það sem þegar hefur birst, draga því ályktanir, setja fram sína gildisdóma og svo framvegis, eins og bara svo orðfæri tjáningarfrelsismálina sé nota. Eða ef nýr fjölmiðill var stofnaður, sem nú frekar einfalt mál í dag að setja fjölmiðil á netinu á laggirnar og hefði þessi gögn undir höndum, þá gæti hann haldið áfram, lögbanni næði ekki til hans. Ég meina og svo bara vitað að allavega einn erlendur fjölmiðill hefur þegar aðgang. Takk fyrir þetta, þá er það Hildur, gjörðu svo vel. Takk fyrir komin á frábæra mjög skýra og fræðandi yfirferð. Já, sko, margt sem ég langar að ræða, en ég ætla að reyna að halda mig við ætlum að reyna að hugsa í lausnum. Það er svo skemmtilegt. Sko, ég held að við séum öll hérna sammála og það er sko varðandi umfjöllun fjármálamálefni forsætisráðherra sem hafa á einn eða annan hátt bæði setið, sko, sætt rannsókn fyrir 10 árum síðan og verið í umfjöllun alveg síðan.
sé algjörlega fáránlegt að sé sett einhvers konar lögbann á einhvers konar umfjöllun hann og í talningi þessum tímapunkti. En sko, fulltrúar sýslumanns sátu hér í morgun og sögðu að þau tækju í rauninni ekki efnislegt mat á þessu, þeir hefðu hafnað einhverjum þætti umsóknarinnar og svo framvegis. Afhendingu gagnanna, það búið að dæma það í Jónínu Ben. Já, akkurat, við fjöllum aðeins það líka í morgun, þið er öll átt að vera bara saman, það er því spara okkur svolítið tíma. Nei, allavega, ég aðeins að velta fyrir mig, minna þessi grunnurinn að þessu öllu, sko, friðhelgi og gagnvart almenningi sem ekki ráðamenn og svo þessi tjáningafrelsi og upplýsingar til almennings. Og mér finnst þetta, og þá einhvern veginn eins og ég kom inn á gagnvart sýslumanni, sko, af hverju var ekki einhvern veginn augljóst að það var hægt að taka forsætisráðherra út úr þessu mengi. Það er ekki augljóst. Ég meina, bussi frá alveg stífulögfræðinni, við erum bara í mannheimunum, er það ekki augljóst. En svo virðist einhvern veginn ekki vera, og ég veit svo sem ekkert meir það. En ég að velta fyrir mér, og þú orðar þessu svo, að það liggi ekkert fyrir að friðhelgis upplýsingar ekki ráðamenn eða eitthvað slíkt. Eitthvað sem eigi ekki erindi til almennings. Akkurat, að það liggi ekkert fyrir það að það ætti að birta eitthvað slíkt. Og þetta finnst mér mjög áhugaverður punktur. Og ég að velta fyrir mér, það eitthvað mögulega, við erum að reyna að hugsa í lausnum til framtíðar, sko, sem hægt að skerpa á í löggjöfinni með það að setja einhvers konar þá meiri ábyrgð á viðkomandi fjölmiðil eða eitthvað slíkt að við setjum aðeins meiri ábyrgð þarna, því að ef við erum einhvern veginn í þeirri stöðu að þarna hefur einhver aðili ástæði til þess að ætla að þarna gætu farið út trúnaðarupplýsingar sem eiga ekki erindi við almenning, en viðkomandi aðili sem með þeirra upplýsingar segir nei, það liggur ekkert fyrir að ég mun ekki gera það, að það sé pínu pattstaðan. Og ég svona velta fyrir mér hvort það sé mögulega hægt að hvernig einhvern veginn best að leysa úr þessi pattstöðu, því að mér finnst þetta pínu svona grunnurinn, sko, og maður skilur alveg umræðinni svona býtun af hverju að vera automatist að gefa sér að stundin ætla að birta upplýsingar 1000 einstaklinga, en það heldur ekki hægt að fullyrða að stundin hefði aldrei nokkuð tíma að gert það, að það sé pínu hefði aldrei ætlað að gera það. Já, eða þú veist, það er ekki hægt að fullyrða hvorugt í rauninni, þannig að það er svona bara hvort það sé einhver svona glufa í rauninni í lagakerfinu. Já, ég get reyna sko fyrst kannski aðeins komið inn á þetta, vegna það er mjög einfalt svar við þessu niðurlagi, sko, að athöfnin þarf að vera byrjuð eða yfirvofandi. Það er ekkert sem sýnir fram á það er ekkert sem bendir til þess að sé yfirvofandi að fjalla einstaklinga. Það er ekki neitt. Og annað með svona lögbönn sko á umfjallanir er að sko það væri eðlilegast að það væri sett lögbönn á umfjöllunum efnisatriði. Ekki lögbönn á það að fjölmiðlar megi ekki framkvæma mat gögn og hvað í þeim eigi erindi til almennings. Það er bara, þá erum við nálgast sko hins stjórnarskrárvarin réttindi frá rangri hlið. Þannig að, og aftur þetta er ekki efni, þetta er gögnin og það er bara of langt gengið vegna þess að það tekur matið af ritstjórninni og færir sýslumanni það í þessu tilviki og svo er þetta til endurskoðunar hjá hérna dómstólum. Meiri ábyrgð fjölmiðla. Mér finnst frábært að þetta komi fram, en þess að þetta gefur mig tækifæri til þess að segja hérna, fara með þeir eru náttúrulega komið alveg rosa leið á mér en alltaf leið. Sko, við þurfum að gera okkur grein fyrir því að fjölmiðlar sæta gríðarlegri ábyrgð nú þegar, lögum samkvæmt, og eru undir mjög ströngum skyldum nú þegar, og lagaumhverfi og starfsumhverfi fjölmiðla er með þeim hætti að það er miklu frekar hægt að segja sko að það sé engin skilningur á hversu ströng svo ábyrgð er og hversu miklar þær skyldur eru. Það við ættum frekar að hlúa að starfsumhverfi fjölmiðla og gera þeim kleift að gæta að þessum skyldum sínum á sko eins góðan máta og hægt er, frekar heldur en að sækja að þeim. Lítið dæmi. Bara svo ég fá bara því að ég var raunin ekki kannski að tala ábyrgð fjölmiðla svona per se, ég var meira að hugsa sko hvort það verður að búa til einhvers konar verklag eða eitthvað sem væri pínu svona tékklisti varðandi það út frá þeirri bara því grundvallar, sko, þú tekur aldrei trúnaðarupplýsingar tilbaka, en þú getur alltaf bætt úr nægum upplýsingum. Að það hvort það sé einhvern veginn að mæta Sko þessi checklisti sem þú nefnir, við skýrt að setja það hann fram, hann er til
Hann er til og það er bara, sko, og þekkingin á honum er inn á ritstjórnarskrifstofum ábyrgra fjölmiðla sem gegna skyldna sinna vel og vandlega eins og í þessu tilviki það sem fer fram munurinn á aðferðafræði Wikileaks og Panama-skjalana er að það í Panama-skjölunum var ritstjórnarmat á meðan Wikileaks dömpar öllu og segir þið bara ráðið hvað af þessu erindi til almennings, það er ekki okkar að meta það. Ég tel að sú aðferðafræði sé lagalega röng en aðferðafræði Panama-skjalana þar sem að ritstjórnir fara yfir gögnin og taka úr það sem á ekki erindi til almennings, við þurfum að hlúa að þeim og gefa fjölmiðlum færi á að gegna þeim skyldum sínum og það gerum við til dæmis með því að passa upp á að þegar verið að fara í fráleit meiðyrðamál sem að ég hef nú oft komið að þá þurfum við að til dæmis með ekki vera að fella niður málskostnað það er að fjölmiðlar eru að vinna slík mál aftur og aftur, vinna fjölmiðlar mál en fá ekki dæmda málskostnað þrátt fyrir það þessi skýr ákvæði í lögum með einkamála að þeir eigi að fá málskostnað. Ég má Hjálmar, örstuð bara þá held ég þurfum bara að treysta þeirri fagmennsku sem og því mati sem fer fram á ritstjórnum víðum land og alls þar í heiminum og það liggur fyrir í dómum Mannréttindadómstólsins þar sem við snúið við niðurstöðu Hæstaréttar það er tvennt sem hann leggur til grundvallar Mannréttindadómstólsins annars vegar að svo blaðamennskulega vinna sem fer fram sé hnökralaus og hins vegar að umræðuefnið eigi erindi við almenning og ég meina ef að þessi tvö skilyrðum er fullnægt þá hefur Mannréttindadómstóllinn snúið við dómum Hæstaréttar sem hann hefur raun að gert 6 sinnum á síðustu frá Þorgeirsmálinu og sérstaklega núna undanfarin og ég meina það raun að veru ég get eiginlega bara sorglegur sá litli skilningur sem að íslenski dómstólar hafa sýnt vinnu blaðamanna og það mætti með ýmsum hætti styrkja það og Alþingi gæti komið að því og það er mikið talað að styrkja innviði og það er talað að styrkja innviði samgöngukerfisins og menntakerfisins og heilbrigðiskerfisins en aldrei talað að styrkja innviði lýðræðiskerfisins. Það er bara látið reka á reiðanum meira og minna og menn bara dæla peningum í RÚV og RÚV má vera á skulum við aðeins eins og maður segir það vill nú svo skemmtilega til að nefndin lét vinna fyrir sig skýrslu sem var nú að berast inn á borð og var að frumkvæði Brynjars Níelssonar sem að ber nafnið skýrsla dóma Mannréttindadómstóls Evrópu tjáningarfrelsi fjölmiðlafólks á Íslandi 2012-2017 sem er tekið saman af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands þannig að við erum svo sannarlega að skoða málið en Brynjar gjör svo vel. Já, Sigríður, þú ert góður lögfræðingur. Þakka þér fyrir Brynjar sem við leiðist. Þú lærði mikið þegar þú varst á kúrsus. Já, þér. Ég sagði bara þú varst á kúrsus. Ég lærði af þeim bestu. Það er mjög erfitt fyrir okkur að því við erum að fjalla hér úrskurð sýslumanns sem auðvitað hefur þetta samkvæmt lögum að framkvæma þetta þó við getum svona kannski rætt að sérstaklega síðar hvort þetta ætti að vera hjá dómstólum eða ekki en það er mjög erfitt fyrir okkur að ræða við því hvort að skilyrði laganum kyrrsetningu og lögbann sé uppfyllt af því við höfum engi gögn og við vitum ekkert en það var að ræða við þig áðan það hvort þetta skilyrði væri að atvik væri yfirstaðin eða yfirvofandi og þú sagðir ef ég heyrði rétt hún er nú yfirstaðin varðandi forstöðuráðherra og það stendur ekki til að tala um aðra. Nei, ég veit ekkert um það. Ég er ekki fjölmiðillinn. Ég segi að það er ekkert sem að við bent til þess. Já, ekkert sem bendir til þess. Nei, það er ekkert sem að liggur fyrir að slíkt standi til. Það er það sem ég segi. Og þá veltið maður þetta fyrir sig hvaða vesenið þá þó lögbanni sé núna á meðan dómstólar kveða þá úr þetta. Af því að það má ekki vinna neitt úr gögnunum, það má ekki framkvæma matið hvort þetta eigi erindi til almennings. Nei, þess vegna spyr ég ef það er ekkert verið að gera það liggur ekkert fyrir það. Ég er ekki blaðamaður, ég er ekki að framkvæma þetta mat, ég er ekki að vinna upp úr þessum gögnum, ég er ekki með aðgang að þeim. En allt í lagi, að því við erum að tala hins vegar sýslumannin. Að þá virðist þess að sé gerð krafa því að Hjálmar sagði að vera embættisafglöp. Að nú er það þannig að í stjórnarskránni er löggjafinn heimilt að takmarka tjáningarfrelsi. Hann gerir það með mjög skýrum hætti í 58. greininni, ekki?
Jó, býta, leið maður að klára. Hann gerir það. Það er, Nei, ég er ósammála. 58. grein er takmörkun á tjáningarfrelsi. Já, í vissum tilvikum. Já. Og geta menn ætlast til þess að sýslumaðurinn fari ákveða það að meta það eftir að lögbannsbeiðni kemur hvort að löggjafinn hafi nú farið gegn stjórnarskránni og skert með þessum hætti í 58. greininni tjáningarfrelsi. Það er auðvitað dómstólana að skera úr það og hann er auðvitað bara í þeirri stöðu að hann, löggjafinn hefur takmarkað þetta með þessum hætti og hann greinlega metur það að skilji lagan og lögbann og kýrsengur sér uppfyllt og hann metur það væntanlega að ef ég verð ekki við lögbannskröfunni að þá verður óafturkræft tjón áður en dómstólar búin að kveða. Er þetta eitthvað óeðlilegur prósess? Þó að við getum verið sammála það að þetta er algjörlega vonlaust við þessar aðstæður og það eru kosningar og allt það, en sýslumaður kannski getur auðvitað ekki tekið tillit til kannski endilega. En er þetta ekki bara staðan? Hvað lærir í kúrsum sem þetta? Ég held þú sést búin að svara þessari spurningu raunar sjálfur. Já. Vegna þess að, og þú ert í rauninu búin að segja það sem ég ætla núna að fara að segja, Brynjar. Vegna þess að þú sagðir, er það ekki dómstóla að skera úr 58. grein? Dómstólar ekki búinir að því en það er búið að takmarka tjáninguna og með því að takmarka tjáninguna þá tekur sýslumaður sér það vald að ákveða að stjórnarskrárákvæðið megi takmarka. Það vald tel ég að sýslumaðurinn eigi ekki og að það sé dómstólana að ákveða hvort að 58. greinin eigi við eða ekki eins og þú sagðir sjálfur. Þá ertu að segja að lögbann getur aldrei komið til við þessar aðstæður. Já, það er mín skoðun. Þetta var skýrt. Þá er mælendaskráin tæmt. Ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna og greinagóð svör og umræður. Bið ykkur enn og aftur afsökunar á því hvað þetta hefur dregist úr hófi. Kæra þakkir. Takk sömuleiðis. Benda á einhverju áhuga að lesa yfirlýsingu blaðamanna sem vegna þessa máls og þá værum við hér. Takk. Taka hann og senda hann frá okkur. Má ekki taka hann og senda hann frá okkur. Jú. Það er gefinn fullur tími til tjáningarfrelsis á þessum fundi eins og ég hafi tekið eftir, þannig að ég ber enga ábyrgð á því hvað fundurinn er langur. Nei, ég bara láta það við. Já. Góðan dag. Góðan dag. Og verið hjartanlega velkomnar á fund stjórnskipunar og eftirlitsnefndar. Það er sem sagt Arna Skram, nefndamaður í fjölmiðlanemnd og síðan Heiðdís Lilja Magnúsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanemndar. Ég vil byrja á því fyrir hönd nefndarinnar að biðja ykkur innilega afsökunar á því hvað dagskráin hefur riðlast hjá okkur, en við erum nú einu sinni að fjalla um tjáningafrelsi og menn tala mikið og ég biðja ykkur að virða það við okkur og þetta hefur tekið hennar tíma. En við viljum gjarnan gefa ykkur, eða hvernig þið viljið skipta því með ykkur, kannski bara nokkrar mínútur til þess að svona lýsa ykkar viðhorfum til fundarefnisins sem er vernd tjáningafrelsins og auðvitað vitum við öll hvert er tilefni, þannig bið ykkur um stuttan inngang og síðan fá nefndamenn tækifæri til að spyrja og ræða við ykkur. Gjörið svo vel. Ég ætla kannski að fá að byrja. Ég er fulltrúi í fjölmiðlanefnd. Ég er ekki löglærð en sitt þar á grundvelli langrar reynslu í fjölmiðlum, var blaðamaður mjög lengi og við hlið mér situr Heiðdís og hún er lögfræðingur nefndarinnar. Ég vil svona þá bara minna á að ég kem þá sem fulltrúi í nefndinni, fjölmiðlanefnd, og minna á að í 1. grein laga um fjölmiðla segir að tilgangur fjölmiðlalaga sé að stuðla að tjáningafrelsi. Og hlutverk nefndarinnar er að hafa eftirlit með þeim lögum og þar segir meðal annars um þetta hlutverk
að henni, þar að segja nefndinni, sé ætlað að vinna því að standa vörð tjáningafrelsið og rétt almennings til upplýsinga og þar með standa vörð fjölmiðlafrelsið sem því þekki vantilega skilgreininguna á. Í lögunum einnig kveðið á hlutverk og skyldur fjölmiðla, ef þið skildið ekki þekkja lögin, og meðal annars sagt að þeir skuli haldi heiðri lýðræðislega grundvallarreglur og standa vörð tjáningafrelsið. Þannig að tjáningafrelsið rauður þráður í gegnum þessi lög. Lögbann því undantekning, eins og ég held að nær flesti sem hafa tjáð sig í þessar umræðu eru sammála undantekningin frá meginreglunni tjáningafrelsið. Í lögunum sömuleiðis talað ábyrgð fjölmiðla og þeirra sem rita í slíka miðla, en það hlýtur þá að sama skapi að vera í höndum fjölmiðla að meta þá ábyrgð og þar með hvað eigi erindi til almennings en ekki annarra. Til eru þrír ólíkir aðilar sem fjalla hugsanlega brot fjölmiðla á þessum skildum sem koma meðalans fram í fjölmiðlalögum og öðrum lögum líka, og þessir aðilar eru hugsanlega brota fjölmiðlalögum og siðareglum sem stéttin hefur sett sér, og þessir aðilar eru siðanefnd Blaðamannafélags Íslands, fjölmiðlanefnd sem við sitjum hérna fyrir og dómstólar sem taka þá fyrir meiðyrðamál. En þau úrræði ganga út frá því að leita sér til þeirra eftir á, það að segja eftir að efnið hefur verið birt. Og að því sögðu vil ég líka einnig minna á, og ég veit ekki hvort það hafi komið fram nógu skýrt í þessari umræðu, að í fjölmiðlalögum ákvæði vernd heimildamanna og þar sem sagt réttarvernd blaðamanna í þeim efni mjög skýr. Það að segja þeim hreinlega óheimilt að gefa upp nöfn heimildamanna sinna hafi heimildamenn óskað eftir því. Og það því ljóst í mínum huga minnsta kosti að þegar fulltrúi sýslumannsins tekur sér það besta leyfi að birtast fyrirvaralaust á ritstjórnarskrifstofum fjölmiðils, þá verið að vega eða ógna þeirri vernd sem kveðir á fjölmiðlalögum vernd heimildamanna og skyldum blaðamanna til að vernda þá, og leið verið að ógna öryggi heimildamanna vegna þess að þetta eru ritstjórnarskriftir sem eiga að geta haft gögn í höndum sem enginn á geta komist í nema þeir sem þar vinna, og leið að með því að ógna þessu öryggi þá erum við líka að vega að trausti heimildamanna og jafnvel draga úr líkum að því mögulega að gögnum eða efni sem komi til fjölmiðla sem heimildamenn vilja ekki gefa upp að þeir hafi komið til þeirra. Það að segja, og það getur líka haft áhrif á þá aðgengi fjölmiðla að slíku efni ef þessu svona trúnaðartraust ef vera veg á þessu trúnaðartrausti. Þetta svona það sem ég vildi nefna svona í upphafi, en Heiðdís Lilja vil ef til bæta. Já, ég mætti bara aðeins bæta við. Við erum náttúrulega hérna til að tala tjáningafrelsið, það efni fundarins, og tjáningafrelsi og fjölmiðlafrelsi eru náttúrulega órjúfanlega samofin hugtök. Ef ekki væri tjáningafrelsi þá væri engin frjálsi fjölmiðlar og þá væri engin frjáls lýðræðisleg umræða og þá hefði almenningur takmarkaðan aðgang að upplýsingum. Og þegar við erum að tala upplýsingar sem miðlaðar til almennings þá skiptir auðvitað máli, þá skiptir aldur og tímasetning máli í því samhengi, og upplýsingar sem miðlaðar degi fyrir kosningar eða viku fyrir kosningar hafa auðvitað ekki sama vægi eins og upplýsingar sem miðlaðar degi eftir kosningar. Og lýðræðishlutverk fjölmiðla eru auðvitað aldrei mikilvægara enn í aðdraganda kosninga, og það ekki síst þá sem skiptir öllu máli að almenningur fyrsta lagi fái upplýsingar og að hann fái þá réttar upplýsingar sem skipta máli, sem varða almannahagsmuni og sem hjálpa honum að taka upplýsta ákvörðun á kjördegi. Og öllum aðgerðum sem ganga út á það að tálma eða skerða tjáningafrelsi, ekki síst á þessum viðkvæma tíma í aðdraganda kosninga, verður auðvitað á okkar mati að beita mikilli varúð. Það verður að rökstyðja slíkt afskaplega vel og slíkar aðgerðir mega ekki ganga of langt. Og það má kannski líka nefna í þessu samhengi að það hefur tíðkast bara allan heim í rauninni
á undanförnum árum að aðilar, hvort sem það eru stjórnvöld, stórfyrirtæki, einstaklingar eða aðrir, beita úrræðum sem þessum, beita úrræðum eins og lögsóknum, lögbanni og meiðramálsóknum sem tækjum til þöggunar gegn blaðamönnum og fjölmiðlum. Og þetta er náttúrulega afskaplega bagalegt og við þekkjum það á Íslandi að hér er hlutfall meiðyrðamála miklu hærra enn í nágrannaríkjum, þessi meiðyrðamála sem rata fyrir dómstóla og erlendis eins og til dæmis á hinum Norðurlöndunum þá er mun algengar að þessi mál fari í annan farveg, fari fyrir siðanefndir eða fari fyrir fjölmiðlanefndir eða systurstofnanir fjölmiðlanefndar í nágrannaríkjum okkar. Þannig að ég vildi nú svona bara kasta þessu fram hérna í upphafi. Já. Takk ykkur fyrir þennan ágæta inngang. Mér langar kannski bara rétt í upphafi að spyrja ykkur í tilefni ykkar orðum hvort að það sé ástæða til þess að endurskoða löggjöfina með þeim hætti að til dæmis fjölmiðlar þurfi ekki að sæta eða geta sætt lögbannsúrskurði þessum toga. Þið nefnduð siðanefnd, þið nefnduð ykkur sjálfar eða fjölmiðlanefndina og nefnduð dómstólana og þetta snýst auðvitað þetta mat fjölmiðilsins á því hvað á að birta og hvað ekki, að fjölmiðil sé ekki undirsettur svona bráðabirgða ráðstöfun eins og þeir réttilega nefnduð. Tíminn getur verið aðalatriði í fréttaflutningi. Ef ég má bara varpa þessu svona í upphafi og áður en aðrir nefndarmenn. Já, sko ef að spurningin er þessi á að fyrirbyggja heimildi lögbanns alfarið, lögbannsútgáfu þar að segja, þá myndi svarið ekki vera jákvætt því að það geti alltaf verið dæmi það að friðhelgi einkalífs krefjist þess að þessi heimild sé til staðar. Það hefur hins vegar verið bent á það og ég veit að þau sem voru hér undan mér hafa eflaust gert það líka að það er spurning hvort að það sé ákjósanlegt fyrirkomulega að þetta vald, svona fyrirfram vald til tálmennar og tjáningarfrelsi sem er náttúrulega miklu meira inngrip heldur en þegar verið að fjalla fjölmennu umfjöllun eftir á af því að þá er almenningur búinn að fá þær upplýsingar sem að máli snýst hvort að þetta fyrirfram vald til tálmennar ætti að vera frekar í höndum dómstóla frekar en sýslumanna vegna þess að þar hjá dómstólum er jú sérfræðiþekking eðlilega meiri á tjáningarfrelsismálum og hvenær heimilt er að takmarka tjáningarfrelsið eða bara vegna þess að þessi mál er ekki endilega reglulega á borðum sýslumanns embætta og heyru ekki til daglega starfa þar á bæ. Þannig að það verður kannski eitthvað sem að mætti, þá umræða mætti taka upp aftur. Hún er náttúrulega margótt komið fram og þetta hefur margótt verið rætt en það er kannski ástæða til þess að taka þessu umræða upp aftur núna. Já, takk fyrir. Þórhildur Sunna, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að koma. Komið sælar. Mér langaði að spyrja ykkur út í þær heimildir sem þið hafið til þess að bregðast við atvikum sem þessum og hvort það standi til að grípa til einhvers konar aðgerða. Og svo langaði mig að spyrja eins út í svo sem að ég er búin að ræða aðeins hérna á þessum fundi og það er það sem að Mannréttindadómstóllinn kallar kælingaráhrif og mér heyrist Anna vera svona að víkja eins að líka í sínu erindi. Fyrirgeðu. Komnar ansi margar, Arna, já. Ég sé þetta vitlaust hérna. Sko, akkúrat svona inngrip, lögbann á fréttaumfjöllun, korter í kosningar, sitjandi forsætisráðherra þjóðarinnar. Hvað finnst ykkur áhrifin sem að þetta mun hafa á einmitt, bara frjálsa fjölmiðlun á Íslandi? Finnst ykkur einu sinni hægt að meta skaðan sem að þetta getur valdið akkúrat þessum tímapunkti? Eða þarf kannski bara talsvert mikla greiningu til þess að komast að niðurstöðu það? Og ég kannski tengi það við hvaða heimildir þið hafið upp á hvernig myndu þið bregðast við og hvað tæki og tól hafið til þess að bregðast við svona inngripi í megin tilgang ykkar nefndar? Takk. Ég ætla kannski áfram að vísa lögfræðingnefndarinnar. Já, en fjölmiðlanefnd tekur mál til meðferðar bara með sama hætti dómstólar, það er að segja eftir að umfjöllun í fjölmiðlum hefur birst. Ef þú ert að spyrja hvort þið hefum einhverja svipar heimildir
getum við gripið til svipaðra aðgerða eins og fulltrúi ÖSI fyrir frelsi fjölmiðla gerði í gær með því að gefa út einhvers konar yfirlýsingu, þá kæmi það hugsanlega til greina, það er þá ekki verið hefð fyrir því. En svona eiginlega lagaheimildir til að grípa inn í eitthvað svona ferli eru ekki til staðar ef það er það sem að verið að spyrja um. En það er að segja, þegar að mál koma til fjölmiðlanefndar þá er það alltaf eftir að umfjöllun hefur birst í fjölmiðlum og þá á grundvelli kvartana sem beinast á tilteknu efni og sem miðla var á tilteknum tíma, tilteknum degi. Fjölmiðlun gefst kostur á að koma rökstuðningi á framfæri sem var til að mynda ekki því máli lögbannsmáli sem við erum hér að ræða. Þannig að, og þegar að niðurstöður liggja fyrir þá eru það ítarlega rökstuddar. Þannig vinnu nefndin, þetta er svona eftir á batteri, en við höfum ekki neina sérstakar heimildir til þess að vera með inngrip með einhverjum hætti, svona út frá lögum. Aðrar en þær að vera með hugsanlega einhvers konar yfirlýsingar sem hefur þó ekki kannski tíðkast hingað til af því að við þurfum líka að gæta, nefndin þarf að gæta því að sínu bara hlutleysi. En mér heyrir samt svona, ef maður bara, eins og segir, þetta myndi ekkert koma þannig sé inn á borð nefndarinnar, það sem er gert fyrirfram, heldur er nefndin að fjalla eftir á, en það er líka, maður myndi nú telja að það væri svona eðlilegri leið og að það sé unnið þannig og rauninni gengið út frá því við það hvernig nefndin er sett upp og fjölmiðlalögin þar að segja og nefndin ber að fylgja þeim lögum. Mér heyrist nú samt svona flesti séu líka sammála því ef maður bara svona með umræðina, þetta er auðvitað viðkvæmur tímapunktur. Mér heyrist svona allir nána sem hafa tjáð þetta mál séu saman það að það getur líka skipt máli hvenær upplýsingar koma fram á hvaða tímapunkti það hafa mismunandi vægi eftir því. Takk fyrir það. Svandís, gerðu svo vel. Já, Sunna var nú eiginlega með spurningarnar mínar, mér langar, já, takk fyrir að koma. Mér langar kannski aðlega að spyrja það, sko, hvernig getur fjölmiðlanefnd í raun og veru staðið vörð tjáningarfrelsi sem er áskilið í lögum á þess að hafa einhver verkfæri til að gera það? Ég bara svona að velta fyrir mér, sko, ég meina, er þessi bókstafur, hvaða stöðu hefur hann, sko? Ég mætti kannski aðeins þetta fyrst og segja, ég lítið á þannig að þegar verið að nálgast nefndina með ýmis málefni eftir á og biðja nefndinum að taka upp, það er mögulega aðilar sem telja að á sér hafi verið brotið með það að þeir hafa ekki fengið andsvör eða það sé eitthvað en tali að halla sig á þá og þá sé það auðvitað leiða ljósið í hvernig nefndin vinnur úr þeim kvörtunum eða athugasemdum, það er leiðiljósið, tjáningarfrelsi og niðurstöðu nefndarinnar taka mið á því að það er það sem skiptir máli, númer 1, 2 og 10 þegar verða að taka við svoleiðis erindum. Þannig að því leitum til er það auðvitað leiðaljósið, en svo eru auðvitað lögin líka leiðaljós í rauninni. Mér langar bara aðeins að fá að fylgja þessu eftir að því að þetta er náttúrulega dálítið sögulegu viðbröð, sko, sem maður er að sjá að sé í raun og veru verið að loka á umfjöllunum svona mál í aðdraganda kosninga og svona samkvæmt því sem ég hef verið að spyrja í morgun og þá veriðstu ekki vera með neina hliðstæður í löndunum í kringum okkur svona atburð og þannig ég er að velta fyrir mig, sko, getur fjölmiðlanefnd aðhafst eitthvað og er ástæða til þess að fjölmiðlanefnd stígi fram með einhverju móti með einhverjar hugmyndir lagabreitingar með athugasemdum eða einhverju slíku. Ég meina, ætti ekki einmitt núna að hvína svolítið í fjölmiðlanefnd, er kannski mín spurning. Það var það svo. Já, þú sagði það svo, ég sagði það svo. Við þetta bara störfum hlutverk nefndarnir að starfa samkvæmt þeim lögum sem hafa verið sett af Alþingi og miðað við þau lög sem hafa verið sett þá er ekkert í þessu máli sem við getum ekki í lögbannsmáli, það er í lögbannið, fjölmiðlalögin taka ekki á lögbannsmálinu neinum hætti. Takk fyrir þetta. Þá er það Birgir Ármannsson, gjörðu svo vel. Já, þetta er nú að einhverju leyti komið fram, sko, en það er að segja varðandi, sko, hlutverk og hugsanlega aðkomu fjölmiðlanefndar að málum á þessu tagi, sko. Bara til að glöggva sig á því, þá eru þau erindi eða kvartanir sem koma til fjölmiðlanefndar eru þá fyrst og fremst, sko, af því tagi að
aðrar telja að þeir hafi sætt með einhverjum hætti óeðlilegri meðferð af hálfu fjölmiðla, fengið heppilega umfjöllun eða sem sagt ósanngjarna umfjöllun. Þannig að því leyti er svona ákveðin skörun þá frekar við eitthvað sem maður myndi kalla siðanefnd blaðamannafélagsins eða eitthvað svoleiðis sko. En svo náttúrulega eru önnur hlutverk sem nefndin hefur eins og að fylgjast með að reglum eignarhald sé fullnægt og gagnsæi í þeim efnum og svona. Og svo að einhverju leyti varðandi sko ljósvakan sérstaklega sko. Ég bara velta fyrir mér og það hefur tengingu við þetta mál, það er ekki bara svona vangaveltur, en fjölmiðlanefnd sem sagt sko hvar skilgreinir fjölmiðlanefnd mörk sín gagnvart nýrri og óhefðbundnari fjölmiðlum, samfélagsmiðlum og einhverju slíku sko. Hvar liggur grensan í því? Af því að maður auðvitað veltaði fyrir sér sko í þessu samhengi og ég svo sem nefnt við aðra gesti hérna að lögbannið sem hér að ræða beinist bara að tilteknum tveimur gerðarþolum sko, Reykjavík Media og Stundinni, en upplýsingarnar sem eru að einhverju leyti eða kunna vera grundvöllur þessar umfjöllunar getur þetta komið fram með margvíslegum öðrum hætti sko. Já, það er bara alveg skýrt eins og staðan í dag allavega að samfélagsmiðlar heyra ekki undir lögum fjölmiðla. Bloggsíður heyra ekki undir lögum fjölmiðla. Það er hins vegar ákveðin lína þarna milli sem stundum erfitt að draga. Hvenær er bloggsíða orðin fjölmiðl? Er það þegar það eru fleiri net sem að starfa við að framleiða efni, þeir eru komnar auglýsingar og svo framvegis. Þannig að það eru bara ákveðin viðmið þar sem við horfum til. Og þannig að það hefur verið alveg skýrt hingað til. Hins vegar að verða breytingar á Evróputilskipun hvað þetta varðar. Það er verið að víkka til umræða að víkka gildissviði hvað varðar ákveðna þætti eins og vernd barna og varðandi haturstal eða hatursorðræðu, svo það er stundum kallað. Þannig að það er svona í deiglunni að víkka til gildissvið fjölmiðlalaga hvað þetta varðar. En svo náttúrulega bara bera einstaklingar ábyrgð á orðum sínum á samfélagsmiðlum eins og alls staðar annars staðar. En það svarar spurningunni. Takk fyrir. Brynjar, þú ert næstur, gerðu svo vel. Já, ég ætla kannski aðeins að spyrja Heiðdísi vegna þess að það hefur komið líka fram sjónarmið það að það sé bara yfir höfuð ekkert hægt að setja lögbann á fjölmiðla. Þessa bráðabirgðagerð. Þú vildir nú ekki taka undir það. Taldir að stundum geti þessar verndarsjónarmið friðhelgi sjónarmið sko vegið. Ég er alveg sammálaður. En þú talar að það ætti þá vera bara hjá dómstólum, ekki hjá einhverju sýslumanni. Það er allavega spurning hvort við ættum að ræða það. Já, en hvernig sérðu það fyrir þér sko í bráðabirgðaaðgerð eins og lögbann er? Það er að segja stoppa strax eitthvað sem er yfirvofandi eða að þá er alveg ljóst að í slíku máli er aldrei hægt að hafa einhver alvöru málsmeðferð hvar liggja mörkin á milli friðhelgi og tjáningarfrelsis. Þannig að þetta er alltaf einhver ákvörðun sem er tekin hratt. Já, en ég vil bara segja að það væri kannski æskilegra að þeir sem taka þessar ákvarðanir væru einstaklingar sem að hugsanlega hafa meira með tjáningarfrelsis mál að gera, eru að vinna í þeim eða hafa sérþekking á því sviði, hvenær megi takmarka og það er sér líklega að þessi þekking setjist staðar hjá dómstólunum heldur endilega hjá sýslumannsembættum. En sæður ekki ákveðin vandamál við það því að síðan auðvitað fer alvöru meðferð fram líka fyrir dómstól og þá er dómstóllinn búinn að segja eitthvað í bráðabirgðaaðgerðinni. Þannig að þetta er ákveðin lapsus kannski. Já, og þessi mál náttúrulega koma aðallega til athugunar þegar, eins og í þessu tilfelli hér, þegar verið er að setja lögbann viku fyrir kosningar eða 10 dögum fyrir kosningar. Þannig að de facto áhrif þess lögbanns eru rauninni svo að fjölmiðillinn má ekki fjalla að miðla þessum upplýsingum sem umræði hverjar svo sem þær eru fyrir eftir kosningar. Og þá sé mikilvægt að fyrsta skrefið, fyrsta ákvörðunin sé tekin af aðila sem að hefur þá meiri sérþekkingu á sviði tjáningarfrelsismála til að auka líkurnar á bara réttlátri niðurstöðu og réttri niðurstöðu. Þannig að þú telur að löglegur fulltrúi eða löglegur maður í héraðsdómstólnum geti verið betri í þessu heldur en í sýslumanninum? Það má allavega taka það umræð, hvort að það geti verið ákjósanlegra fyrirkomulag. Okay. Takk fyrir þetta. Lilja, gjörðu svo vel. Já, það sem ég vildi og takk fyrir ykkar innlegg í þetta.
Það sem ég var kannski aðeins að velta fyrir mér, kannski svipum við nótum að Brynjar og hefur komið hérna svolítið fram. Ég svona veltaði fyrir mér bara líka svolítið framkvæmdinni á lögbanninu, að manni virðist kannski eins og í fyrsta lagi að það verður alveg komið hérna fram að það hafi verið og víðtækt og það eru efasemdir líka komið hérna fram í máli hér gesta fyrir í dag að það sé ekki búið mögulega, að það sé ekki búið uppfylla 24. grein varðandi lögbannið sjálft, hvernig ætti að fara í það. Þannig ég er að veltaði fyrir mér eins og til dæmis með gerða þola að hefðu menn geta hefðu ekki menn geta gátu ekki beint einhverjum andmælum eða einhvern veginn nægi ekki alveg því að kannski ég næ því ekki alveg að menn hefði kannski geta komið því á framfæri jafnvel betur í raun og veru umfjöllunni eða eitthvað, neðin svona, nú bara þekki ekki hvernig þetta ég bara veltaði fyrir mig hvort það sé líka einhverju annmarkar á framkvæmdinni sjálf. Já, ég veit ekki betur en að það sé heimild í lögum fyrir þessu og það hefur komið fram, en það má náttúrulega spyrja hvort að þetta sé, að þetta hefði mátt fara fram með einhverjum svona réttlátari hætti, hvort þetta sé endilega vönduð framkvæmda þýletunum til af því að þetta svo mikið inngrip í tjáningarfrelsi, hvort að það hefði ekki verið eðlilegt að Stundin og Reykjavík Media fengu færi á því að koma einmitt andmælum á framfæri, þannig ég get alveg það sem ég tekið undir það, já. Takk fyrir, Hildur, gjörðu svo vel. Já, þetta nú kannski svo sem komið fram, bara takk fyrir að koma. Ég tek undir með þér að hérna með tjáninguna þó að Brynjar hafi verið svolítið erfið við þig varðandi hver er löglærður hvað. Að þetta snýst bara það eru hérna nokkur grunnatriði undir sem að togast á. Bara eins og í öllum, bara í mannréttindum þau togast á. Og það er hagsmunamat þar og það er hagsmunamat í þessu og ég skildi orð þín þannig að þú verður bara að segja að þessi fókus á hagsmuni tjáningafrelsisins hefði alveg skýrlega rödd í þeim ákvörðunum sem teknir eru að því lútandi og ég er sammála það. Ég er svona bara, þetta er svolítið flókið mál að ræðum að því leitum til og við vitum í rauninni ekki alveg hvað er þarna undir eða af hverju ákvörðun var tekin eða hvort sýslumaður gerði rétt eða ekki. Ég held við getum öll kannski verið þakklátt því að búa í samfélagi þar sem ég held að allir séu sammála að það sé algjörlega fáránlegt að hvers konar upplýsingar forsætisráðherra séu ekki sett til hliðar að slík þöggun eigi ekki við hann. Ég held að það sé fagnaðarefni að við erum alls sammála það. Tala nú ekki það sem að umfjöllunum hann sérstaklega hefur verið þetta í gangi í áratugi eða svo. Þannig að ég er svona bara svona velta fyrir mér hvort að þið sjáu einhvern veginn hvort þið óttist í rauninni því þessi staðan sem er núna að í aðdraganda kosninga og þetta verður þetta ofbúslega mikið tæki fyrir ef einhverjum hugnast að nota það sem slíkt að til dæmis bara það að hugsa til framtíðar og svo vitum við ekkert hvernig þetta mál fer eða hvernig þetta endar eða hvað verður úr því en til dæmis bara það að í rauninni sé hægt ef ég leyfi mér að teikna upp mynd algjörlega kokkað upp úr sjálfur mér að það sé í rauninni hægt að stela gögnum, alls konar gögnum og meðal annars þar einhver ráðamaður og því að þeim verið leikið og það verður þá stoppað því að undir er ofboðslega mikilvæg réttindi almennings friðhelgi sín mál en á móti kemur þá mögulega alls konar einhverja vangaveltur hvað hefur legið þarna undir. Þetta ég held við séum að horfa mögulega fram á kannski svona svolítið óþægilega tíma hvað það var við vitum ekki alveg út af því við erum með lögin gefum okkur það allir við fyllt þeim og þannig eru réttindi sem togast á en þau togast á og það þarf að meta sem slík en eftir stendur samt einhvern svona óþægileg tilfinning sem við vitum ekki alveg hvernig við fara með og getum einhvern veginn ekki leyst. Ég mætti aðeins bara koma til þetta það hvernig gagna getur verið að afla með ýmsum hætti og það getur verið stólið eða leiða glambekk eða hvernig sem það er og komið síðan til fjölmiðla eftir ýmsum leiðum og örugglega með þeir sem afla eða láta fjölmiðlum slíkra gagna í það er alls konar getur verið alls konar
ástæður fyrir því. Það geta verið bara góðar til þess að einhver sem tilur bara almenningur eigi rétt að fá þetta, getur verið bara einhverja sérhagsmunir eða einhver pólitískir hagsmunir eða hvað maður hvað sko. En aðalatrið er það að sko, fjölmiðlinn ber á endanum ábyrgð á því sem hann lætur frá sér og hann ber ábyrgð gagnvart meðal annars meiðyrðalögum og það er hægt að leita til siðanefndar eða fjölmiðlanefndar. Og þannig að ég segi látum fjölmiðlinn meta það, og ég hef nú ekki nefnt líka trúverðugleika fjölmiðils, þannig að hann metur þetta þegar hann er að meta það hvort að gögn, hvernig sem þeir eru aflað erindi til almennings. Það er svo mikilvægt að hann meti það en ekki einhver aðili út í bæ fyrirfram fyrir fjölmiðlinn. Þannig að fjölmiðlinn hann hafi þetta ritstjórnarvald til þess að meta hvort að þetta sem hann hefur í höndunum, hvað sem það eigi erindi til almennings eða ekki. Og hann ber síðan ábyrgð á því endanlega. Þeirri framsetningu og hvort hann fari síðan einhver mörk sem mögulega er hægt að takast á eftir á. En ég efast ekki það að fjölmiðlar auðvitað gera það líka. Það eru, við vitum það, meiðyrðamál falla í unnverpum og tala nú ekki líka fjölmiðlar sem hafa líklega fjármunum að móða. Þeir örugglega hugsa sér tvísarum, en þeir eru auðvitað að hugsa þá almannahagsmuna og það er það þeirra. Og það er ekki þannig að kerfi sér þannig að bara þeir beri enga ábyrgð, þeir beri ábyrgð. Og líka, og síðast en ekki síst, gagnvart sínum trúverðugleika, sem er í rauninni það dýrmætasta sem fjölmiðill á. Takk fyrir þetta. Síðastur á mælendaskránni er Jón Þór Ólafsson, gjörðu svo vel. Já, bara stuttur aðeins að grípa þennan bolta varðandi stolin gögn. Það er nú þannig að fjölmiðlar fjalla stolin gögn og þannig einmitt það er fjölmiðlafréttir og fjölmiðlaumflöttun og rannsóknarblaðamennska sem að hefur hlotið hvað mest verðlaun í heiminum hafi einmitt verið stolin gögn. Og Panamaskjölin voru stolin gögn sem að var lekið og sýslumaður á að hafa sagt við fjölmiðlamennina stundarinnar, þetta kemur fram í fjölmiðlum, að þau myndi líka hafa fallið undir ef að það fyrirtæki hefði óskað eftir að þeir þaggað sko. Þannig að bara tökum þetta í samhengi. Ríkið kaupir stolin gögnum skattsvikara, notar öll þess að finna skattsvikara. Þetta er bara partur af aðhaldi í samfélaginu ef það eru upplýsingar sem varða almenning, eða ekki? Jafnvel þó þessu fengið ófrjálsri hendi ef þau varða almenning og eru komið til fjölmiðla eða hins opinbera, að þá almenningur rétt að fá þar. Er það ekki rétt skilið? Takk fyrir þetta. Við erum að koma alveg að enda þessa fundar. Samkvæmt reglum nefndarinnar er þó rétt og skylt að gefa nefndarmönnum kost á að ef þeir vilja, það er að segja fulltrúum flokkana, kost á að tjá sig örstutt í lok málsins. Reyndar sýnist mér að menn hafi nú sagt svo mikið og hafi svo mikið verið spjallað að það sé nú kannski ekki að verða mikið eftir, en ef menn vilja þá er það til boða. Þannig ég ætla bara að ganga hér á. Það er ekki eftir að svara Jón Þór núna. Nei, það er bara samþykjum. Þetta er bara í rauninni, endanum fjölmiðilsins að meta það. Hversu mikið er hvort þetta eigi erindi til almennings eða ekki. Spyrja hvort að Sjálfstæðisflokkurinn vill hafa einhver lokaorð. Fundin er búin að vera forvitnilegar umræður. Lilja. Og vilja að öðru leyti ekki bæta hennu við. Líka fyrir hennar fund, hann er búin að vera mjög gagnlegur, mjög upplýsandi upplýsingar hafa komið fram og sýnir að það má gera betur hvað þennan málaflokk varðar. Já, takk. Svandís. Ég vil bara þakka líka fyrir fundin, ég ætla ekki að orðlengja þetta, ég held að tjáningarfrelsið er ekki heilmiklu útrás á þessu fundi hingað til og vil bara þakka formann nefndarinnar fyrir að bregðast hratt við og öllum gestum sem hafa komið hér og þessi umræða sem hér hefur á fundinum á erindi í aðdraganda kosninga. Takk. Jón Þór. Já, ég vil bara þakka fyrir að fundur, bara frábær fundur, mikið rosalega höfum við lært mikið það hvað tjáningarfrelsið er illa borið á Íslandi hvað þetta varðar og hvað við erum búin að fá rosalega mikið að góðum upplýsingum það hvernig við getum laga þetta. Þá bara halda þetta til streitu og kannski líka að við erum búin að sjá gagnsemi svona opinna nefndarfund Alþingis. Þetta skila sér inn í umræðu. Þetta er það sem við þurfum að vera. Takk, kærlega. Árni. Já, við fyrir þennan fund líka, eins og aðri hér, hann var afskaplega góður og ég held að það sé algjörlega kristaltært að eftir kosningar mun þessi nefnd fjalla áfram þetta mál
og gera þá tillögur úrbætur ef við komumst á þeirri niðurstöðu sem ég held að sé nú reyndar augljóst eftir þennan fund í dag. Takk, Nikól, gerðu svo vel. Bjartur Framtíð þakka líka fyrir fund og þakka fyrir þess að fá að vera áheyrnarfulltrúi á fundin. Eins og hefur komið fram, það er bara rosalega gagnlegt og góð upplýsingar og ég tel að fyrir hand mín flokks að það er nauðsynlegt að því að þessari fylgt eftir á næsta þing. Hér voru rætt lagabreitingur og ýmislegt annað sem ég tel að eigi erindi áfram. Takk fyrir það. Ég ætla þá bara að fara að loka þessum fundi og segja það að hér hefur verið ákaflega gagnlegur fundur. Við höfum fengið marga gesti, við höfum talað mikið, við höfum tjáð okkur mikið, við höfum skoðst hér í nefndinni virt tjáningarfrelsi nefndarmenna og gesta óspart og erum þess vegna komin held í 3 sinnum fram yfir tíman sem átt að fara með en nauðsyn brýtur lög nú stundum sagt. Málið er alvarlegt og verður örugglega áfram til umfjöllunar í samfélaginu og vegum þingsins og þessara nefndar. En að svo mæltu þakka ég ykkur kærlega fyrir komuna og ég slít fundi. Takk fyrir.